Gott kvöld og velkomin að Rauðaborðinu, þriðjudaginn 20. og 1. apríl. Ég heiti Mari Lilja og ætla að vera með ykkur hér ásamt góðum gestum og samstarfsfólki mínu. Allavega svona að miðnætti, cirka. Við lokum hér Rauðaborðinu í kvöld á umfjöllunum afmælistónleika Björgvins Valdimarssonar en þeir eru framundan í heimabæ hans. Það Björn Þorláksson sem ræðir við Björgvin. Ásdís Olsen fær til sín Frímann Kjerúlf, formann félagsins Hugvíkandi, en eins og nafn félagsins ber með sér, þá ætla þau að ræða hér nýja forsetatilskipun Donalds Trump snýr að hugvíkandi efnum. Ég fæ hinga til mín fulltrúa frambáðana til sveitarstjórna, þau Örnu Magnu Dangs, Guðmund Inga Þórðsson, Sigurð Rúnarsson og Oktavíu Hrund Guðrúnar Jóns. Ræða þau hér það sem í gangi í þessari kosninga hringiðu sem að þau eru stödd í núna. Og ýmislegt fleira, fólk, regnbogafánar, hólur í malbiki og allt á milli himins og jarðar. Alma Hrönn Hrannadóttir reið kona og hún segir Sigurjóni hér af hverju, sitt hvað það að lenda á vegg með áföll, kerfi sem ekki grípur mann og þar fram eftir götunum. En við byrjum dagskrána hér eftir stuttarauglýsingar á þeim Drífu Snædal og Guðnýju S. Bjarnadóttur sem koma hingað að ræða nauðgunarmenningu og sérstaklega afhjúpun CNN liðina helgi, þar sem sagt var frá síðu, þar sem að menn skiptust á myndefni, ráðum og öðru ofbeldi í garð eiginkvenna sinna. Við sjáum hvað þær hafa að segja hér eftir stuttarauglýsingar. Gleði svo mikil dauðans alvar. Ef það ekki gleði, það vantar svo mikið kraft. Ég heiti Edda Björgvinsdóttir og ég trú á gleði. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Mari Lilja og hingað til að ræða nokkuð alvarleg mál sem að komu upp í afhjúpun CNN miðilsins liðina helgi, einhvers konar nauðgunar síða þar sem að mönnum kennt og þeir eru studdir í að misþyrma og brjóta kynferðislega á konum sínum, meðal annars með að byrla þeim svefnlyfjum. Hingað eru komnar þær Drífa Snædal og Guðný S. Bjarnadóttir. Verið velkomnar. Takk. Ég veit að þið fylgdust með þessum fréttum. Við tölum það hérna áður en við fórum á stað að það hefur ekki verið mikið fjallað þetta mál eða þessa síðu hér á Íslandi, sem að mér þykir eiginlega alveg stórfurðulegt og svona, ég veit ekki alveg hvað ég að segja það, en það sem að komið hefur fram að þetta risastórt samfélag, þar sem að alltaf 62 til 5 milljón notendur eða flettingar á mánuði að ræða. Þetta risavaxinn vandi og þetta nú eitthvað svona sem að þið hafið verið að segja í svolítið mörg ára sé risavaxinn vandi en kannski ekki verið hlustað, greinilega ekki, nóg mikið. Hvað þetta, þetta bara eitthvað svona sem í útlöndum og við þurfum ekki að hafa áhyggjur á Íslandi? Ég svona í ljós þess að fjölmiðlar á Íslandi kjósa fjalla ekki þetta neitt sérstaklega? Það sem áhugavert að þetta mál kemur upp í Frakklandi fyrir nokkrum árum síðan og sem hefur náttúrulega vakið heimsathygli, búið að skrifa marga bækur og gera marga þætti Pelikomálið, að þá þótti það algjörlega einstakt. Afhjúpun CNN helgina afhjúpar það að þetta var ekki einstakt mál, þetta var ekki einstakt tilvik.
heimasíða eða vefslöð þar sem karlar koma saman til að ákveða það hvernig þeir eru að misnota beita konur ofbeldi, bara koma fram við þær eins og þeir hafi óskorða eignarhaldi við konum og þær séu bara kjötstykki til að þjónusta þeirra lægstu hvötum. Þannig að það stóra fréttin í þessu. Þetta ekki einstakt. Við höfum sagt að hjá Stígamótum mjög lengi af því að íslenski fjölmiðlar og íslensk samfélag hefur haft mjög miklar áhyggjur af vissulega og réttilega byrlunum á börum. Við sjáum töluvert meira byrlanir í samböndum. Það eru mál sem koma til okkar. Algengasta efni sem byrla með áfengi. Það að segja að fólk gerir sér ekki grein fyrir styrkleika. Það svona þrýstingur á að fá sér meira og meira og síðan viðkomandi orðinn varnarlaus. Við höfum ekki fengið mjög mörg mál þar sem beinlínis grunur svona að þú sért algjörlega slegin út óafvitandi og síðan nauðganir. En okkar reynsla á Stígamóta svo að það sem gerist erlendis það gerist gjarnan hérna á Íslandi líka og þessi afhjúpun helgina hjá CNN sýnir bara hvað þetta skipulagt, hvað þetta útbreitt, hvað þetta landamæralaust. Þannig að þetta bara ein af þessum ömurlegu birtingarmyndum kynbundins ofbeldis sem þrífst sannarlega hérna á Íslandi. Þannig að ég veit ekki hvort það ástæða til að ætla að við séum stikkfrí í þessu frekar en öðru. Nei. Það nú ekki langt síðan að það féll dómur bara, ég ætla að það hafi ekki verið í síðasta mánuði, féll dómur í einmitt nákvæmlega svona máli hér á Íslandi, þar sem að eiginmaður notfæri sér ástand konu sinnar sem að ýmist var bara svefndrukkin eða reynlega áfengistauð. Og ég birti þessar myndir og myndbönd af honum þar sem hann var að misnota hana á netinu og var að jafnvel að fá greiðslur fyrir þetta. Þetta svona svaklegt mál. Þetta annars svona mál sem að kannski fór svo litið undir radarinn. Ég held að það hafi nú bara verið þolendans vegna sem svo sem allt í lagi og bara hið besta mál. En þetta greinilega risastórt vandamáli sem við segjum og þetta sko og bara birtingarmynda hverju í rauninni. Þetta svona, þú veist, maður á eitthvað svona erfitt með að sjá, þetta bara, þú veist, hvað þetta? Hvers konar eiginlega hryllingur þetta? Já, algjörlega og þetta þetta bara mjög sláandi fréttir og mér þótti nú áhugavert að fylgjast með ummælakerfum líka við þessar fréttir þó að ummælin hefur ekki verið mörg að þá birtast þarna karlmenn og svo einhverju gerfi aðgangar sem fara að gera lítið úr því sem þetta að síðan hafi ekki bara verið með þessum nauðgunum inn á heldur hafi þetta verið annars konar klám sem ekki ofbeldisfullt eða ekki einhvern veginn misnotkun á konum og það svona verið að gera lítið úr þessu og ég í raun og veru skilða ekki vegna þess að þetta auðvitað bara grafalvarlegt mál og það hefur alveg sýnt svo sannað auðvitað að öll þessi mál sem gerast erlendis auðvitað gerast hér líka og það mætti að mörgu leyti bara hlutfallslega taka þennan hóp og ætla að einhverju íslenski notendur séu þarna á þessari síðu, það ekkit óhugsandi. En hvað veldur þessu þetta bara þetta rótgróna viðhorf gagnvart konum að konur séu einhvern veginn til þess að þjóna karlmönnum eða til þess að bara eru afmennskar í umhverfinu. Þannig að ég að mínu mati það sem ég flokka bara sem vandamál karla. Þetta karla vandamál og ég hefði viljað sjá sterkari viðbrögð frá körlum, hvort sem eru femínískir eða ekki, að bara sterkara viðbröð í samfélaginu gagnvart þessu. Mér finnst þetta bara alveg ótrúlegt. Þetta það. Það eitt sem að svo óhugnalegt við þetta, að því þú minnist svona á að þeir segja svona, já það voru nú ekki öll vídeón hann einn á, en það auðvitað og svona við erum flest farin að kunna á svona algoritma náttúrulega virka þannig á þessum tilteknum síðum og hefur margoft sýnt fram á að þeir byrja
þú veist, þeir ganga alltaf lengra til þess að halda þeir lengur við efnið, til þess að færa þeir einhvern veginn inn í svona dýpri og verri afkima og það bara nákvæmlega þess eðlis sem að þessar síður virka. Það hefur margoft komið fram í samtölum við bara svona Pornhub CEOs og aðra að þú veist, það þannig sem að þeir auðvitað ná í sitt efni, ná í sínar auglýsingatekur, halda þeir inn á vefnum. Þú veist, maður getur alveg gert sér hugmynd að þessi síða virki nákvæmlega eins og eitthvað svona, þú veist, fyrir inn á henni fyrir forvitnissakir og er allt í einu bara komin í einhverja sko tótal vitleysu. Það annað í þessu sem að mér finnst svo vert einhvern veginn að skoða og það þessi samfélög karla, því að nú þekki ég samfélög kvenna á internetinu og þau eru mjög ólík þessu. Þar eru við ekki að valdefla hver aðra í að meiða annað fólk. Þar eru við að valdefla hver aðra eða venda hver aðra fyrir fólki sem meiðir annað fólk. En þessi samfélög kalla, þau eru einmitt í þessu, þú veist, þessi síða, hún er með kennsluefni í hvernig beri að byrlamanneskjum, hvernig beri að þú veist, brjóta hann kynferðislega án þess að hún kannski farið að gruna það og annað slíkt. Og þetta þykir manni líka svo mikið áhyggjuefni. Ég meina, hvað með úlingana sem rata inn á þessa síður og annað slíkt? Já, ég vil bara byrja því að taka undir með Guðni, þetta er karla vandamál, þetta er þeirra vandamál og enn sitjum við hér, 3 konur og ræðum þetta vandamál og hvað ber að gera í því, en það er náttúrulega alveg ótrúlegur anskoti hvernig þetta gerist að kallar myndi svona samfélög. Það er náttúrulega, ég skil ekki alveg hvernig það gerist, en það er ég ekki hluti af þessari karla menningu eða karla hópum, en hvernig þeir finna hvern annan. Við höfum orðið vitnað í ítrekkað að barnanýðingar finna hvern annan með einhverjum hætti og þetta er sko það sem er óhugnanlegt í þessu er hvað þetta er skipulagt, markvisst, einbeitt, hvað einhvern veginn tilfinningar þeirra skipta engu máli. Það eru þarna menn sem eru, já, ég er svolítið hrædd að drepa hana. Þú veist, þeir eru alvöru að sko fara að taka sénsinn á því að drepa konurnar sínar. Vilja það helst ekki. Nei. En eru samt til í að taka sénsinn, skilji. Þú veist, það er bara viðhorf, þetta segir mann það náttúrulega líka hættulegast stæðu konurnar er inn á heimilum, eins og við vitum. Þannig að, já, hvernig þetta gerist er alveg ótrúlegt og líka það að þetta gefur einhvern svona hugmynd að sko menning karla sig gagnsýrð í því að þeir séu algjörlega stjórnlausar skepnur og við vitum að karlmenn almennt er ekki stjórnlausar skepnur en þeir þurfa líka að axla ábyrgð. Það er ekki bara við sem erum að axla ábyrgð á að vernda konur og vinna úr öllu þessu ofbeldi og allt það. Löngu komin tími til þess að kallar rísi upp og segi fyrirgjöðu, þetta er ekki okkar menning, við viljum ekki hafa þetta svona, við viljum bera virðingu fyrir konum og við vitum að jafnrétti gagnast öllum. Það er löngu sannað að kallmenn eru líka hamingjusamir í jafnréttissamböndum. Þetta er ekki bara fyrir konur gert, þetta er gert fyrir allt samfélag og fyrir alla einstaklinga að vera ala á virðingu og jafnrétti. En síðan er annað sem maður er búin að vera að hugsa að sko það eru svo mikil átök í heiminum í dag og átök og orðræða í kringum átök og baráttu á milli þjóða og fólks afmennskar fólk. Og ég svona velti fyrir mér hvaða áhrif þetta muni hafa á ofbeldi gegn konum. Af því að þegar það verður raunverulega alltaf afmennska fólk að þá eru konur í sérstaklega hættu. Og það er bara sýnt sig í gegnum söguna og gegnum bara svona stríð bara fyrir alda og nútímans einhvern veginn að þetta er nákvæmlega það sem gerist. Já, og þess vegna er ekkert skrítið að sko konur hafa aðalega verið að berjast fyrir friði í gegnum tíðina og það er líka bara til að berjast gegn ofbeldi gegn sjálfu sér, ekki bara heimsvaldastefnu eða eitthvað slíkt. Þannig að já, það getur verið
faktor hér. Við tölum stundum afleiðingar ofbeldis og líka tölum við dómskerfið í þessu hlutverk þess og MeToo-byltingin var hérna svo, sá ég nú bara síðast í dag, hérna klippu af Ingo Veðurguð á hérna það sem hann kvartaði mikið undan MeToo-byltingunni og sagðist vera mikið fórnalamb. Af einhverju leiti þá skil ég hann svo sem alveg hvað hann að fara. Það ekkert rosalega gott að vera hafnað að samfélaginu sínu. Maður getur alveg upplifað það sem ofbeldi. En að öðru leiti þá skil ég líka hvaðan þolendur, hans meintu þolendur voru að koma. Hvernig getum við svona, bara svo við bara hérna brainstormum hérna 3 konur hvernig við að laga þennan kallavanda. Hérna, þú veist, hvernig við að ná utan þetta? Hvernig við að ná utan þessa kalla, bara þannig að þeir sjáu og skilji og taki þátt og geri bara aktúalt eitthvað. Já, það verður þetta að vera afleiðingar og það verður eitthvað að taka ábyrgð og mér finnst það líka bara að við erum að sjá hvert máli að fætur öðru. Epstein-skjölin, þetta, Giselle Pelicot, það sem að voru 72.000 karlmenn inn á einni grúppu með nákvæmlega sama hvernig þeir að byrla og nauðga konum sínum. Og ekki bara konum sínum, þetta eru systur, frængur, þetta bara fólk sem í nær umhverfum þeirra og þetta auðvitað bara alveg hryllilegt. Og það sem við sjáum eins og í Epstein-skjölunum, við vitum hverja ræðir í mörgum tilfellum en þeir eru ekki kallar til ábyrgðar, heldur eru nöfn þolendana afhjúpuð. Og þetta bara svo gríðarlega lýsandi og þegar þú hugsar með þér, ég meina ef að þú ert þannig gerður að þú ert að fara að brjóta einhverjum, að þá getur eiginlega nánast reikna með því að það engar afleiðingar af því. Og þetta auðvitað bara samfélagsgerðin eins og hún búin að myndast í gegnum tíðina, fara bara alla leið með þetta vegna feðraveldisins, skilur við. Að það bara þannig, við erum bara orðin vön því að það eru enga afleiðingar við þessu og þetta orðið svona, þú veist, bara, og ég ætla líka bara að segja að það sem fólk að gera þegar fólk að brjóta á einhverjum öðrum, það kallmenn að brjóta á konum, það alltaf 100 sinnum verra heldur en að vera nafngreindur. Bara, þú veist, ég ætla bara að segja það og mér svolítið sterkt að í Bandaríkjunum í kjölfar umfjöllunar hjá CNN að þá búið að kalla eftir að setja upp heimasíðu þar sem konur geta nafngreint menn og sagt fullt nafn og í hvað fylki búa og í hvað bæ og mér finnst það bara ótrúlega sterkt mótvægi við þessu. Ég sá frétt þetta aðeins áðan konur eru byrjaðar nú þegar þær hafa farið inn á Threads sem að tengist Instagram og Meta og eins inn á X sem áður hér Twitter og eru þar einmitt bara í fyrsta skipti að nafngreina menn og segja frá því hvar svona sirka á hvað svæði eða hvar þeir bjuggu þegar það var brotið á þeim. Þetta þú veist, við erum komin þangað því að MeToo-byltingin hún kannski ákveðin ángi að þessu en þá var þetta meira svona að konur fundu styrk í hvorri annari til þess að þá kannski benda á eitthvað sem hafiði margbrotið. Þetta meira svona þetta eiginlega, þú veist, þetta meiri svona eye-opener, þannig. Já, en konur hafa reyndar alltaf gert þetta gegnum tíðina. Það að vara hver aðra við, ímist í gegnum að hvísla, hefur passað þessum. Kvennasamfélögin á netinu. Kvennasamfélögin og bara vinnustaðir, þú veist, passað þessum í vinnustaðapartíinu, hann á til að drekka mikið og vera fjölþreifin, eins og þetta. Akkurat. Og eitthvað svona og stundum fyrir þetta upp á yfirborðu á konur, en þetta náttúrulega eitt af því sem brotaþolar kynferðisofbeldis hafa talað Það viðurkenning á ofbeldinu. Það að það sé tekið ábyrgð á því og að vara aðra konur við þannig að þetta endurtaki sig ekki. Eða þú veist, vara samfélög við. Þannig að þetta bara mjög augljóst. Síðan verði ég líka að segja að það ekki hægt að gera kröfu á konur að berskjalda sig eða að afhjúpa eða eitthvað. Því oftar en ekki hefnist konum fyrir það líka. Og við sjáum það bara konur hleypi sér kjark og afhjúpa ofbeldisgerðir og svo næstu árin eru karlmenn vælandi við því í fjölmiðlum að þeir hafa verið afhjúpaðir, nefna engin nöfn hér. Ég hef alltaf verið að bíða eftir kallinum sem nógu sterkur til þess að viðurkenna það að hann hafi brotið á konum, komið fram
byggðist fölskvalausar afsökunar, axli ábyrgð með einhverjum hætti, vari aðra karla við að gera þetta. Sá maður ófundinn. Það var endar viðtal í dag við Rúnar Frey, leikara, og ég segi, ætli þetta sé hann endar í frambúði og það náttúrulega Ég veit að það var hópur kvenna sem var svolítið þrýsti á þetta til að byrja með. En það er kannski svona einmitt. Nei, ég menna maður veit ekki, sko, en þú veist, líklegast að þeir neyti öllu, fari í fórnarlambastellingarnar, stíi til hliðar í einhverja mánuði, mætti svo aftur bara gung-hú eins og ekkert hafi ískorist. Það líklegast að niðurstaðan. Þannig náum við engum árangri, þannig verður engin framþróun. Framþróunin verður þegar sko karlar rísu upp og segja við ætlum ekki að hafa þetta svona. Þegar karlar nippa í vini sína, segja bara ekki tala svona eða ekki gera þetta. Þau fyrirgeðu, þú ætlar að vera með þetta viðhorka hvort konum að þá ert þú ekki hluti af okkar vinuhópi eða félagskap eða hvað það er. Það leiðin fram á við. En við getum ekki, við eigum rosa erfitt með að þungan horfam eins og mikið og við viljum. Ég hef tekið eftir því reyndar í samtölum við yngri menni með því að vera í kringum ungt fólk í óling og hitti oft ungt fólk bara svona í mínu starfi eða bara eitthvað staðar út á galiðinni jafnvel. Þá hef ég tekið eftir svolítið svona kynslóðar breytu. Það eins og það séu ungir kallar þarna úti sem að séu kannski að fara að breyta þessu. Þannig að þú veist, bara svo við tölum ekki bara það sé öll von úti, þá hefur sitt hvað breyst í viðhorfum ungra karla. En ég held að það sé ekki síst vegna baráttu kvenna sem á undan gengu. Algjörlega, og ég ætla að bæta við líka bara þessu mikla forvarnastarfi sem er búið að vera og auðvitað síast það inn. Ég meina, nú Stígamót búin að vera með sjúkásverkefnið árum saman, þar sem við erum fjallað sko, heilbrigð og óheilbrigð sambönd og samskipti og allt það og bara svona fordóma lausan hátt, það er barnaheill, það er fáðu já, þú veist, öll þessi átöku auðvitað hafa þau skilað einhverju og ég er alveg viss það, ég held að unga kynslóð þessi skárið en við í 100%, mjög mörgu tilliti. Ég held að okkar kynslóð sé alveg agaleg. Já, 100%. Nú, fyrir ekki, ég veit að við erum ekki jafnaldra. Já, en það er bara þannig. Já. En þetta sko, ég var eitthvað aðeins að glugga í tölur og svona fyrir samtalið, ég heldur svona, ég er svona frísk upp á minnið í þessum fræðum og það talað Alþjóðaheilbrigðisstofnunin talar að 1 af hverjum 3 konum í veröldinni hefur orðið fyrir ofbeldi af hendi maka eða annars konar kynferðisofbeldi. Sko, þetta ótrúlegar tölur og ég veit ekki, sko, þú veist, ef við setjum þetta bara í samhengi við, þú veist, COVID, þú veist, það sem að eitthvað svona 1 af hverjum 100 veiktist, samfélagunum var lokað, reynilega, vegna þess að, þú veist, það var greinilega eitthvað að. En við vitum að þetta er ekkit ótrúlega tölur. Ef við lítum á vinkonahópin okkar, ef við lítum á konurnar í kringum okkur, þá er þetta ekkit ótrúlega tölur, sko. Ég man eftir því þegar ég átti svona, það moment, sko, ég held ég hef verið svona 18-19 ára og við vorum 10 stelpur saman í einhverju svona stelpupartí þegar ein svona, þú veist, hún opnaði sig að einhver, þú veist, úr vinahópnum hefði brotið gegn henni og þá bara svona eins og svona keðjuverkun og gátum við allar sagt sögu af kynferðisofbeldi á þessum aldri 19-20 ára og 10 af 10 sko. Þannig að eins og þú segir, þú veist, þetta kemur man ekki óvart þegar maður hugsar það, en þetta er samt svo brjálæðislegt og óásættanlegt. Já, og ég spyr mig líka þeirra spurninga bara, hvers vegna við erum ekki bara með miklu víðtækara og virkara starf til þess að koma í veg fyrir þetta, eins og reyklausi dagurinn, það var bara allir allt inn bara hægt að reykja og þú veist, og svo var nauðgunarlausi dagurinn, það var reyndar tilraun, það var svona comedy tilraun fyrir nokkrum árum síðan, en þú veist, en þú veist, það er þetta einmitt að það er þessi gríðarlega stóra vitundavakning sem verður að vera og karlmenn þurfa líka bara að vera miklu virkari í þessu með okkur. Þú veist, þetta tekst ekki bara með því að við erum alltaf að tala okkar raunveruleika, það þarf að viðkenna raunveruleika og það er að taka líka og þeir eru með alls konar hugmyndir hvernig þetta gera þetta betra og ná til fleiri og eitthvað slíkt, sko. Og ég myndi bara vilja sjá meira af því. 100%. Algjörlega.
Ég er alveg sammála því. Það eins og segi þau, eru sko stígamót, eru orðin þessi svona lykilstofnun í íslensku samfélagi því miður, verðum maður að segja, ekki það að þú stofnun fólkið óbúslega fínt, starfi gott, en því miður, þá það bara staðan að þörfin þetta mikil. Hafið þið svona í kjölfar þessarar umfjöllunar hjá CNN og svona, hafið þið verið að taka eftir einhverju breytingu í ofbeldi gegn konum? Sko, það svolítið erfitt að segja. Stafræna ofbeldið, já. Það eru fleiri sem koma til okkur út af stafræna ofbeldi. Við vorum að gefa út áskýrsluna í dag, birtana hérna á netinu. Og það er aukning í því og aukning í stafræna ofbeldi sem hluta af öðru ofbeldi. Það er bara orði veruleiki. Og það er nú eitt af þessu lögum töluvert áherslu á í fyrra. Það er að svona greina frá því að afleiðingar stafræns ofbeldis geta alveg verið jafn miklar og af öðru ofbeldi þó að það sé engin snerting eða líkamlegt. Og það getur verið jafn skaðlegt því að við höfum sérstaklega áhyggjur af fólki sem hefur glíma við afleiðingar vændis. Það að vera OnlyFans geta alveg haft sömu afleiðingar og það að vera í vændi í raunheimum. Þannig að við sjáum það og við höfum töluverðar ágjur af því og við höfum ágjur af því að fólk skilgreini það ekki ofbeldi. Það með einhverja óskilgreinda vanlíðan en skilgreini það ekki sem ofbeldi. Þetta getur meira sér að teki þær myndir að þú ert í einhverjum tölvuleikjum þar sem þú ert einhver karakter og einn karakter að beita annan karakter ofbeldi en þú ert orðinn svo samtvinnað þessu karakter að þú upplifir ofbeldið á eigin skinni. Þetta getur tekið það er bara blúsandi ofbeldi í þessum svona tölvuleikjum og þegar heimur þinn og veruleikin er bundin þessum tölvuleik að þá getur þetta verið bara mjög alvarlegar afleiðingar í svona ofbeldi. Og líka annað með stafrænt ofbeldi að þegar við erum nú að tala að það sé verið að taka upp og dreifa myndum og eitthvað og enga stjórn. Þessar myndi bara lifa áfram og þar með lifir ofbeldi áfram. Það er bara ofbeldið gegn þér, öðlast sjálfstætt líf og það hefur engi stjórn á því og það er mjög, mjög traumatískt. Þú veist ekkert hvað þessar myndir eru, þú veist ekkert hver að horfa þær. Þú veist ekkert hvað hver að fá eitthvað út úr því eða hugmyndi, þetta er bara hryllilegt. Sem dæmi þetta einmitt dreifingu á svona stafrænu kynferðisofbeldi sem einmitt af öðrum ofbeldisverkum. Það kom upp málum daginn á hópnauðgun hér á landi sem rataði fjölmiðla og fór víða og ég veit fyrir víst að myndefni af þessum verknæði rataði einhvern veginn svona út allt og meira segja var það þannig að mér var boðið að skoða þetta af mannesku sem ég þekki og þú veist þekkja góðu einu sem var bara, heyrðu, ég veit hverjir þetta eru, viltu sjá myndirnar af þessu? Og þetta var svo mikið taktleysi og þetta sló mér svo út af laginu og ég hugsaði bara, hvernig vokar þér? Það verið að bjóða þér að taka þátt í ofbeldi. Akkurat, og það var nákvæmlega það sem ég sagði og ég bara, þú veist, og ég held að þessi manneskja, þú veist, hún ætlaði sér ekkert illt og þú veist, henni fannst þetta eiginlega ofhryllilegt til þess að horfa á þetta sjálf en samt sem áður einhvern veginn, þú veist, þá svona eins og það það er eitthvað svona rof þarna, bara hjá fullorðnu fólki og þá væntanlega hjá ungu fólki líka sem áttar sig ekki á því einmitt þessu að í hvert skipti sem að myndefnið dreift, ég meina það til lögum þetta, þeim sjaldnast framfylgt eða það eru örfár kærur eða ákærur út í það farið. Það einhvern veginn svona eins og það þurfa að vekja, þú veist, fólk bara til meðvitundar bara, hvað þú veist, bara svona samhygð og eðlilegt og þú veist, virðing fyrir öðru fólki. Við erum bara einhvern veginn komin í einhver svona súpu. Ég held að við segjum bara orðin líka bara mjög svona, ef ég sletta desensitized af efni, af fólki og talandi líka bara stafrænt ofbeldi að þegar við tölum GROG sem gervigreindaforritinn á X og það var notað til þess að búa til kynferðislegt efni af konum og börnum
þá eru tekna bara venjulegar myndir bara að Facebook eða Instagram eða eitthvað slíkt og svo biður viðkomandi grók að búa til kynferðislegt efni úr þessum bara venjulegu myndum annars. Og á 11 dögum voru gerðar 3 milljón mynda. Og það var bara tekið fram af konum og börnum sem segir okkur þetta eru karlmenn að búa þetta til. Og þetta eru þetta bara gríðarlega sláandi og mér varst reyndar svolítið ánægilegt að sjá að Bretland hrökk þarna aðeins í gang og setti lög það að ef að slíkt efni væri búið til af manneskju óavitandi að þá væri það klárt lögbrot strax, en ég held að við séum mjög eftir á á Íslandi hvað varðar gervigrindina og stafrænt ofbeldi og ég held að þurfum að vera miklu harðari í að sækja þessi mál. Ég veist það einmitt svolítið áhugavert sem hún segir með að við séum svolítið eftir á með stafræna kynferðisofbeldi því að það er svona, þú veist, það er svona Íslands samfélag takir svona, þú veist, ákveður svona stökk svona á 10 ára fresti kannski og svona, þá verður til eitthvað svona konsensus og allir fjölmiðlar einhvern veginn fullmataðir af reynslu heimi kvenna og þú veist, það er svona, já, við erum þetta kvenréttinda samfélag, en síðan bara líða 10 ár og það bara gerist ekki neitt. Við erum reyndar við erum með sterkari löggjöf varðandi þetta, heldur en flest ríki. Já. Það er að segja að það er bannað að búa til og dreifa af fólki. Þannig að, og mörg ríki eru núna að rökkva í gírinn í því sem að við náðum að gera með pólitísku vilja og þekkingu fyrir nokkrum ári síðan. Þannig að það eru góðu fréttirnar. Og síðan er Evrópusambandið að vinna direktív sem sagt ábyrgð gervigreinda fyrirtækja á því efni sem er búið til með þeirra tækni. Og það er auðvitað eina leiðin. Eins og ef að þú verður fyrir einhverju þá ert þú ekki að fara í mál við grokk eða skilur við. Það er svolítið handleggur. Þannig að auðvitað krefst þetta þekkingu, vilja og getu löggæslunar til þess að bakka þetta upp og fara með þetta alla leið. Og ég held að við hefum svolítið í land þar. Síðan getum við alveg verið að efla löggæslur alveg hægri vinstri og öll þessi kerfi okkar en það gerist ekkert nema við breytum menningunni. Nema við breytum breytum aðhaldinu. Og eins og varst að lýsa þessi manneskja sem bauðir að taka þátt í ofbeldi og gerir sér ekki einu sinni grein fyrir og hún verður að gera það. Skilur við, þetta er svo Ég meina þetta er manneskja sem að mætir á druslugöngur og þú veist, og er svona bara nokkurn veginn fullkvæmlega meðvituð hvað sé en þetta var bara eitthvað svona því að kannski að þetta var svolítið svona incriminating fyrir einhver aðila eða að þú veist, var eitthvað svona þú veist og með þetta í símanum að þú veist, hvort það, ég veit ekki að þú veist, ég velti þessu mikið fyrir mér að því að þetta sló mig virkilega en ég er ekkert viss að þú veist, en ég og þú veist, þú náttúrulega bara hefur verið að lifa á einhvern veginn og hræfrast í þessari baráttu í áratugi en það er líka bara að þú veist, það er ekki allir þar sko, þannig að þú veist, það veit ekki greinilega að þú veist það sem ég veit er ekki allra það sem ég er að segja Akkurat það er Já, þú veist að segja með þið voru að gefa út skýrsluna ykkar í dag. Er eitthvað svona sem getur sagt okkur sem að er nýtt eða gott? Já, ég er með góða fréttir. Já, gott. Okkur hefur tekist að vinna niður biðlista milli ára. Æðislegt. Og það er náttúrulega eitthvað sem við erum alltaf að berjast í. Vondu fréttir eru það að við erum ennþá starfandi og við erum ennþá að gefa út áskýrslu og það er ennþá ofbeldi. Og við fengum 251 nýmál á síðast ári og svona á 800 sem sækja stöðugt til okkar brotaþolar fyrir þetta svo náttúrulega fræðsluna, hópastarfið og allt það sem við erum með og opnum kvöldin. Þannig að ég get sagt að kynferðisofbeldi viðgengst ennþá. Stígamót eru sem betur fyrir ennþá til. Við erum í mikilli vinnu, bæði að fræða og upplýsa. Mér finnst líka mjög mikilvægt að segja frá því við erum að fá heimsmeistara til landsins í maí sem heitir Rebecca Campbell. Hún er taugasálfræðingur, hefur sérhæft í
áhrifum og hegðun í kjölfar áfalla og þá sérstaklega kynferðisofbeldis. En eins og við vitum að kynferðisofbeldi getur haft sömu áhrif og bara að lenda í náttúruhamförum eða stríði, þú veist, þetta mikið áfall og hvernig bara heilinn fungerar í þeim aðstæðum að því að svo mæti þú á lögreglustöðuna og þá var ætlast til þess að munir allt í réttri tímaröð og eitthvað svoleiðis og ég get líka gefið þær góðu fréttir að við erum búin að vera með opið fyrir skráningu á þessar ráðstefnu eða masterclass í svolítið tíma og við erum að fá dómara, lögreglu, hjúkkur, félagsakja, mjög mikill áhuga á fagstéttum á Íslandi. Og fjölmiðlafólk? Já, við hefum náttúrulega eftir að senda út hérna fréttatilkynningu. Ég var ekki búin að sjá neitt bóð. Já, og helst hérna að dreifa þessu sem víðast, af því að þetta er heimstjarna í þessum fræðum. Þannig að það er mikill áhugi hjá fagfólki að mennta sig og við höfum skynjað það á þessum ráðstefnum sem við erum mjög gjarna með og teljum vera bara eitt af okkar stóru hlutverkum. Það er bara að fræða og halda við og allt það. Þannig að góður og slemma fréttir, já. Það eru góður og slemma fréttir, já, og bara svona eins og í veröldinni. Drífa Snædal og Guðnýjas Bjarnadóttir, þakka ykkur kærlega fyrir að koma og ræða, þetta erfiða mál og þetta mál sem við ræðum einhvern veginn allt og mikið að mínum mati og, já, þú veist, já, svona út frá því að það sé ennþá til. Allt og mikið og ekki nóg mikið. Það er nákvæmlega það sem ég er að segja, ég er bara hérna kolrugluð. Herru, takk kærlega fyrir komuna og verið sælar. Og þá gefið það meira hér handa veglusikar. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Komið sæl, til minni komin Alma Hrannadóttir, varst velkomin. Takk fyrir. Akkur er þetta svona reið? Akkur er ég reið? Ég varð reið þegar var farið að tala kynferðisbrot gagnvart börnum og það foreldrar ættu nú að fara að láta í sér heyra því dómskerfið væri nú ekki að virka eins og það ætti að gera. Já. Og hafandi svo sem reynslu af þessu blessaða dómskerfi út af kynferðisbroti bats að þá varði bara svolítið reiði við því sem foreldri að eiga að fara í enn eina baráttuna því að ég er búin að standa mína plikt í því að svona vinna með skólakerfinu og annað með barn með fullt af greiningum og sem passar ekki kassan og þegar það bættist þarna eitt enn ofan á að þá varði ég bara svolítið mikið reið og ég svona við búum í landi þar sem við höfum alltaf forsendur til þess að kerfin okkar bara virki en þau gera það bara ekki alveg. Nei, sko, hvað er það mörg ár síðan að? Það eru 10 ár síðan að við fórum í gegnum þetta brot. Og þér finnst sem sagt kerfið ekki hjálpa? Sko, í okkar tilfelli þá var fullt af hlutum sem voru bara ekki í lagi og það sem að ég hef aldrei orðið svona reið út af þessu máli eins og ég varð bara núna. En það sem að mér fannst erfiðast að gerandi náttúrulega fekk ekki meðferð eða viðeigandi stuðning. Þá í gegnum allt máli var aldrei talað við mig. Nema kannski lögreglan talaði helst við mig eins og glæpamann fannst mér. Mér líður náttúrulega illa að fara í gegnum þetta alveg eins og barninu mínu líður illa að fara í gegnum þetta. En það talaði enginn við mig í gegnum allt þetta ferli. Þetta var eins og málið kæmi mér bara einfallega ekki við. Og þú náttúrulega sko móðir barnsins sem að sárt að binda. Já. Og ég er búin að lesa hluta en ég er búin að lesa svona skrifað og þar á meðal sko segiru að það er bara eina samskiptin voru eiginlega hvað þú ættir að mæta næst eða hvað ættir að gera næst með dregin. Ég þarf náttúrulega að mæta í fyrsta lagi þarf að reka eftir barnaverndarnefnd að máli fari fyrir og verði tekið fyrir í barnahúsi sem er náttúrulega fyrsta stopp í svona málum hjá börnum og ég þarf að reka eftir því og mér fannst það ekki í lagi og þeir segja að máli þarf að fara fyrir dóm innan mánaðar af því að börn svona lítil þau gleyma og við þurftum að bíða 2 mánuði eftir að máli færi fyrir dóm og ég náttúrulega mæti þarna aldrei tala við mig en ég mæti með barni þegar ég á að mæta og það mætir fyrir dóm
og svo kemur manneskjan sem að stýrir viðtalinu þarna fyrir dómara og segir bara barnið myndi ekki neitt. Fyrir ekki, sagði hvað? Að barnið myndi ekki eftir brotinu lengur. Og hún sagði við mig, sem að ég mun aldrei gleyma, hún sagði þetta er alltaf að gerast. Þetta að málin taki það langan tíma að börnin gleyma þeim, að þetta er vitað og þetta er þekkt þegar svona lítil börn er að ræða að þau gleyma málinu og þess vegna þarf að taka þau strax fyrir dóm. En við biðum alltaf og ég þurfti alltaf að ýta og þess vegna féll engin dómur, en ég sem betur fyrr var í þeirri stöðu þarna að bara geta fundið sálfræðing út í bæ sem hafði unni í barnahúsi, þekkti þessi mál. Og hún sagði við mig eina setningu sem hjálpaði mér mikið í gegnum allt þetta ferli og hún sagði, barn á þessum aldri hefur einfallega ekki vit á því að vera að segja ósátt, þannig að þú verður að sætta þig við að þetta er það sem gerðist. Og þá náttúrulega kviknaði ljós fyrir mér ef einhver hefði sagt þetta við mig úr kerfinu eða einhver hefði getað stutt mig í því hvernig ég ætti að tala með þetta við barnið eða hvað. Og hún sagði mér líka að það veri algengt að minningar kæmu upp ólingsárum. Og þá væri gott að leita aðstoðar til að vinna úr málinu og það er akkurat það sem við erum stödd í dag. En hvað var hann ungur þegar það var brotið á hann? 4 ára. Og það er sem sagt krakkarna þessum aldrei þau sem sagt ná að gleyma. Já. En svo er sko möguleika að rifjast upp. Yfirleitt ólingsárum. Já. Og þá geti það jafnvel sko skapa reiði. Algjörlega, eðlilega. Og jafnvel. Já, jú. En við erum að vinna í gegnum það mál núna og þetta er bara hellingsvinna framöndan. Sem betur fyrir kerfi til þess að grípa okkur núna. En það sem ég hefði náttúrulega viljað vita í þessu eins er til dæmis hefði ég átt að ræða þetta við barnið. Minningarnar komu upp hjá barninu fyrir nokkurum árum. En barnið hélt alltaf að það myndi enginn trúa því að það var kona sem var gerandi. Og þetta er náttúrulega hlutur sem að er náttúrulega bara alls ekki í lagi. Ég hefði viljað vita, og ég hefði átt að vita meira. En akkurat þegar við erum í stöðunni verandi að reyna að bara synda í gegnum þessa súpu af alls konar tilfinningum og málinu sjálfu að mæta til lögreglu, að mæta í barnahús og annað, að þá er ekkert mikið rými til þess að fara að hugsa hvað ég að gera eftir ári eða 2 eða 3 eða 10. En hvað hefur þetta rifjast upp hjá sinni þínum? Já. Og hvernig brýst það? Verður það reiður eða? Bara það er mikil reiði, já, algjörlega og náttúrulega bara alls konar tilfinningar. Og hann man eftir konunni sem braut á honum? Já. Það man eftir brotinu sjálfu. Þetta var manneskja sem var búin að vera töluvert inn á heimilinu, já, en ekki tengt fjölskylduböndum eða vinaböndum í raun. Nei. En þú sko, mér finnst þú svona að þú þekkir þessi mál greinlega mjög vel. Ágætlega, já. Og þú segir sko það er svo margt sem er að. Já. Og svo segir mér þess að þegar þú að vinna í þessu, ég var ennþá reiðari. Já. Og þá var sem sagt frétt í sjónvarpinu stöðu barna sem ekki passi bóksið, ekki? Og þá var ég örmagna vegna skólaskyldu og kerfi sem komið í þrótt. Jú, ég hef náttúrulega töluvert bæði skrifað þetta og talað þetta að barnið mitt með fullt af greiningum. Og það skólinn hefur reynst okkur alveg gríðarlega erfiður. Og byrjaði bara strax í 6 ára bekk. Og greiningin kom, greiningaferli tekur náttúrulega bara mörg ár. Og ekkert sérstaklega mikið hlustað eða komið til móts og það er náttúrulega bara mjög slæmt hér að það sé ekki hægt að koma til móts við börn án þess að þau séu með greiningu. Af því það við erum með
búin að inngilda barnasáttmála og annað sem segir til líka að börn geta verið með einstaklingsnámskrá og annað, stuðning við hæfi, en þú þarft alltaf að hafa einhver ákveðna stimpla frá ákveðnu batteríi í samfélaginu til þess að það virki. Og það tekur svo langan tíma. Það tekur alltaf langan tíma og skaðinn skeður á meðan. Og það verður oft svo ofboðslega mikið af áföllum sem að dynja á börnunum, að þau eru með oflæðu taugakerfi eftir skólagönguna, og þess vegna náttúrulega bara ekki, að það bara galið að ætla að fara þessa leið, að eiga að fá endalausa stimpla. Því að þegar að stimplarnir eru komnir og þá að byrja að koma til móts við börnin, að þá eru þau kannski bara komin í þrot. Já, og skaðinn skeður. Skaðinn skeður og það tekur mörg ára að vinda ofan á honum. Og ég tók á það ráð fyrir 2 árum að taka barnið mitt úr skólanum. Og bara hætta, það tók mig 2 tíma á hverjum einasta mótni að koma barnin í skólan. Og var búið að gera það í töluverðan tíma, barnið þá 13 ára. Og ég reyndi að koma barnin í skólan og það tókst nú flesta daga, en við vorum bara bæði úrvinda og ég fann bara þarna þegar ég tek þessa ákvörðun að allt í einu snýst eitthvað við haustum á mér og segi bara nei, við erum að valda okkur báðum skaða. Þú veist, og ég get ekki haldið áfram sem foreldri að valda mínu barni skaða, þannig að ég sagði við þurfum að fá pásu. Og barnið fór úr skólanum á þessum tíma fyrir 2 árum og fór ekkert aftur það árið. Var lítið árið eftir, þó að skólinn reyndi og þeir réðu inn fólk og það mátti ekki vera minni en 3 starfsmenn með mínu barni í skólanum. Ég náttúrulega bara 24 tíma sólarhring, 7 vikunar, 365 á ári, en það þurfti 3 starfsmenn í skólanum til þess að sinna barninu. En það dugði einfallega ekki til, því skaðinn var bara skeður. Og ég hristi bara hausinn yfir því sérfræðingur, þetta allt óbúslega fínt fólk, það ekki málið. Nei, en þegar ég mæti á fund í skólanum í byrjun skólaárs, barnið komið í unglingadeild, að þá sérfræðingur sem ráðin var inn, hann segir, já, ég að gera verðlaunakerfi fyrir barnið. Og ég dró andan djúpt og sagði bara já, ok, ég búin að segja það núna frá því barnið byrjaði í skóla 6 ára og nú það 14 ára að verðlaunakerfi hafa aldrei virkað, og fyrir utan það að við erum að tala eldklárt barn og að allast til þess að þegar þú kemur í unglingadeild að þá ertu með verðlaunakerfi til þess að fara að vinna vinnuna þína, það, þú veist, ég sagði bara allt í lagi, prófið þetta bara. Þú veist, reyniði, en að sjálfsögðu kom það í ljós eins og ég vissi, eins og var búið að reyna að gera öll árin áður í skólanum, að það virkaði ekki. Nei. Þú hafðir enga trú á því? Nei, ég var búin að reyna þetta. Ég var búin að gera þetta árum saman, skólinn var líka búin að gera þetta árum saman. Verðlaunakerfi virkaði ekki, þú veist, það virkaði kannski einhverja daga, en þú veist, og þú getur gert þetta við börn, en þau eru út með unglinga þá bara, nei, sýnu þeim aðeins meiri virðingu heldur það. En líka þetta, þú veist, að eiga að mæta inn, skólar eru stórir vinnustæðir og það bara fullt af börnum sem eru í þeirri stöðu og þau eru með oflæðu taugakerfi og þau ráða bara einfallega ekkit við að vera inn á kannski 700 manna vinnustæð. Bara það eitt að ganga, þú veist, þetta bara eins og að ganga inn í Kringluna bara á góðum degi. Þetta tekur bara hellingsorku bara að mæta inn í skólan. Allir gangar fullir að krokka upp. Já. Og alltaf umgangur og alltaf háaði og þannig að barnið mætti nánast ekkert í fyrsta árið í úlingastíi. Og þá sótti ég loksins og þá mátti ræða að barnið færi í einkaskóla á netinu og núna í Ásgarðsskóla og búin að vera núna þetta árið í Ásgarðsskóla og það bara allt annað. Viðhorfið, kennararnir eru alveg ofboðslega flottir, hafa mikinn skilning á því og bara starfsfólki yfir höfuð að og gera svona nálgast hlutina þess öðruvísi. Er það bara á netinu þá? Já. Það þarf ekki að mæta? Nei, það hjálpar til. Líka bara við félagsleg tengsl sem að margir hafa ekki trú á, en
það bara þannig að fyrir suma það auðveldara að kannski kynnast í gegnum netið og eignast vini og þá auðveldara að fara að hittast síðan. Já. En hvernig gengur hann þá í dag? Gengur betur. Já, en hann á eftir jafnöldur sínum í námi eftir þetta allt saman? Að einhverju leyti, já. En það eitthvað sem þetta vinna upp eða hvað? Já, og við vorum að ræða bara í síðustu viku, sko, að það náttúrulega fá öll börn inn í menntaskóla og það náttúrulega 10. bekkur eftir en það fá öll börn inn í menntaskóla en það náttúrulega bara líka gríðarlega mikið áföllum sem liggur á baki sem þarf að vinna í gegnum. Bæði úr skólanum og svo þetta brot sem að barnið verður fyrir og þetta alveg flókið, sko. En allavega, sko, fókusinn hjá Ásgarðsskóla alltaf framför. En ekki bara hvort að börnin mæta og ég hef svo sem skrifað það, þessi blessuðu lög sem eru stundum að reyna að fara með okkur, sko. Að þessi skólaskildulög sem að mér finnst bara galinn. Því að ef það veri fræðsluskylda þá þyrftum við að nálgast þetta allt öðru vísi. Já. Og auðvitað ég náttúrulega bara sko ef ég væri ekki búin að vinna gríðarlega mikla vinnu í sjálfum mér þá væri ég eflust ekki upp í standandi lengur. Því að þetta bara þetta drullu erfitt að fara í gegnum. Já. Þetta að vera alltaf að reyna að leita leiða og það bara boxið bara svona. Já, þetta svona heft þig svolítið kannski í þínu lífi. Þetta náttúrulega bara skóli og lærdómur að fara í gegnum, sko. En ég meina, ég þarf að vera til staðar. Ég náttúrulega bara, þarf að mæta, ég þarf náttúrulega bara að passa upp á barnið og það mæti, ég þarf að mæta á fundi í skólanum og hjá kennurum og bara á ýmsum stöðum til þess að sinna barninu. Þetta hellingsvinna. Ef ég væri ekki að vinna hjá sjálfum mér þá væri löngu búið að reka mig, sko. Ég get ekki verið í vinnu einhverstaðar frá 9 til 5 út í bæ. Nei. Það gengi bara ekki upp. Það ekki raunhæft. Þú varst í ágætri vinnu? Ég var í mjög góðri vinnu, já. Ég var verkefnastjóri í hugbúnaðarfyrirtæki og var búin að fara svolítið á milli fyrirtæki að stýra stórum verkefnum. Og ég náttúrulega brenn illa út í þessu. Á þessu tímabili þegar að vandamálin byrja í skólanum og það mikið álag í vinnu og heima og ég var stanslaust að fá hringingar heim að tala við barnið og barnið væri ekki svona og barnið væri ekki hinsegin. Þetta sko brotalaminnar eru þessar að það er fyrst dómsmálið. Já. Og gekk það til dóms? Já, það fór fyrir dóm, sko. En það var ekki dæmt að því barnið náttúrulega mundi ekki lengur. Og það voru alls konar hluti sem komið þar upp, sko, bæða ég að reka á eftir barnaverndarnefnd til að gera eitthvað í málinu og íta eftir ég að komast í barnahús og svo veit ég að lögregla voru ósátt við vinnslu barnaverndarnefndar þar sem við byggum þá og annað og þannig að það alls konar svona hluti sem kom upp í því og náttúrulega líka, þú veist, það var aldrei fyrst það var ekki dæmt, þá vildi síðan enginn tala við okkur meir, skilur, og ég bara alltaf hvað svo en þá voru við bara komin út úr kerfinu og það var ekkert ekkert sem greip hann það var ekkert sem greip okkur þá, sko en svo í dag þá höfum við fengið og ég fór bara eftir því, ég hafði samband við lögregluna þegar að minningin kom upp og þeir leiðbendu mér alveg mjög vel í rétta átt, sko. Og við búum í öðru sveitafélagi núna og barnaverndarnefnd kom strax og kallaði mig bara í viðtal og við ræddum málin og sóttum viðeigandi meðferð. Þannig að það gekk allt bara nokkuð vel. Og líður honum betur í dag? Meðferðin bara að byrja núna. Meðferðin bara að byrja núna. Að byrja? Já. Er það bjartsýn? Ég bjartsýn, já. Við fengum bara frábæra mannesku til að vinna með. Þannig að það skiptir náttúrulega líka bara miklu máli að hafa góða meðferðaraðila með okkur. Skiptir öllu máli. En þessi þrautaganga sem er búin að vera í 10 ár. Að vera það, já. Já, að sko það hefði verið
óskandi að sko hún hafi ekki orðið á þennan hátt, heldur þið þurfa að berjast fyrir, eða þú þurfa að berjast fyrir öllu. Já, og ég ekkit ein. Nei. Það bara fullt af foreldrum að núti sem að eru sko dottnir út af vinnumarkaði annað og jafnvel bæði foreldrin ef það eru 2 foreldra að ræða. Ég ætla bara að standa ein vaktina allan tíman. En það bara allt og mörg börn sem að geta ekki, og þetta snýst ekki að börnin vilji ekki mæti skólan. Nei. Þetta skólaforðin alveg rosalega ljótt orð finnst mér. Og það ekki snýst ekki það að foreldrarnir séu bara ómögulegir og standi sig ekkit í því að koma börnunum í skólan. Því að ég spurði einu svona að því í skólanum, í hverju skólanum sem barni var í. Hvort skipti máli að barni mæti skólan eða það læri eitthvað? Að því fyrir mig skipti máli að barni læri eitthvað. Skiljið? Nei, það var mæting. Var svarið frá skólan. Þá skipti engu máli þó að barni lærði ekkert. Engu. Á meðan að það mætti, þá var þetta að tikka í boxið sem uppfyllir skólaskilduna. En var hann erfiður í skólanu þá? Sko það sem var náttúrulega erfiðast var að að það var svo mikið áreiti og barnið upplifir svo mikið áreiti og ræður illa við það og þá kerfið orðið yfirhlaðið. Og stundum var barnið bara að reyna að hlaupa út úr stofunni eða og kannski var að stoppa það af og ég var alltaf búin að ítreka það að ekki stoppa því þá barnið að fjarlæga sig úr aðstæðum sem það ræður ekki við. Skil. En það var stundur reynt að stoppa og einu sinni sparkaði barnið í kennar og ég sagði bara, ef þið hefðu hlustað, þá hefðu það ekki gerst. Ég ætla ekki að skamma barnið fyrir eitthvað, því líður nógu illa. Af því leið svo illa að þetta gerðist. Skil. Og það ömurlegt að þetta gerðist. Af því að þarna var barnið sett í stöðu sem það réði engan veginn við. Og það var ekki ásetningur að sparka? Nei, alls ekki. Það var að reyna að fjarlæga úr aðstæðum þar sem það höndlaði ekki lengur og þetta gerist og það ömurlegt að vera í þeirri stöðu að kannski skaða aðra mannesku eða meiða með alveg sama með hvað hætti það en þetta náttúrulega situr í börnunum okkar sem að eru í þessari stöðu að þeim líður illa yfir þessu. Í gær mismælti Inga Sæland menntamálaráðherra sig í ræðu á Alþingi og sagðist vera búin að vera ráðherra í 100 ár. En það var 100 dagar. Þetta vakti svona kátur í þinginu. En líklega breytist þetta allt þegar við breytum einkunnakerfinu í skólunum og lokum foreldrahúsi. Við erum jú með forgangsröðun á hreinu. Já, akkurat. Það varð að koma pínu kaltæðinni þarna með þessu því að við eigum bara við svo miklu stærri vanda að etja heldur en bara hvort við skiljum einkunnirnar eða ekki. Þær skipta bara ofboðslega litlu máli í öllu samhenginu ef að börnunum okkar líður ekki vel að þá munurinn sko á, þú veist, B eða 8, þú veist, hann ekki droslega stór. Nei. Þú veist, þetta skiptir ekki öllu máli og ef að fókusin þarna, að hvernig erum við þá að leysa vandan? Því að við náttúrulega sjáum ítrekkað að það eru börn í vanda sem ekki fá stuðning við hæfi. Og ég sko finn alveg óbærslega mikið til með öllum foreldrunum sem eru með börn sem hafa kannski leiðst út í neyslu og annað. Og ég sem betur fer, þú veist, þetta fullt af börnum sem eiga sömu sögu og barnið mitt. Já, einmitt. Og þú veist, ég bara þakka fyrir alla daga sem að það ekki svoleiðis á mínu heimili. En ég skil svo vel foreldrana verandi með, þetta eru börn með fullt áfallarsögu og við þurfum að hjálpa þeim. Við getum ekki lengur sem samfélag bara hort á fólkið sem í neyslu á götunni og haldið að þetta sé bara eitthvað einfalt mál. Það kýs enginn að vera fíkill. Það kýs enginn að vera í þeirri stöðu að ráða ekki við lífið. Það bara, við þurfum að hafa leiðir fyrir fólk til þess að vinna úr þessu. Og fyrir mér hvert líf bara alveg ofboðslega dýrmætt. Og ekkit bara, þú veist, börnin sem leiðast út í neyslu, heldur líka bara fullt af einhverju börnunum okkar sem alveg ofboðslega klár, sem enda á örorku 18 ára gömul, af því þau fá ekki viðeigandi aðstoð
eða bara samfélagi tekur ekki á móti þeim eins og þau eru, þannig að þau fá ekki tækifæri. Þetta er sóun. Þetta er algjör sóun. Já. Og mér finnst það bara, við þurfum að taka þessa umræðu sem samfélag, hvað skiptir raunverulega máli, hvort að einhverniskalinn sé frá 0 og upp í 10 eða 20 eða hvort hann sé frá, A plus niður í D, þetta er ekki stóra málið í dag. Þetta skiptir bara nákvæmlega 0. Já, einmitt. Við erum að tala um líf fólks. Já, það er náttúrulega stóra málið að geta hjálpað þeim sem eru hjálpaþurfi til þess á samfélagi að vera væntanlega. Jú, við eigum öll að geta haft einhver tilgang og eitthvað hlutverk í þessu samfélagi. En hvað sérðu svona til framtíðar fyrir sonin? Ég sé mitt barn bara fara, það langar að læra og vill halda áfram í skóla. En ég sé náttúrulega að ég vil ekki að það lokist neinar dyr, hvort sem að tekst að klára 10. bekk eða ekki eða fara í gegnum fyrsta ári menntaskóla eða hvað. En ég sé mitt barn læra, það er ofurklárt sko. En líka það er mjög listrænt. Þannig að barnið situr oft heima og er að skapa alls konar hluti, er að teikna eða búa til í höndunum, þó svo að það sé kannski ekki geta til þess að mæti í tíma. Þannig að það er ekki bara setið heima og spila tölvuleiki eða hort út gluggan, heldur það er virkni í gangi og það er það sem ég horfi á hjá mínu barn og það skiptir máli. Þetta er líka hluta lífinu. Geta hugsað sig sjálfur, börn eiga náttúrulega bara skilið að geta lært það að geta elda sér mat og geta séð sig og allt þetta. En hvað þú þurft að segja upp í vinnunni, en hvað gerir í dag? Ég rek andlegan skóla, Star Coach Academy og þar eru við að styðja fólk við að umbreyta sínu lífi því að ég náttúrulega fór í gegnum mína slæmu kulnun á sínum tíma. Og í gegnum það ferli þar fann ég ekki lausn hjá virk. Ég var næstu því 2 ár þar og var útskrifuð óendurhæfanleg og rúmlega 40 kona með 2 háskólagráður er ekki alveg til í að samþykkja þetta. Nei. Þannig að ég var búin að vera svona í andlegum málum mjög lengi, svona til hliðar. Þetta var mitt stærsta áhugamál. En ég áttaði mig á því að ég var alltaf að læra eitthvað til að hjálpa öðrum. En ég sneri þarna við og var reyndar með minni bestu vinkonu þarna á þessum tíma í sama pakkanum. Og okkur eiginlega bara svolítið stungi í samband og við förum þarna að sinna okkur og horfa á okkur sjálfar og bara hvað hafi ágengið í okkar lífi og komist að því að við vorum bara ekkert á stað sem við vildum vera. Hvorki bara ánægðir í því sem við höfum verið að gera, tilgangurinn okkar var ekki alveg að skapa einhvers staðar peninga fyrir aðra út í bæ eða við vildum bara vinna með fólki og hjálpa fólki, en fyrst og fremst hjálpa okkur sjálfum. Þannig að við snýrum alveg fókusnum við og fórum í mjög massífa sjálfsvinnu sem að ég tel að hafi bara bjargað mér í gegnum allt þetta til þess að halda haus því að ég ég fekk nú nokkur komment á greinina mína það vera ekki svona, eigi ekki vera reið en það er alveg eðlilegt að verða reiður og ég dvel ekkert í þessari reiði. Það er líka svona svolítið vonsviki svona. Já, en það ég var búin að vera reið að deginum, ég skrifaði þessa grein ekki þegar ég var eitthvað fjúkandi reið sko. Ég var búin að hringi vin og spjalla og róa mig niður og allt þetta en þessi sjálfsvinna hefur skipt svo miklu máli fyrir mig í öllu þessu, bara að geta ekki bara, það er ekki bara að horfa á jákvæta hlutina heldur bara að horfa á einhverjar aðrar lausnir en líka bara að hafa hugrekkið til þess að stíga út úr kassanum eins og bara það að taka barnið mitt úr skólanum. Ég var skítrædd við það en ég gerði það samt fyrir okkar geðheilsu af því það þýddi ekkit lengur að berja hausnum við steinin. Þannig að núna er ég bara að styðja, ekkit bara, ég er að styðja fólk í því að styrkja sig á þessari andlegu vegferð og bara færast nær því að lifa því lífi sem það vill lifa. Þú sagði að 2 háskólagráð, má ég spyrja hverjar þær eru? Já, ég tók viðskiptafræði í háskólanum á sínum tíma og svo fór til Belgíu og tók MBA-nám þar. Já. Á hverju Belgíu?
það var svona landi sem var næst Íslandi en var samt svona eiginlega flóknast að búi kannski. Ég vildi ekki fara til Norðurlandana því mér fannst það svona vera of nálagt þessari menningu okkar og ég hefði svona gaman að því að fara þú veist, í land þar sem ég náttúrulega talaði hvorugt tungumálið. Þetta var alveg áskorun. Storka sjálfur þegar svolítið. Já, og ég fór og vann fyrst í nokkra mánuði. Já, hérna vann hjá Sony og það var mjög áhugavert að vera inn í svona risastóru japansku fyrirtæki, alltaf önnur menning og við alltaf fundist gaman að augra mér og þessu normi, sko. Já, skilu. Herri, ég hérna þakka þér náttúrulega mjög vel fyrir komuna og óska þér og syninum allsins besta. Takk fyrir kærlega. Og Rauða borðið heldur áfram eftir augnablik. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Komið sæl aftur og velkomin að Rauða borðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér eru mjög fjörugur frambjóðendur til sveitarstjórnarkosninganna sem eru núna eftir 2 vikur, 3 vikur? Já, hátt í 4. Hátt í 4. 16. maí. Ekkert tímaskinn. Oktavía Hrund Guðrún Jóns, Arna Magnea Dangs, Guðmundur Ingi Þóroddsson og Sigurður Rúnarsson. Verðið velkomin. Takk. Kærlega fyrir það. Takk fyrir boðið. Ég kallaði hérna til þennan ágæta hóp einfallega vegna þess að mér langaði svolítið að ræða eitthvað, það er reyndar eins og að bera í bakka fulla lækinn að hérna ræða Snorra Másson og hérna hinsegin fána í skólum og allt þetta en hérna samt sem áður þetta eitthvað samtal sem að bara verður að halda aðeins á lofti og við getum einhvern veginn ekki stoppað. Við ætlum samt ekki bara að staldra við þar, heldur ætlum við að fara svolítið í borgarmálin og svona fyrir kveðstandið. Kannski bara byrjum á þér, Oktavía, hérna, hvernig kom þetta við ykkur Pírata, þessi ummæli í miðflokksmanna? Snorri Másson var náttúrulega ekki einn þannig, þetta var líka partur af kosningaherferð, ég man ekki hvort það var í Kópavogi, þetta byrjaði á TikTok. Með fánum, já. Þetta kannski svolítið gömul herferð sem blússar upp aftur og hefur gert af ýmsum mönnum á Íslandi og kemur auðvitað erlendis frá og fjallar eiginlega afskaplega lítið fána. Það eiginlega ekkert að þessu sem fjallar fána. Það fjallar hvort að við getum veitt öruggari rými fyrir okkur öll til að vera í almenningsrými, í skólum, í ráðhúsinu og allstað það sem fólk það sem Reykvíkingar eru eða bara við öll. Svo það að Snorri Másson skyldi hafa endurvakið þennan eld eða reynt að kveikja þennan eld aftur og einu sinni og reyna að fá þetta til að fjalla fána. Nú finnst mér líka bara fánar almennt og þetta er mín allavega persónulega skoðun svona pínu erfitt. Ég bjó erlendis mjög lengi og starfa mjög mikið með fólki sem bjó og býr í löndum þar sem einhver kom með fána og sagði þetta land núna mitt og svo framvegis og það svona ákveðin svona nýlendu fánadæmi og það bara ítir eiginlega undir það hversu lítið þetta fjallar fána. Þetta fjallar mig, fjallar Örnu, þetta fjallar eiginlega stærsta hlutalista Pírata. Þetta fjallar fólk sem vill bara fá frið til að vera eins og við erum og taka þátt á eigin forsendum í samfélaginu. Og fjölmenn, falleg og skemmtileg borg þarf að geta veitt öryggi til allra sem í henni búa, sama hvar þeir ferðast. En ég meina, Bragi Páll rithöfundur að skrifa svolítið skemmtilegan pistil þetta allt, ég held að hann hefur birtur í dag, ég ætla að lasa dag, þá talaði hann að hérna, bakslægið sem að Snorri hefur verið svona, hann hefur verið svolítið í því að svona kanna svona hversu langt það getur gengið, þannig svona, þú veist, útlendingar, það var alltaf læg, hann kosti með það einhvern veginn transfólk, það var svona, já, þú veist, hann fekk alveg meðbyrst þarna, en svo, hérna, eins og Bragi Páll sagði, Íslendingar elska hommana sína og hérna, þegar þú veist, þegar einhvern veginn, einhver fór að svona beina spjótum að hinsegin samfélaginu þá sem heild og þá einhvern veginn stóð samfélagið að virðist upp á lappirnar. Er það ekki ykkar svona skilningur líka? Ég fundi svona ákveð bakslag í garð
Snorra miklu frekar heldur en annað. Komið með mér? Já, bara því mig bara grípa boltan. Já, sko, vissulega elskum við háman okkar og sérstaklega kannski Pál Óskar, og Pál Óskar var einn af fyrstur af þeim að segja við skulum bara fylla samfélagsmiðla af fánum og fólk tók við sér bara í hrönnum og það voru allir, hvort sem að þeir höfðu einhverja skoðun á þessu, jafnvel fólk sem að fara að kjósa Miðflokkinn, að það tók þátt í þessu. Ég held að svona kannski á heildina litið að þá fólk ekki að gera sig grein fyrir hvað þetta hefur mikil áhrif. Við búum í lýðræðisþjóðfélagi og eitt af grunngildum lýðræðis mannréttindi, að virða mannréttindi borgarinnar. Og ef að við förum að svona segja, já, veistu það, við ætlum bara að hafa einn eða tvo fætur undir borðinu sem lýðræði þá náttúrulega hrýnur borðið á endanum. Þannig að það verið að grafa undan lýðræðinu og það mjög alvarlegt. Og það eitthvað sem fólk þarf að gera sig grein fyrir, að leið og að vera byrja að ráðast á einn hóp, þá fylgja alltaf fleiri hópar í kjölfarið. Og þar með lýðræðinu ógnað. Og það mjög skaðlegt og hræðilegt til þess að hugsa að það bara mjög fjársterk samtök sem heita Heritage Foundation sem eru farnir að fjármagna, pólitík hérna á Íslandi, eins og Miðflokkinn, þeir eru að sækja peninga þangað. En Heritage Foundation búin að vera mjög virk í Evrópu, að styðja hægri öfl þar, eru búin að vera út alla Afríku. Þeir voru á bakvið til dæmis dauðarefsingarnir í Kongó og þeir hafa það alveg á stefnuskrá að þeir vilja útrýma öllu hinsegin fólki, ekki bara sumu, heldur öllu. Það á stefnuskrá þeirra. Þannig að mér finnst það bara mjög alvarlegt þegar það stjórnmálaflokkur og stjórnmálahreyfing sem að hérna á Íslandi og við teljum okkur vera lýðræðis samfélag farið að grafa undir lýðræðin á þennan hátt. Þannig að þetta eins og ég sammála Oktavíu að þetta ekki bara spurning fána, þetta miklu stærra en það. Tilvist fólks. Já, mér finnst þetta mjög flókið og erfitt að það sé búið að gera eitthvað pólitískt bein út úr fána. Auðvitað snýst þetta bara fræðslu og undirbúa börn undir lífið, að þau átti sig á sjálfu sér. Það verið að koma í veg fyrir stuðningu fjölskyldu og það verið að koma í veg fyrir fordóma og einelti. Það það sem þetta snýst Ég meina, þegar ég var ungur í skóla, þá var engin svona fræðsla eða fánar eða neitt. Það var reyndar fánar Miðflokksins, íslenski fánir út allt og ég endaði snarug. Það ekki fáni Miðflokksins, við verðum að hafa algjörlega skipt á hreinu. Það ekki fáni Miðflokksins, án neitt nátt. En þeir nota hann mikið, skilurðu. En þetta auðvitað bara, já, ég meina, ég hefði viljað hafa fræðslu á sín tíma. Fólk að burðast með mikið á bakinu, krakkar, börn. Og veit ekki hvernig að takast á við hluti út þegar þau koma út og og þetta hefur lagast og ef við erum að fara að taka slíkt úr skólum eða annað slíkt þá þýðir það bara meira í fordómar og einelti, skilur. Þannig að við þurfum að hugsa svolítið það á afleiðingar, skilur. Síðan bara, ég meina, ég veit ekki, að því ég bara verða að viðurkenna að ég nenni ekki að stundum að lesa svona vitleysu, skilur. Og þannig að ég veit ekki, var ekki kynfræðsla eitthvað líka í varðandi þetta. Vika 6 sem í 8. og 9. og 10. bekk. Og þetta eitthvað sem hefur alltaf verið kennt og það ekkert að breytast. Það má ræða það hvenar á hvað stigi á að kenna það og allt svoleiðis. En þetta auðvitað bara hluti af líffræði og annarri fræðslu. Ég getum sagt það sem móðir úlingstúlku sem fór í gegnum grunnskólan eða sérst gaggó og vika 6 var alltaf svolítið svona skemmtilegt það var, það var ekki hefðbundi skólastarf, það var svona aðeins, ekki í öllum tímum, það var svona aðeins eitthvað svona, þau voru bara að tala og pæla fyrir okkur foreldra, þá fengum við svona bréf þar sem að við vorum einmitt hvött til þess að eiga samtöl við börnin okkar mörk og samþykki og hvað nema, þannig að mjög mikilvægt að foreldrar taki þátt í öllu þess og vinni þetta með börnunum líka og skólakerfinu, að þau séu þáttakendur. Það alveg númer 1, 2 og 3
finnst mér. 100%. Það er svo sem mikið að gera hjá frambjöndum, þeir eru út allan bæ og svona, en samtalið alltaf þetta, það einhvern veginn svona, þetta inn í svona lúpur, hvort það sé eitthvað sem að stýri því sérstaklega, að svona sé að baki umræðuna, en þetta kannski ekki málmálina. Hvað með? Sko, það sem að allir borgarbúar, og ekki bara borgarbúar, heldur bara, allir borgarar þessara jarðar, þau þrá það sama, þau þrá öryggi. Og það sem að við erum að kjósa sama hvar við erum að kjósa, þá erum við alltaf að kjósa öryggi og leiðirnar að þessu öryggi. Núna hefur áherslan verið til dæmis á húsnæði. Þak yfir höfuðið, að fólk hafi öryggi, öruggt skjól, það skiptir öllu máli, það er grunnurinn, fæði, það er líka grunnurinn, að matakarfan sé ekki bara, í frjálsu svifi upp á við, á meðan launin standi í stað. Þannig að það er fæðuöryggi, það er húsnæðisöryggi og það er líka öryggi að vera þú sjálfur, geta mætt í skólan á þess að vera fyrir einelti, eins og Guðmundur var að segja. Þetta er fæði klæði húsnæði? Já, en þetta snýst samt, þetta var frábær slagur og það tekur enginn þetta slagur af Ingu, þetta er æðislegt slagur, en þetta snýst líka öryggi í víðara samhengi. Þetta snýst öryggi, að geta auðveldlega ákveðið, ég ætla að búa hér, en mér langar að vinna á einhverjum öðrum stað. Og þá þurfa samgöngur að vera í lagi og við erum alltaf að rífast leiðirnar og við ætlum að hætta við eitthvað og við viljum eitthvað strax. Það bara í lífinu gerist ekkert strax. Við förum ekki inn í háskóla og fá menntun strax. Við þurfum að hafa fyrirhlutanum og það er það sama þegar við erum að byggja upp samfélag eins og borgin okkar. Þá erum við að byggja til framtíðar að því við viljum að börnin okkar, barnabörnin og barnabarnabörnin og ekki bara barnabarnabörnin mín, heldur ykkar allra geti komist frá A til B á þess að sé vesen. Já, en sko, það er samt þannig að við þurfum að hugsa þessar hluti til lengri tíma. Já. En það er krísa eins og þú segir í húsnæðismálum og almenningssamgöngum og leikskólamálum og skilur og við þurfum að finna lausnir strax til að leysa þá krísu. Af því að við höfum nefnilega verið alltaf í skammtímalausnum, við höfum alltaf verið bara að fylla í hólur í staðan fyrir að hugsa, við ætlum að láta þennan veg endast í 30 ár. Í staðan fyrir að hugsa, ég ætla bara að malbika yfir þetta með einhver drasli og þetta endist í 1 ár og við þurfum að gera þetta nákvæmlega sama á næsta ári og við erum að gera þetta með svo margt í samfélaginu hérna, þannig að við þurfum að leyfa okkur að hugsa til framtíðar, skipuleggja til framtíðar og leysa hlutina til framtíðar í staðan fyrir að við reyna að rembast við að bara klambra einhverju saman strax. Já, borgarhönnunar stefnan sem er svo fyrstu sína tegundar sem var samþykkt núna í nóvember í borgarstjórn kemur þetta einmitt inn á þetta sem kemur inn á, það er oft talað um verð, það er vera ódýrt, það er talað um hraða í uppbyggingu til dæmis og svo er talað um gæði og oft hefur verið talað um þú getur fengið 2 af þessum 3 og við höfum verið rosalega mikið í að það var ódýrt og það var hratt en við gleymum gæðunum og þessi borgarhönnunar stefna mikið að einblína á gæði í uppbyggingu, gæði í hvernig við gerum fyrir hvern við erum að hanna, líka hvernig þetta lítur út og hvers vegna við þurfum, hver mörkin er á milli þéttingu byggðar til dæmis upp á hvaða marki og hún leggur sérstaklega áherslu á að við þurfum að gera hlutina í sátt við fólkið í borginni og það með upplýsingagjöfuna og það með beina lýðræði, það skiptir máli og svo tökum við ákvarðanir og svo gerum við hlutina, við gerum það vel og við fullklárum það. Það má ekki vera þannig að allar ákvarðanir sem teknar eru alltaf til endurskoðunar eða til breytinga. Ég man þegar Inga sagði með Landspítalann leið og það var basically samþykkt og þá gerum við að gera eitthvað annað. Að byrja aftur á byrjunarreitunum í hvers sinn. Það er ekki hvernig maður að segja, grundvöllur til árangurs til að byggja upp og móta borg sem er fyrir okkur öll. Og hún þarf að vera... Já, svona einhverju liti, Sigurður. Ég sko, það er ákveð svona orð sem er notað eins og skalanleiki og eitthvað svona, sko, við höfum oft séð, og náttúrulega ekki, ég veit ekki þátt endilega, en
ekki sem persónur, en við höfum séð í skipulagi að sko skipulag er sett á, það er skipulagt og svo býður það ekki upp á skalanleika, þar að segja að í breyttu þjóðfélagi getur hlutinni breyst. Eitt dæmi það er sko, og ég hef mikla samúð með fólki sem bæði vinnur og starfar við Suðurlandsbraut, en sem dæmi það, þá er brautin þar ekki lengur Suðurlandsbraut, hún er ekki brautin til þess að fara á Suðurland, hún er bara næra einhverju hringtorgi milli hamborgarastaðar og fiskbúðar sko, inn í Vogum. Þannig að þú veist, skalanleikin er ekki til staðar, þetta er löngu búið að taka þá samband þetta var í Suðurlandsbraut, en það er samt 4 akreinar hérna og ég skil alveg að með breyttri framtíð þá þurfum við að skoða það, en þetta er náttúrulega bara lítil gata því leyti að hún er ekki leiðin út úr borginni eins og hún var og upp Ártúnsbrekku. En sko skalanleiki hefur bara ekki verið tekin inn í sko skammtímalausnir, þar að segja skammtímalausnir hafa alltaf verið til staðar að því leyti að það verið að leysa vanda sem er uppi núna og við höfum öll rætt það núna sem þurfum að gera. Og dæmum þetta er sko borgarlínan, þetta hræðilega hugtak sem minnir svona svolítið á lína net hérna fyrir áratugum síðan. Allir voru að tala um línu net, svo ef þetta var ljósleiðara deilt hjá Orkuveitinu, þá voru allir saman sko. En ef þetta var kallað línu net, þá var þetta pólitískt bitbein. En sko borgarlínan er sko dæmi þar sem er verið að horfa á skalanleika, það er að segja að eitthvað í framtíðin geti leyst það sem að mun verða hér vandamál. En það gleymist einhvern veginn að almannasamgöngur eru bæði skammtíma og langtíma verkefni og borgarlínan, það hefur greinilega mistekist því að bæða kynnandi fyrir borgarbúum og svo líka bara taka til greina, það þarf að laga fullt af hlutum næstu 12 mánuði, 24, 36 og hvað sem að árin telja nú og á meðan 5-10 ára plan með borgarlínu eða almenningssamgöngum er alveg ágætis hugmynd. Það er kannski fyrst þarna verið að taka hennan skalanleika inn í, en það hefur pínu gleymst. Fyrsta lagi bara að kynna fyrir fólki að þetta er ekki að fara að leysa neitt núna næstu 2-3 árin og hvað á þá að gera á meðan. Og ég held að sko allar þessar stóru bílagötur og allir þessi hverfi, við vorum bara ágætis málum og það var ímist meirihluti á Sjálfstæðisflokknum hérna langt af 7., 7., 8. áratögnum og svo allt í einu gerist það 78 að vinstri komst aðeins að og svo síðar Reykjavíkurlistinn. Þannig að hérna það er allir að gera sitt best á hverjum tíma, en að leysa skammtíma vandamál leið og byggja til framtíðar hefur einhvern veginn ekki tekist í okkur Reykjavík. Og ég held að það sé svolítið miður eftir að hafa búið erlendis allavega á 2 stöðum, að þar sér maður að það er verið að gera bæði. Það er verið að leysa eitthvað sem gerist á morgun eða vandamál á morgun og kannski líka næstu 5-10 árum og við höfum ekki borið gefi til þess að gera bæði. Já, Já, af því ég hef líka búið erlendis og ég hef búið með Reykjavík, þá hef ég búið í 4 borgar. Ég hef búið í Helsinki, ég hef búið í Stokkólmi, ég hef búið í London og ég hef búið í Reykjavík. Þú veist, og ég er alveg sammála, þú veist, að bæði er verið að hugsa til framtíðar og líka verið að leysa aðkallandi, þú veist, hvað segir maður, vandamál, þú veist, í nútímanum. En það er líka verið að forgangsraða, þú veist, eins og í London, þar var bara tekið ákvörðun, þú veist, almenningssamgöngur er í forgangi, þú veist, og það þýðir ekkit fyrir fólk, þú veist, sem er að fara í miðbæ London, að gráta yfir því að það sé ekki meira aðgengi fyrir einkabílinn. Það er bara almenningssamgöngur er í forgangi vegna þess það er umhverfisvænt og það bætir loftgæði íbúðana og heilsa íbúðana hlýtur náttúrulega að skipta gífurlega máli og bæta loftgæði skiptir máli. Og ef við viljum stefna í þá átt, nú erum við að heyra frá fólki sem er að tala það var aldrei með astma fyrir en það flutti í Reykjavík. Þú veist, þetta er hræðilegt að loftgæðin sé orðið svona léleg og þá þurfum við að skoða hvað getum við gert til þess að bæta það. Eitt held ég, við þurfum að þrífa götunar okkar betur, en annað líka að við þurfum að fara að tala upp, ekki alltaf vera svona neikvæð og tala niður almenningssamgöngur. Ok, þar er ekki eins og það eiga að vera, það eru alls ekki eins og það eru, þú veist, það sem best lætur eins og í Helsingi og Stokkólm,
þú veist, það nú alltaf bus replacement service í London, það nú önnur saga. En hann kemur þú allavega. Já, en þú veist, en við munum komast þangað. Ef að við erum saminuð, og þá skiptir ekki máli í hvað flokkið þú ert, ef við erum saminuð að tala hlutina frekar upp, heldur en að tala það alltaf niður. Og þú veist, það sem er velgert, ef að það er eitthvað sem er velgert hjá öðrum flokkum, það eigum við líka að tala það upp. Eins og bara þetta slagorð hjá flokki fólksins, sem komið sér rétt út með, en náttúrulega algjör snill, því að þetta næri utan það sem við þurfum, grunnþörfina. Ef þú tala bara með akureyrskum hreim þá kemur þetta miklu betur fram. Já, ég nefnilega sunnlensk fólksins, segir við. Ég var í ákastinu hér og í podcastinu kom út í dag og þar voru við að reyna að tala allt jákvætt. Það tókst ekki alltaf, en ég meina það líka mikilvægt, það alveg rétt hjá þér, að sko Reykjavík frábær borg. Og þetta góð borg, það gott að búa hérna og Reykjavík gerir mest og best af öllum sveitafélögum landsins. Ekki samkvæmt Bubba Mortens. Nei, en hann líka fluttur á Seltjarnarnesi. Hann nefnilega býr á Seltjarnarnesi. Ég skil bara ekki hvað hann var að tala ég bý í miðbænum og þetta bara frábær miðbær, skilur. En það má alltaf gera betur. Og ég meina, en sko við erum samt að heyra það að eins leiðilegt og það er að þessi kosningabarátta sé að fara að snúast bílalínu eða bílastæði en ekki lífsgæði fólks, skilur, og fólkið að kerfi sé að grípa fólk. Það er ekki í lagi, mér finnst það ekki. En auðvitað hefur umferðarteppur og almenningssamgöngur, þetta hefur áhrif á lífsgæði fólks og daglegt líf. En sko við erum, til dæmis hjá flokki fólksins, við erum þar að við teljum kannski að það sé óábyrgt að segja að við séum á móti borgarlínu, en við þurfum auknar samgöngur og auknar almennar samgöngur er versta kjarabót borgarbúa, skilur við. En við viljum breytingar á ákveðnum hlutum og þá erum við að tala eins og með Elliðadalinn og Suðurlandsbraut. Ef við verðum í meirihluta þá kemur ekki til greina að samþykkja það sem var búið að samþykkja, skilur, því verður breytt. En já, þannig að veit ég ekkert hvert ég ætla að fara með þetta. Nei, en mér finnst þetta svolítið góð punktur af því að og ég gerist örugglega 100% sekur það líka, þessi fjölmiðlamannskja sem er að tala mikið það sem er svona heitast og mest ofan á í kosningabaráttunni, að við erum kannski ekki endilega að tala félagslega aspektið af því sem að snýra heimilunum. Við erum að tala félagsþjónustuna, hvar hún getur gert betur og hvar borgin getur gert betur í að koma til móts við vaxandi fátækt, húsnæðiskort þeirra sem eru á leigumarkaði og annað slíkt. Ég ímynda mér að þetta sé eitthvað svona sem að tengi ykkur öll þó þið séð í sikvorum flokknum. Þú veist, þið eruð félagshyggju fólk. Já, algjörlega. Ég meina, þú varst að tala um húsnæðismálin áðan og ég meina, sko flokkur fólksins er í meirihluta í borginni núna í 15 mánuði með 1 fulltrúa og það var algjört skilyrði fyrir samstarfi að brjóta upp land í Úlfarsárdal, annars hefðu við ekki verið með og því náðum við í gegn og það er komið á dagskrá núna. Þannig að við teljum að það verkefni verður að halda áfram og ganga miklu lengra. Við þurfum að útvíkka vaxtamörkin og alveg að borgar mörkum og byggja 10.000 íbúðir þar. Síðan þurfum við að halda áfram og það þarf að byggja Sundabraut strax til þess að sé hægt að byggja á þeim löndum sem eru næstu byggingalönd Reykvíkinga. Skilur, það er Keldnaland og það er Kjalarnesið og Álfsnesið og Gunnunes og allt það. Að því að sko, ef við náum að byggja á næstu árum 10.000 íbúðir, eða jafnvel 20, þá er það samt ekki nóg til að leysa krísuna. Skilur, þannig að við verðum að þetta verður að vera forgangsatriði. Fólk sem hefur ekki efna á íbúðum í dag. Það er fólk sem næri ekki inn í þessi hlutdeildarlán og það er annað fólk sem fær ekki að fara inn í félagslega pakkan og það er bara stórt mengi þarna á milli sem getur ekkert gert. Og það er ekki bara ungt fólk eða efnaminna fólk, það er líka aldraðir og það þarf að byggja þjónustíbúðir. Þetta er allur pakkin. Þannig að íbúðir verður fljótur að vera fólk. Óhagnaðardrifin félög og styðja þau algjörlega, en nú er verið að koma með nýtt konsept eins og í þessu hverfi sem er samstarfi verkalýðsfélögin sem er þetta innviðafélag og þá er í fyrsta skipti gert, það verið að byggja heilt hverfi með allri þjónustu skólum, leikskólum, allt í einu
Þannig að þurfi ekki að vera eins og þegar við vorum unga, það var að vera að ferja okkur á milli hverfa í skóla og leikskóla og veist, með rútum og að því að það var ekki þjónusta í hverfinu. Þannig að ég bjóði svona hverfi, sko, þar sem að það var verið að byggja þá meðan ég bjóð þar og það var reyndar til helminga var það ruslahaugar, sem var ævintýri líka, sko, það svona fundamentally þá þetta svona svolítið, þetta eru líkir flokkar, samstarfsflokkar, voru til vinstri kannski ekki eiginlegur samstarfsflokkur en eigið þó sannarlega fulltrúa í Vinstrið, heitir það núna? Já, voru til vinstrið, vinstrið. Vinstrið, ég er bara svo miklu vorskapi. Já. En svona sjáu þið fyrir ykkur þegar eftir að vinna vel saman, getið þið mynda kosningabandalög, af hverju þið ekki bara öll í sama flokkinu? Já, sko þegar bara 3 einstaklingar koma saman, þá hafa allir sína skoðanir og sérstaklega eru Íslendingar og þannig að þú veist þegar 3 einstaklingar koma saman þá enda þeir í 3 flokkum. Það oftar en ekki og það hefur verið talað oft það að félagshyggju fólk sé þú veist, það vel lesið og það pælir rosalega mikið í þessum hlutum og það er ekki auðsmalanlegt. Þetta svona villikettir sem vilja fara sína eigin leiðir og þess vegna endur við öll í sigurum flokknum út af kannski einhverju bara 1 eða 2. En auðvitað eru fletir til samstarfs og það eru fletir til samstarfs miklu víðar heldur en bara á milli þessara 3 flokka. Þetta snýst náttúrulega alltaf þú veist, stefnuna, hvernig ætlum við að gera þú veist, líf íbúa í Reykjavík bara eins gott og mögulegt er. Þú veist, ég alveg sammála, Reykjavík æðisleg borg, ég elska Reykjavík. Ég bjó á Urðastegnum fyrsta árið, þannig að ég man nú ekki mikið eftir því, en ég labba samt alltaf, þú veist, þegar ég labbaði Urðastegin þá hugsaði ég, þarna bjó ég nú fyrsta árið, þú veist, svona, þannig að við eigum öll minningar allstaðar í Reykjavík og ég stoppaði, ég labbaði með hundi minn, þá stoppaði regla og horfi bara á Reykjavík. Ég tek hana inn, þú veist, hvað mér finnst fallegt, hvað finnst mér ekki fallegt, en það sem ég elska þessi fjölbreytileiki, að húsin ekki öll eins, að þú veist, byggingarna ekki allar eins og fólk ekki allt eins. Og ég held að það það sem Bubbi var að tala að hann saknar meiri fjölbreytileika í miðborgina. Þú veist, ekki svona margar lundabúðir, þú veist, akkur má ekki vera eitt skósmiður, þú veist, bara niður á torgi og svona, þú veist, hafa meiri fjölbreyti og þú veist, og ég sakna þess að Brynjabúðin sé ekki lengur á Laugaveginum. Nú þetta allt, þú veist, fatabúðir, þú veist, keðjur og svona, þú veist, smásjoppur, þú veist, meira minna niður Laugaveginn, þegar maður labbar niður Laugaveginn. Það náttúrulega líka það sem hefur gerst í svona retail, svo ég sletti aðeins, það hefur bara breyst. Neysluhegðun fólks hefur breyst, verslun hefur breyst vegna þess að hún fer öll fram á netinu. Hinn almenni hérna Sigga og Jón eru ekkert eitthvað að kíkja niður í bæ til þess að fara að versla þegar þau geta farið bara á, þú veist, Biko.is eða Elko.is eða Húsasmiðja.is eða whatthefuck.is og þannig að það er svona, þú veist, og við erum bara, og þar erum við komið með sko bara sendla og það er líka nýr hluti svona í okkar borgarskipulagi er einmitt öll þessi sendlaþjónusta og aukin umferð og það er svona alls konar það er margt sem á pæli þessu en ég held að sko ég sé ofta mörguleiti sammála Bubba þegar kemur að einsleitinni niður í miðbænum, ekki vegna þess að mér finnist ekki nógu mikið veitingahúsum að því að þau hafa líklega aldrei verið fleiri. Það eru frábærir barir og það er mjög iðandi og skemmtilegt mannlíf niður í miðbæ en ég var bara svona túristapirruð. Þannig að það kom þetta seint til Reykvíkinga sko, á miða við margar aðrar borgir. Við vorum með umburðarlyndi miklu lengur en hvernig á maður að orða þetta fallega en sambarilegar borgir á okkar stærð sem lenda í eða svona pínu litla borgir að við tókum svolítið seint við pyrringinum og við vorum með umburðarlyndina en fyrir mér þá fjallar þetta að við höfum gleymt hlutverk skapandi greina í borgin okkar. Við höfum gleymt að við erum með frábæra arkitekta sem að hanna og gera ótrúlega fallega og skemmtilega hluti og við þurfum að líka búa til þetta rými þar sem arkitekta geta skapað skemmtilega
og vel bæði milli bygginga og öðrum svæðum. Við þurfum líka að fjármagna menningarstefnun okkar að fullu. Við þurfum fleiri rými, hvort að, þú veist, vissulega talar borgarhönnunarstefnan líka þetta, að hafa þessi almenningsrými, það sem skjól, og það er vist pínu rók hér og oft, sko, og það sem gróður og þú veist, að veljiðan borgar að skipta máli í hvernig við hönnum. Við verðum, að ég las einhverja grein daginn sem talaði, eða var að vísa því að það var sagt danski arkitektin að fara með þig. Veistu, ég held að við þurfum aðeins að halda í þetta með að hæðast að fólki sem vil gera vel að gera betur. Og ég held að við þurfum að athuga að það sem heitir það þá íslu kleinurringsáhrifin, að það sem gerist í borgum að þegar einhvers konar uppbygging gerist á einhverjum hraða, það er fullt af skrifstofum sem koma inn og fólk hefur ekki efna að búa lengur og það fer út í jaðurinn, en hvað gerist með menningun og listir og þá fer það og hefur ekki efna á því og allt í einu ertu komin með einhver skrítin kleinurring þar sem lífið gerist og þá ferðu inn í miðborgina sem þá á lífi í einhvern skamman tíma. Þú veist, hvers vegna eru öll tónlista æfingarýmin að loka niður. Akkur vantar ungu fólki staði til að vera. Hvers vegna erum við að gera allt of lítið þegar kemur að því að bæði að fjármagna og standa við það sem stendur í bara menningarstefnu Reykjavíkurborgar og það kemur kannski að forgangsröðinu sem Arna líka talaði að við erum vissilega 3 vaskabirnir í sama frakka vonandi bráðum sem mynda þess að blessuðu borgarstjórn. En við gleymum kannski líka að vettvangur borgarstjórnar ekki alþingi. Hún á að virka eins og ein heild. 23 hjá okkur eiga að geta komið saman. Það ef þið skoðið lögin, það ekkert sem heitir eitthvað minnihluti og meirihluti verulega og á ekki að vera á sveitarstjórnarstiginu. En við erum að hafa okkur þannig, við erum einhvern veginn að taka einhverja hegðun frá alþingi og vera og þess vegna held ég að fyrir núverandi meirihluti var mikilvægt fyrir okkur að kalla okkur samstarfsflokkana að ná saman þau verkefni, við komum með þetta öll með okkar forgangsröðun. Við viljum þetta og við náum saman margt. Ég meina mannréttindi, grundvallar mannréttindi, ég vil líka bara segja Píratar styðja mannréttindaskrifstofu hlutverk hennar sem meiri 70% bara lögbundir hlutverk, ég veit ekki hvort að þeir flokkar sem tala gegn henni skilja það og restin sem þar, meðal annars regnbókvottur annað bara bráðnauðsynlegt og við sjáum það, þetta stærsti vinnustaður landsins. Við þurfum að gera betur þegar kemur að þessu bara til að koma aftur í þetta menningarlega átak sem þú nefndir og þannig gæja þarna í byrjun. Gaursson. Það búið að koma inn á svo margt og maður en sko, miðborgin finnst mér frábær. Það vantar meira að vera þar. Hún skítug, það þarf að þrífa hana betur. Það búið að ráðast í átak, römpum Reykjavík, en þeir sem þurfa nota rampana, þeir komast ekki að. Þeir get ekki lagt og komast út og nota hann ekki. Þannig að okkur vantar, ég og þú og við getum labbað í bílastæðahús, en það fullt af fólki sem getur það ekki. Skilur, þannig að það þarf að vinna meira með öllum hópum. En ég veit að það hægt að keyra niður lögveginn svo sem ef maður með merkimiða í klukkanum. En svo hvað ætlum við að fara í? Já, alveg rétt. Ég veit ekki hvort að ég mátti segja það, en hvort að ég að segja það í fyrsta skipti, en við förum bundin til kosninga. Já, algjörlega. Við förum bundin okkar málefni eldra fólks og fólk sem barna með fjölþætta vanda og öryrkja og fallara. Það eru við, skilur og ég meina við erum til að starfa með hverjum sem ef við náum okkar málefni. Auðvitað bara eins og hverjum okkur. En við ætlum bundin til kosninga. Þetta var algjör snilld. Þetta var svona sprengja en ekki sprengja. En já. Ég náttúrulega vissulega 7. maður lista á 7. manneskja svo sem ekki hátt skrifuð en ég hef verið aðstöðugumund og kannski meira í því en mér finnst til dæmis þegar við höfum verið að fara á þessa fundi að þegar fólk í framboði tala nú ekki móti við það
segir þetta við göngum óbundin til kosninga, við verðum að sjá hvað kemur upp úr kössunum. Við ætlum bara ekkert að vera þar. Við ætlum ekki að ganga óbundin til kosninga og við ætlum ekkert að bíða eftir því hvað kemur upp úr kössunum. Nýju plastkössunum frá dómsmálaráðuneytinu. En við erum bundin þeim áherslum sem við höfum unnið að síðustu mánuði, eða allavega 2 mánuði, við bróðum það þannig. Og það er bara rosalega mikilvægt og ég get ekki ímyndað mér að þeir flokkar sem að hafa þó talað sín málefni að þeir gangi óbundin til kosninga. Hvernig dettur í hug að, við skulum bara segja, einn flokkur sem hefur lýst eins og Framsóknarflokkurinn og Einar sem að brendi sér nú á ákveðnu meirihlutasamstarfi, hann er ekkert að fara óbundin til kosninga, við veitum það alveg. Heldur hann sé að fara sé bundin Viðreisn? Nei, hann er ekkert bundin einhverjum flokki, hann er bundin sínum málefnum, alveg eins og við erum. Hann er ekkert að fara í það sem að hann barðist fyrir í sínum meirihluta og svo slitna upp úr þeim meirihluta. Við vitum það alveg. Og það er bara óheiðalegt að segja á einhvern hátt að þú gangir óbundin til kosninga og hvað? Að það fari lengsti vinstri til lengsti hægri og myndi meirihluta. Það er ekki að fara að gerast, við vitum það. Og við erum ekki að fara að ganga óbundin til kosninga. Við bara vitum það að svo vinna sem við lagt í áherslurnar og höfum gefið út að við ætlum ekki að víkja frá því. Við getum gert einhverju málamillanir en við ætlum ekki að fara að víkja frá því og aðrar hugmyndir sem eru gríðarlega langt frá því sem við erum að segja og gera, að þær eiga bara ekki upp á pallborðið hjá okkur og við erum ekki að fara að bindast þeim flokkum. Það er alveg ljóst. Erna Magna, ég sé það brennur eitthvað á þessu. Já, mér langar að svara 3 punktum. Sko, við erum í vinstrinni, við erum fylgjandi mannréttindastofu. En alveg eins og með borgarlínuna, það þarf að kynna þetta fyrir borgarum mikið betur. Við vorum á fundi félagi eldri borgara og þeir voru söknuð þess að það væri ekki öldungaráð. Öldungaráð er ennþá til, það er bara inn í mannréttindastofu og það þarf að kynna þetta betur. Og það þarf að kynna þetta betur og það þarf líka að þú veist að fólk er alltaf hrætt, ótti er eitthvað sem að sumir eru að spila á í þessari kosningabaratu og fólk er hrætt við að missa spón úr sínu maski. Þau eru ekki eldri borgarar eru ekki ósátt við að vera þarna í mannréttindaráði í öldungaráðinu. Þau eru ósátt við að þeim var fækkað. Þau eru svo fá núna. Það er það sem er ósátt við. Úr 3 í 1. Já, en það voru sumir sem voru samt ósáttir við að það var ekki öldungaráð. Og töluðum það. En það þarf líka bara að skoða það. Þegar við erum með ráð og við erum með margar raddir, að þá er líka kannski ekki svigrúm til þess að hafa, 3 í hverju einasta hlutverki. Því að við þurfum náttúrulega líka að vera skilvirk og koma málefnum áfram. En það má alltaf taka samtali og það er eitthvað sem er mjög mikilvægt og ég held að allir þessi flokkar sem eru hérna, við erum alltaf tilbúin í samvinnu og við erum alltaf tilbúin í samtalið. En auðvitað, og þetta er punktur númer 2, auðvitað þá eru ákveðnir flokkar sem að við bara rekumst ekkert með. Ef að við erum að vinna í borginni, þá vinnum við náttúrulega með hverju sem er. Ég vinn með manni sem að hatar mig bara því að ég er trans, en ég vinn með honum að því að ég þarf að vinna með honum. Ég hef unnið, sem kennari, hef ég unnið með mannesku sem neitaði að tala við mig. Ég var með hann á fóldrafundum og annað, að við vorum að vinna saman í teimi, en hún sagði, má þetta vinna hérna mig? Ég var ekki manneskja, ég var þetta. En ég þarf að vinna með alls konar fólki. Og þá er það bara, þá hugsa ég, hagur barnsins skiptir meira máli heldur mitt ego. Og það er nákvæmlega þannig sem við í vinstrinu, okkar ego er ekki það sem skiptir öllu máli. Það sem skiptir máli er að við komum félagshyggjunni að í borginni. Og líka með húsnæðismálin, og þetta er 3. punkturinn, að ég hef aldrei skilið það þegar við erum að byggja óhagnaðardrifið, fyrir fjölskyldur, þá allt einu erum við að byggja þannig að þau geta varla búið þar. Vinkona mín, hún leigir svona í 4 barna fjölskylda. Það er hvergi reikna með geymslu. Það var svo dýrt að hafa geymslur fyrir fátækt fólk. Hún þarf að geyma allt út á svölum. Má fátækt fólk ekki líka hafa geymslur? Þannig að við þurfum líka að hugsa,
að byggja, ég vil frekar byggja og gera allt þar sem gæðin eru númer 1, 2 og 3 og gæðin eru til framtíðar því þau munu skila sér heldur en að vera alltaf í einhverjum strax skammtímalausnum. Ég meina, Rómverjar byggðu vegi sem eru ennþá virkir, sem er ennþá verið að nota. Við byggjum vegi sem að dögi í ár. Við þurfum að breyta þessari hugsun. Við má aðeins skjóta varandi mannréttinda skrifstofa. Mannréttinda skrifstofa, svo mannréttinda ráð. Flokkur fólksins er náttúrulega mjög ánægður að það sé virt samtal við til dæmis eldri borgara og það sé þar og eldri borgarar vilja hafa aðgang að 7 fulltrúum, skilur við, eða öllum borgarfulltrúunum sem eru í þessu ráði. Og þau eru ánægð með það og við erum ánægð að þarna sé allan samtal á milli minnihlutahópa. Við myndum aldrei vilja gefa nokkurn afslátt af mannréttindum. Nú erum við sem erum hérna efstu sætum, við erum öll að vinna með viðkvæmum hópum og við barist fyrir mannréttindamálum alla tíð. Hvort að, því það hefur verið talað að leggja þetta niður, það er ekki hægt að leggja þetta niður, en það er kannski hægt að finna einhverja aðrar lausnir og skera niður einhvern hátt, en það þá bara færa þetta eitthvað annað, skilur við. Þannig að en það geti kannski sparast í skrifstofustjóra eða sviðstjóra, ég veit það ekki, en það er ekki mikið meira en það, skilur við. En þá þarf þetta bara að fara undir velferðarráð eða eitthvað svoleiðis, en hvort að það sé þá verra, maður veit ekki, þetta er eitthvað sem þarf að bara skoða, og ég hef allan ekki meiri skoðun. Ég hef verið mjög ánægð með mannréttindaráð, fekk fekk mannréttindaverðlaun Reykjavíkurborgar í fyrra og meiri áttar, sko. En auðvitað þarf að hugsa, yfirbyggingin er mjög mikil hjá Reykjavíkurborg. Það er óánægja hjá starfsfólki, það er mikið kulnun. Það er ákveðin strúktúr hérna, eins og bara það sem ég var að vinna hjá Reykjavíkurborg, þá eru teymisstjórar og svo eru forstöðumaður og forstöðumaður stjórnar ekki sínu úrræði í raun og veru, vegna þess að hann þarf að bera allt undir deildarstjóra sem þarf að bera undir framkvæmdastjóra sem þarf að bera undir skrifstofustjóra sem þarf að bera undir sviðstjóra sem þetta er einhvern veginn bara fáránleiki, skilur og þetta orsakar það að þegar forstöðumenn get ekki tekið ákvarðanir í sinni stofnun og þarf að hlusta á mannauðsvið til að taka ákvarðanir, að þá hefur það bein áhrif á starfsfólk sem að verður veikt og það getur þetta ekki lengur og það hættir að verður veikt. Þess vegna þarf að taka á þessu millistjórnenda vanda og ég er ekki að segja uppsagnir, ég er að segja stuðning við starfsfólk. Það er bara það sem vantar hjá Reykjavíkurborg. Reykjavíkurborg hefur klikkað þar. Það vantar miklu meiri stuðning. Fólk veit bara ekki hvað það á að gera í vinnunni. Ný stefna stjórnendastefna sem líka kom. Mér langar að koma inn eitt sem Arnar nefndir sem ég held á tímum upplýsinga óreiðu sérstaklega og það hefur verið unnið afskaplega vel af henni. Þá er rosalega erfitt að koma upplýsingum á framfæri, á réttan vettvang, held ég það, þú veist, og tímanlega. Og Reykjavíkurborg þar verulega spýta lóan með það. Bara öll starfsemin þarf verulega því á meðan við erum það varð breyting út af þessi ráð sem við vorum að tala til dæmis samgönguráð aðgengi fatlaðs fólks, svo var fjölmenningaráð og svo var öldungaráð og þau voru sitt og hvort svo vil ég líka bara kannski taka fram að meirihlutinn flossaði ekkert upp að sér, það var Einar sem sleitan, það var frekar skýrt og þegar það gerist þá er nýr meirihluti og sögulegu meirihluti sem myndaðist og það er þessi 5 flokkar sem núna eru samstarfsflokkarnir í borgarstjórn og þá voru teknar erfiðar ákvarðanir og ein af þeim var, ég held að vísa til þessum skilvirkni, ég er mjög hlynnt því og eitt af því sem gerðist var að mannréttindaráð tók þessi ráð sem ég nefndi, fjölmenningu, ofbeldisvarnir, svo er aðgengi fatlaðs fólks og öldungaráð og það kom undir og það gerða verkum að ráði núna er að funda miklu tíðara, oftara og það eru sérstakir, þau eru tvískipti núna. Svo einn hluti er þá fyrir öldungaráð og svo er almennu mannréttindaráðfundur og það er verið og við hefum núna reynt á þetta í tæpt ár, eða það bil ár og við erum reynslunni ríkari og það þarf að hugsa til, ég skil vel
að fara frá heilu ráði með 3 fulltrúum frá þessu félagi eldri borgara og fara svo yfir í að vera undirhluti með 1 fulltrúa, að sjálfsögja það sárt. En ég held fyrir Pírata fjallar það að þetta verður að vera ekki bara innan við mannréttindaráð eða innan við öldungaráð. Við þurfum aðgengi félags eldri borgara, landssamband og margt annað, fjölmenningaráð, Women á Íslandi. Við erum þetta stórir hópar af hagsmunaaðilum, þau þurfum að koma inn í öll ráð. Við þurfum að auka það flæði og líka auka flæði út af við bara upplýsingagjöf, hvernig virka borgin, hvað ákveðnu teknar. Og það er ekki ljóst í dag fyrir öll sko. Þetta einmitt máli. Ástæðan fyrir því að fólk svona neikvætt út í borgina mikið, að borginni hefur algjörlega mistekist að veita upplýsingar og gera það hratt og vel. Það hefur, ég hef verið að mæta á fundi og bara, af hverju vissi ég ekki af þessu, skilur, ég fæ bara aðra skoðun og aðra sýn á hlutina. En það að því að borgarbúar eru ekki nógu vel upplýstir það sem í gangi. Þannig að það eitthvað sem það taka. Það eru upplýsingar og fulltrúar á öllum sviðum. Stór breyting síðustu sumar varandi upplýsingafulltrúa líka. Það var stór skipulagsbreyting. Að veita upplýsingar alls konar hluti, að þið telja sig ekki sitt hlutverk að því að það er ópólitískt eða það er alls konar, skilur. Það þarf að breyta þessu að því að borgarbúar verða að fá að vita hvað að vera til þess að geta verið jákvæðir, skilur, og koma með eitthvað jákvæðir. Þetta nú ekki allt neikvætt, það er margt og mikið sem hefur bæst í upplýsingagjöf, en við sama hversu vel við teljum að við gerum það, ef það ekki heppnast, þá verðum við að gera betur. Þá verðum við að rýna það og gera betur. Svo var með að því að við viljum, nú með öldungana, okkar álit að það að fjölga og við viljum gera það. En í mannréttindaráði, eða öldungaráði, en það íbúaráðin. Það voru mistök að leggja þau niður áður en eitthvað annað var komið, skilur. Ég þar. Það hefði þurft að eitthvað annað þurft að vera komið þegar hitt og það hlýtur að vera fyrsta verk nýrra borgarstjórnar að virkja samráð við íbúa. Það er eitthvað sem við verðum að gera betur. Það verður reyndar síðasta verk held ég sitjandi hverfisliftan næri gegn væntanlega áður, sem svona meira að það ekki kjörnu fulltrúar sem að segja við hverfin hvað þeir megi hafa skoðun á, heldur að borgarbúa fá kannski meira aðgengi að því og það svona lýðræðismálin. Það á stefnulista vinstrisins að vonandi fá við brautagengi til þess að koma því í framkvæmd og það alveg samhljómur hérna það að það verði svona virkar samfélagsstöðvar í hverfunum. Þar sem að bara íta undir samfélag þar sem að alveg frá vöggu til grafar að fólk hittist, að fólk geti leitað, bara þetta félagsmiðstöð fyrir allt hverfið. Þetta líka þar sem að þú getur komið að hitt borgarfulltrúaðinn. Þetta líka þar sem að þú getur verið með rökræður allt milli himins og jarðar, þú getur spila bortennis, þannig að ef við erum með svona samfélags að þið verið með tóma byggingar út allt, ef við erum með svona, ítum undir samfélag fólks í hverfunum og svona hverfa, félagsmiðstöðar, að þá erum við náttúrulega komið með ákveðið svona ráð, svona íbúa ráð í hverfunum, hvað er það sem okkur vantar í þetta hverfi. Það er ákveðið öryggi í því að þekkja nágranna sína og næra einhverju seitt og svona að því við vorum að tala öryggi á það. Því öryggi svo mikilvægt vegna þess að án öryggis þá kemur nefnilega, þetta kannski, nú kemur nördin upp í mér en þetta svolítið svona, the light side and the dark side, að ef þú hefur ekki öryggi þá kemur nefnilega andstæðan sem ótti og óttin eyðileggur allt. Hann eyðileggur samvinnu, hann eyðileggur, allt það sem við reynum að gera þegar við erum að byggja til framtíðar. Og hann eyðileggur heilu samfélögin, hann eyðileggur heilu fjölskyldunar. Og þess vegna, með því að íta undir þetta og íta undir hverfin, ég ólst upp í Breiðholtinu í Fellunum, var í fellaskóla, það var allt þarna, í rétt hjá. Efri Breiðholti. Það var bara allt í efra Breiðholtinu, það þurfti ekki fara neitt, það var félagsmiðstöð, það var líka, bakari og það var líka, krónbúðin, okubúðin og svona, en nú fer ég upp í efra Breiðholt og þetta er mjög fátæklegt,
Þarna var saumastofa, þarna var skósmiður, þarna var allt mögulegt. Besta bakari var í Efra Breiðholtinu. Já, það er erfitt að segja sem neðri Breiðholtingur, sko. Þeir merkja að hrekkjusvínunum voru í Efra, sko. Hvað ert þú í Fensi? Er allir út á Breiðholtinu? Já, ég er á Fellunum. Ég held að bakkanum líka. Ég var samt í Gauksólum núna. Ég bara ár síðan í Breiðholtinu í Gauksólum. En þetta er kannski bara ákveðin stæmi. Já, þetta er svona Breiðholtingamót. Ég var enda mjög lítil þegar ég flutti úr Breiðholtinu, en ég verð að fá að stoppa þetta góða samtal hér því að mér er orðið svo heitt sem hljópi. Ég var aðeins svo lengi út í sólinni í gær. Sko, mér langar samt svona áður en að við gerum það og ég hleyp ykkur hérna út í súrefni. Þá bara svona óttu við kannski byrjum með þér, hvers vegna eigum við að kjósa Pírata? Hvers vegna eigum við að kjósa Pírata? Út af við viljum besta borgina enn fremur, hún á að vera skemmtileg, hún á að vera örugg, við viljum einfalda þau kerfi sem verður til staðar sérstaklega, og ég held að það sýnir sig líka að þetta valfrelsi sem við þurfum í nútíma samgöngum er mikilvægt. Það er ekki spurningin hvort þú átt að gera eitt eða annað, það er ekki verið að þvinga fólk á hoppjól með 5 poka og 17 börn í snjó eða gulri viðvörun, en það fjallar kannski að þegar þú getur og telur að þú hefur tök á, þú getur tekið hopp eða strætó, að þú getur þá valið bílinn þegar það er snjóblinda eða kannski bara ekki farið út ef það er svona skelfilegt veður og hlusta á bara almannavarnir. En það sem Píratar hafa verið að gera þetta í gegnum við höfum verið þetta í borgarstjórn í 12 ár, 8 þeirra í meirihluta, er að koma inn og forgangsraða þessi verkefni sem fyrir okkur skipta miklu máli. Hvort að það var stefna heimilislausa eða hvort það var skaðaminnkun eða hvort að núna með stafrænu umbreytinguna sem við tölum þarfa ekki bara út að vera með tækniblæti, heldur er hún nú þegar búin að veita okkur sparnað upp á 1,7 milljarða og við þurfum hann út að við erum að vaxa sem borg. Þessi borg þarf betri innviði, hvort sem að það er fyrir þessu 60-70 bíla sem koma í hverri viku eða hvort það er fyrir fleiri menningarstöðvar eða hvað sem það er fyrir. Mikið af svona grunnbreytingum í Reykjavíkurborg hafa Píratar tekið þátt í að móta og forgangsraða eins og grænni mannvætri borg og fyrir það myndi ég allavega kjósa Pírata. Arna Magnea Dags, hvers vegna á fólk að kjósa vinstri? Já, bara, þú veist, stuttasvari er akkur ekki. Ég myndi segja að það væri náttúrulega fyrst og fremst vegna þess að við ætlum að einblína á að vera sá flokkur og hreyfing sem að getur, þú veist, sett samvinnu á oddinn. Við ætlum að geta unnið með fólki. Við ætlum að hugsa í lausnum og við ætlum að hugsa til framtíðar, ekki bara, þú veist, einhverja skyndilausnir, þú veist, móka yfir skítinn og þetta á dugi 1 ár, heldur við ætlum að hugsa til framtíðar og við erum tilbúin að taka erfiðar ákvarðanir þegar það þarf þess, en við erum alltaf tilbúin að taka það í samtali og samvinnu við borgarbúa og við aðra flokka, þú veist, ég meina, ég hef ekki alltaf sömu skoðanir og allir í mínum flokki, því að eins og ég sagði áðan, þá erum við villikettir, við hugsum sjálfstætt, frelsi skiptir okkur máli, frelsi einstaklingsins til þess að taka sjálfstæðar ákvarðanir og mega taka sjálfstæðar ákvarðanir og þannig að þú veist, við þurfum ekki að vera saman um allt, en við hljótum að geta að tala okkur inn á leiðir sem eru hagkvæmar fyrir alla borgarbúa, en ekki bara suma. Og öryggi en ekki ótti. Yes. Guðmundur Ingi og Sigurður, ég ætla að leyfa ykkur að varpa hlutkesti upp á hvor. Það er að segja ykkur hvers vegna við eigum að kjósa frá fólksins. Sko, við segjum oft fólki fyrst og svo allt hitt og það er svolítið við viljum að borgin virki fyrir fólk sé ekki að falla á milli kerfa. Við viljum grípa börn með fjölþætta vanda áður en þau verða ungmenni með enn meiri vanda, vímuefnavanda, hegðunarvanda. Við viljum eyða biðlistum eins og með NPA. Það er óboðlegt að það séu biðlistar þar. Þjónustuíbúðir aldrara. Við viljum auka til dæmis að borgin komi meira að vinnuúrræðum fyrir mismunandi hópa.
fatlaðir, fólk með vímuefnavanda og svo bara börn eða frá 16 ára og upp úr þurfa meiri vinnu hjá borginni og líka borgin aðstoði svolítið við námstengda vinnu þannig að fólk komist í vinnu með skóla. Það svolítið, þetta svona, börn, ungmenni, ungt fólk og aldraðir, það eru við og öryrkjar. Þannig að við höfum aldeilis gefið loforð í gegnum tíðina eða frá því hefur stofnuð og algjörlega staðið við þau loforð, þannig að það ekki hægt að segja neitt annað. Við erum búin að ná ótrúlega hlutum í gegn, bæði hjá borg og ríki og sérstaklega núna undanfarið. Takk fyrir þetta öll sömul, það var dásalegt að hafa ykkur hérna. Ég hlakka mikið til að sjá ykkur vinna saman í borgarstjórninni. Eftir hvað, 18. maí, hvað sögum við á? 16. Sér, ég get ekki munið þetta. Ég hefði kannski að fara í ykkur skoðans, já. Ég þakka kærlega fyrir okkur í bili, fyrst auglýsingar en síðan höldum við áfram. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Sælverði, Ásdís Olsen heiti ég og í dag ætla ég að tala hugvíkandi efni. Því í síðustu viku undirritaði Donald Trump mjög mikilvæga tilskipun varðandi hugvíkandi efni sem marka tímamót í bandarískri heilbrigðisstefnu. Og hjá mér Frímann Kerúl sem formaður félagsins hugvíkandi og sérfróður þessi efni. Og við ætlum að fá að heyra í honum hvaða áhrif þetta mun hafa hérna á Íslandi og bara í heiminum varðandi geðheilbrigðismál og bara heilbrigðismál almennt. Og velkomin Frímann. Takk fyrir. Hvernig líst þér á þessa tilskipun Bandaríkjaforseta? Rosa vel, en hún kemur alveg svolítið á óvart, mér finnst það stórt skref sko. Ég hef búið að búast við þessu en ég var ekki alveg að kaupa það sko. En Hann með JFK með sér í svona þessum vangaveltum. Já, það kemur alltaf mest frá honum sko. Hann mjög pro-psychedelic og þannig að þetta náttúrulega hann má sennilega segja það að þessi stærsta skref sem að nokkur ríkisstjórn hefur tekið gagnvart því að lögleiða meðferðir með skilvirkandi efnum og svona, auðvitað það eru önnur lönd búin að lögleiða þetta en það fáir jafn stórar Bandaríkin í þessu samhengi sko. Byrjum aðeins þarna, þú segir skynvirkandi og ég segir hugvirkandi svo að fólk viti hvað við erum að tala um. Já. Þá heitir þetta psychedelics á svona þessu alþjóðamáli, yfirleitt tala það þannig og við erum að tala svona ayahuasca, MDMA, sveppi og svona fleiri efni sem eru notuð í því skyni að hjálpa fólki að heila sig. Einmitt. Og kannski það hefur komið svona pínu fram kannski gott að koma aðeins inn á þetta hver eru þessi efni og hvernig eru þau frábrigðin öðrum ólöglegum hugbreytandi efnum. Já. Og þetta svona bara aðeins til að svona herða á þessu. Já. Að við erum með alls konar efni sem hafa áhrif á það hvernig þú upplifir heiminn og þú ert með kókaín, þú ert með áfengi og þú ert með alls konar efni og svo ertu með sveppi og MDMA og eitthvað svona og við eiginlega svona besta leiðin til að aðgreina þessi efni að suma af þessum efnum þau maska eða loka á sársauka og loka á hluti sem að bara íta í burtu vandamálum og meðan önnur af þessum efnum að þau beina athyglinni að vandamálunum og neyða þau til þess að takast á vandamálin og það einmitt bara svolítið þetta með við tökum bara til dæmis kókaín og áfengi að þá maska þau vandamálin og þau
bara, já, taki burtu vandamálin. Forða þér frá að finna til. Já, tímabundið, bara taki burtu sársaukann ef það er eitthvað sliðis og meðan að þessi skynvinkandi efni, þau svolítið þvinga þig, þau bara svona neyða þig til þess að horfa á hvað það er sem er rangt í þínu lífi eða hvað það er sem er að valda þess sársauka. Þetta er mjög góð aðgreining. Þannig að þú veist, annars verður að tala kannski svona dóp sem er þá til að svona létta... Já, dópamín tengt efni. Já, akkurat. Og svo hins vegar þá þessi efni sem að eiginlega setja þig í svona innra ferðalaga eða... Já, mögulega hjálpa þér að þroskast ef þetta er gert rétt. Já. Þannig að fyrir þá sem eru svona alveg harðir á móti hugbreyndandi efnum að þá er þetta mjög stórt distinction sem að aðgreinir hvaða efni eru góð fyrir þig og hvaða efni eru potentially ekki góð fyrir þig. Já, ég sé að þetta er kannski mikilvægt hérna í þessari umræðu að gera hérna greinamun því að svo er líka að nota sum þessara efna í svona skemmti tilgangi eins og MDMA sem er þá svipað efni og alsæla eða ecstasy og sumir kannski nota það þá til þess að gera sér glaðan dag en svo er líka að nýta það í þessu samhengi að hjálpa fólki í meðferðskenni. Einmitt, og í því samhengi líka að þú veist, ef þú gerir þig glaðan dag með áfengi að þá yfirleitt borgaru fyrir það eftir á með þú veist, einhverju þjáningu. Timbumönnum og svo veist. Já, og ég er alveg þeirri skoðan að þú veist, fólk getur alveg gert sér glaðan dag með MDMA ef það er gert í hófi og uppskorið bara mjög jákvætt úr því. Bara búin að tengjast vinnu sinum betur og mögulega uppgöta eitthvað og fara í gegnum eitthvað. Þannig að þetta er svona, þú þarft ekki bara að sita og vera að móka skít sko, til þess að fá eitthvað gott út úr þessu. Þú getur alveg fengið jákvæð útkomu þótt að sé gaman. En það sama við sveppina, þeir eru líka maður hefur náttúrulega heyrt í gegnum tíðina að fólk fara á sveppatripp en svo er verið að nota sveppi í svona meðferðarskinni líka núna og þá hefur það svona önnur áhrif og býður upp á aðrar lausnir. Já, einmitt. Þetta er nefnilega sko varandi þessi skynvíkjandi efni þá skiptir ásetningurinn, það er að segja hvað þú fer með inn í ferðalagið, hvað þú ert að plana að fá út úr þessu, hvað þú gerir undir áhrifum efnana og allt umhverfið þar, þetta skiptir alveg gríðarlega miklu máli upp á það hvað getur gerst í því ferðli. Þannig að til dæmis þegar fólk er að fara í einstaklingsferðir þegar einn setur yfir annarri mannesku, einn er sérst bara að passa hina manneskjuna meðan hún er að fara í gegnum eitthvað og það er eiginlega svona já, það er svolítið mikilvægt að þú vilt virkilega uppskera eitthvað í þessu að þá er það umhverfið mjög mikilvægt að og það býr bara til umhverfi, notum bara það orðaftur, það sem þú getur heila sjálf á þig. Já. Og það er ekki alveg hægt í öllum umhverfum og svona, og kannski gott að koma með svona eina líkingu sko bara í þessu konsepti að sko það er engin læknir sem kemur svona mestmægnis, en það er engin læknir sem kemur og lagar líkamaðinn. Þú sem þú skerir þig á hendinni eða þú brjótir hendina þína. Það er engin læknir sem kemur og actually endurraðar atómunum og lagar þig. Hann býr bara til umhverfi þar sem að líkaminn getur læknað sér sjálfur. Hann hreinsar sárið, hann setur plástur, svo kemur líkaminn og gefið að því gefnu hann á þetta rétta umhverfi, þá getur hann læknað sér sjálfur og það er nákvæmlega sama með sálræn vandamál að ef við búum til umhverfi þar sem að sálin getur læknað sér sjálf þá gerir hún það, en hún þarf vist umhverfi til þess að gera það og hún þarf vist öryggi til þess að ná að slaka á og fara í það heilunarferðli sko. Já, við getum, það er nokkur atriði sem ég langar að koma inn á í þættunum og kannski bara svona, svo ég nefni þau svo að fólk viti hverju það á vona á hérna. Við ætlum að fá að heyra þína reynslu sem er mjög áhrifari, hvernig þessi hugvíkandi efni hafa umbreytt lífið þín eða skynvíkandi efni. Ég ætla líka að fá aðeins meiri útskýringar á þessum hugtökum. Svo langar mig að heyra af því hvað rannsóknir að sýna og hvaða áhrif þetta mun hafa í heiminum ef að þetta verður svona almennt leyfilegt og eins og við vitum þá er þetta meira minna
svona neðanjarðarstarfsemi núna allavega á Íslandi og víðast hvar, þá að sé leyfilegt í hvað Sviss og hérna Hollandi. Svo langar mig að heyra náminu þínu sem alveg ótrúlega áhugavert, það sem að þú ert að fá að hitta helstu hugvíkandi frumuði í heimi, psychedelic frumuði í heimi og fara í alls konar meðferðir og gera tilraunir og þannig að við ætlum að fara vítt og breytt og hérna ef að við byrjum þarna á þessum hugtökum þá held ég að skipti svolítið miklu máli að hérna ef þú getur útskýrt fyrir mér hvaða akkur þú notar til dæmis skynvíkandi og svo heitir félagið hugvíkandi þannig að ég er bara svona að reyna að fá skýringar á því. Já, ok, ef við reynum að taka aðeins á því og náttúrulega skynvíkandi er já, ok, hvernig útskýrir maður það? Það eitt af því sem gerist á skynvíkandi efnum er að tengingar milli heilastöðva aukast og það virðist vera eins og þú fáir meiri aðgang að þeim upplýsingum sem eru að koma inn í þig og þú fáir líka meiri aðgang að þeim ferlum sem eru ósjálfrátt í gangi inn í heilanum sem eru hérna kannski bara lærðir ferlar sem að þú lærð viðbröð við vissum aðstæðum og eitthvað svona sem að þú ert ekki meðvitaður og tekur bara þínu viðbröðum sem heilum sannleik og síðan þegar þú farið þessi skynvíkandi efni þá ertu búin að víkka út þína skynjun á innra og ytra umhverfi og getur þar alveg endið skilið betur já, þannig myndi ég kannski skynjun vísar til skynfæra á meðan hugvíkandi vísar til hugans og eins og ég skilið þetta þá erum við einmitt svolítið að komast frá svona alls konar forritum og kerfum í huganum meira í það sem að svona, hvað ég segi, innri visku eða sál eða eitthvað slíkt. Er það rétt skilið hjá mér? Já, algjörlega, sko, þú náttúrulega ert að komast eins og bara til þess fræðin hjá Carl Gustav Jung, fræðin hans sem fjallar einhvers konar kjarna sem að er svona bara eitthvað hreint sjálf. Svo ertu með alls konar einhver layers utan það sem er að passa þig, sem passa að þú fungerir í samfélaginu og sérst ekki útskúfaður, sé ekki hent út úr hellinum. Það sem við höfum lært kannski í félagsmótun og uppeldi. Og það væri gaman að fjalla dýpra en það ekki svo eftir en sérst áfallakerfið og endur að tölum það. Já. Þannig að í grunninn snýst þetta svolítið það að komast að því hvað eru þessi lög í kringum kjarnan sem eru að vernda þig, sem eru að valda þér oft þjáningu. Þetta eru kannski hlutir sem eru að passa þig, en þeir eru raun og veru ekki gagnlegir lengur. Nei, passa ekki lengur og eru bara að valda þér þjáningu. Og hérna... Nefndu dæmi þetta? Sko, segjum bara til dæmis einhver sem lendir í, búið til eitthvað dæmi, einhver sem lókast inn í skáp og fær innilokunarkennd. Já, til dæmis og líka kannski dæmis sem ég tætti hug var bara að segja til dæmis að einhver foreldri eða caretaker, hann sé rosalega unpredictable og hann er stundum elskandi en hann er stundum rosalega reiður og þetta veldur því að þú ert alltaf að monitora hvernig þessari manneski líður. Segjum þetta sé alkohólisti, þá er þetta alltaf að vera á nálunum með að fylgjast með hvernig þessari manneski líður til þess að þú náður að verja þig ef hún byrjar að vera reið eða eitthvað svona. Já. Og svo tekur þetta með þér inn í lífið, þú varst orðin 45 ára giftur einstaklingur og þú ert ennþá fastur í þessu að vera alltaf að monitora hvernig hinni manneskinu líður. Og veist kannski ekki hvernig þér sjálfum líður. Nei, og þú ert algjörlega dependent á það hvernig henni líður. Þín líðan byggist 100% af því hvernig hinni manneskinu líður. Já. Þannig ef eitthvað byrjast að gerast í hinni manneskinu þá ert þú komin í þjáningu þín megin. Og já, þetta er svona forritun einhver sem hefur átt sér stað, kannski æsku sem er að hafa áhrif á þig seinna á ævinni sem að þar sem þú ert ekki sömu hættu og þú varst þegar þú varst ósjálfbjarga í rauninu. Og annað gott dæmi er bara eins og þú veist það sem að já, ég veit ekki þetta er bara mjög gott dæmi, bara höldum okkur við það. Já. Ok, þannig að við erum að svona ná utanum það hvernig þessi kerfi hafa hlaðist utan á okkur og oft kannski þarna bara þegar við erum lítil
og sem ekki að gagnast okkur lengur. Og jafnvel áður nú byrjar að mun eftir þér, jafnvel, sko. Já, en kannski bara ráð núna að þú segir okkur aðeins frá þinni reynslu út af því að það kannski útskýrir það hvernig þessi efni virka betur en nokkuð annað. Já, algjörlega til í það. Og ég ætla bara að því að við erum að tala um þessa forsetatilskipun og það sé verið að flýta þessu ferli og þá ég líta sjálf mér sem bara svona mjög skýrt dæmi það bara að þessi efni virka og það bara mjög gaman að bara segja frá því, sko. Mín saga af þessum efnum, ég byrjaði náttúrulega bara 15 ára að leika mér með þennan svepp sem að vex út allt og var náttúrulega bara algjörlega í einhverju svona forvitin til að byrja með, bara því ég var bara mjög forvitin einstaklingur. Er það sami sveppur og er kallaður psilocybin? Já. Þessi sem að menn týna á svona umferðaregjum? Já, akkurat. Það er sérst íslenski, hann kallaði trjónupeðla eða psilocybin semilantiata og hann inniheldur psilocybin og psilocybin eitt af þessum efnum sem hefur verið að reyna að lögleiða. Og þannig ég áttaði mig mjög fljótt af því að þetta er ekki til þess að leika sér að, sko. Þetta er mjög öflugt tól, þannig ég byrjaði mjög fljótt að nota hann bara til að læra og skilja og bara skilja heiminn og sjá svona nýja sýn á heiminn og hann er mjög öflugur til þess. Fórstu bara að gera eitt svona tilraunir? Nei, þetta var bara ég og einhverju vinir mínir sem vorum að borða þetta og í raun og veru, sko, vorum við bara úlingar sem voru bara að leika sér og það vildi bara svo til að við vorum úlingar sem enduðu með MDMA og sveppi í höndunum og sem var mjög heppilegt en ekki kókaín og áfengi og kannski náttúrulega bara líka sótti við það því við fundum að þetta var að hjálpa okkur og ég fann til dæmis bara það að MDMA hjálpaði mig gríðarlega, sko, þegar ég var krakki og fyrst til að tala um söguna mína þá bara fínt að byrja á byrjuninni og byrjuninni er svo að ég er sennilega ekki feimnasti en einn af feimnustu mönnum sem að þú nokkuð tímann hitt ég talaði ekki, sko. Ég talaði ekki, þú reyndir að tala við mig og ég svaraði ekki. Hættur að tala? Eða? Já, bara í kringum 10-12 ára þá bara hætti ég að tala. Ég hætti að svara fólki sem bara spurði mig spurningu og ég bara fór bara inn í sjálfa mig, skilur þau bara. Fannst þér eins og gætir ekki tjá þig? Já, ég var bara af með svo ógeðslega sterka dómararödd að bara allt sem ég sagði var bara ömurlegt og ég var bara feitur og ljótur og bara, ég var bara með gríðarlega sterkan dómara. Og hafðirðu orðið fyrir einhver áfalli? Já, ég er alveg búin að rekja það núna niður í eitthvað sem gerðist því ég var krakki, en það er svo persónulegt að ég treysti mikið til að fara beint í það, skilur ekki tala í kringu það, sko. En jú, í kringum 10-12 ára þá lendi ég í áfalli sem sem algjörlega lokaði mér af, sko. Þannig að Manstu hvernig þið leið þarna? Já, mjög bara hafnað, sko. Basically, það var bara mjög mikil höfnun sem ég var fyrir og hún bara forritaði mig yfir í það að vera alltaf að analysa allt sem ég sagði og dæma það grjóthart sem ömurlegt. Þannig að Upplifir þið þá bara svona, ef þú myndir segja einhverja vitleysu þá þér hafnað eða meira eða myndir einangrast meira eða... Já, svolítið bara, eða basically bara leið bara eins og allt sem ég sagði var vitleysa. Bara einhvern veginn, og ég átti svona einhverja ég átti svona nokkra vini sem að komast inn í kjarnan og með þeim þá var ég algjörlega það var bara one man circus, sko, bara brjálæður því með mikla tjáningaþörf, sko, og mér fróan huga það bara veldur upp með einhver þvæla ef ég leifinni, sko, en síðan bara hún fekk ekki að fara út í kringum neina heldur en bara einhverja 3-4 útvalda, sko. Þannig að en sem sagt það að hafa byrjað að nota MDMA í skemmtan tilgangi, þarna kringum kannski 18 ára, 19, kringum 20 kannski, það fyrstulega bara hjálpaði mér rosa mikið og það var það sem byrjaði að losa mig út úr þessari skel, sko. Og það er svona fyrsti partinn af sögunum mínu, sko. Manstu hvað gerðist? Þú veist, var það einhver svona upplifun sem að þú varst fyrir sem hjálpaði þér? Gegnum MDMA-ið? Já. Það er náttúrulega bara það að tengjast fólki í trausti. Það sem MDMA gerir er að það fellir niður allar varnir og
Þannig ég bara upplifði það að vera bara í trausti, í samskipti við fólk og vera meðtekinn og og þannig náði ég að byrja að endurforrita mig pínur, skilurðu, og átta mig bara á því, bara hei, nei, þú ert með rosalega ranghugmyndir, þú ert ekki ömurlegur, skilurðu, og bara átta mig á því, sem ég náttúrulega bara veit í dag, bara ég var bara stútfullur ranghugmyndum, sko, rangforritin. Já. Síðan, já, við erum að tala söguna mína, ég held fyrstu sveppaserimóninu mína í Listaháskólanum sem verkefni fyrir allt fyrsta árið. Það var mjög áhugavert. Ég gerði það mjög professional, sko, myndi ég segja. Já. Það var bara serimónia í hefðbundnum stíl að sem sagt, bara Það sem allir fengu efni og þú leittir einhverja... Allir sem vildu. Já. Ég talaði mjög skýrt benefitin, líffræðina, hætturnar og allt þetta. Það fengur sér aðeins fleiri en hefðu átt af því að fólk held ég var að grínast. Þannig að Held að þú væri ekki með já, alvöru sveppi. Já, það var bara eitthvað djók. Þetta er bara eitthvað. Og þannig að það endaði þannig, en það fór allt saman vel. Hvað þýðir það sem þú varst að segja núna? Voru einhverjir sem fóru illa út úr þessu? Nei, þessu bara sem hefðu ekki viljað að fara í þessu upplifun. Já, sem tóku óvart. Já, og ef þú ert þvingaður í einhverju upplifun eða vilt ekki fara inn, þá náttúrulega getur það svolítið erfið og þetta er svolítið svona kjarnin í þessu öllu saman að sko að mínum að þá opnaði þessi efni, þau opnaði þig og þegar þú opnaði svona þá hefur möguleikann á að læra og endurforrita. En að samaskapi hefur líka, ef þú ert búin að opna það svona mikið, þá verður sá möguleiki að það sé að endurforrita þig vitlaust og ennþá verra. Þannig að þess vegna skiptir umhverju svona miklu máli og öll umgjörðin þegar verður að fara með fólk í þessar ferðir. Þannig ef að fólk einhvers staðar á einhverju festivali niður í bæ og borðar eitthvað að þessu og lendir í einhverju hræðilegu, þá hefur það miklu verri áhrif á þig heldur en það hefur ekki verið á þessum efnum. Já, það svona gera áhrifin sterkari sem að þú verður fyrir á meðan þú ert á efnunum. Þú ert bara svona, þú ert leir og þú ert í leir, hann mýkist þegar þú tekir þessu efni og það verður að móta þig og það verður að móta þig í báðar áttir. Getur verið sko út af því að ég er að veltaði fyrir mér að það opnast inn í kviku að það sé svolítið, og þar er allt svolítið viðkvæmt og ástæðan fyrir öllum þessum vörnum er kannski til þess að það sé ekki mitt svona hægt að hafa svona mikil áhrif á okkur. Já, 100% sko. Við erum búin að læra það að verja okkur. Já, við erum búin að læra að loka á viss tilfinningaviðbrögð og þannig erum við búin að verja okkur og það opnar svolítið inn í svæði í heilanum, eða meðvitundinni sem eru almennt lokuð, þannig að það er mjög góð leið til að útskýra það. Þannig við þurfum þetta mikla öryggi eins og þú ert að segja og þess vegna er kannski Trump að segja það þarf að leyfa þessar rannsóknir þannig að við komumst raunverulega að því hvaða er sem að virka svona vel. Já. Og en mér langar að halda áfram með söguna því að svo er mjög spennandi að tala um það sko, hvað rannsóknir er að sýna með þessi efni. Og kannski saga mín, af hverju fór ég svona djúpt í sveppin og þessi efni bara svona sem einhver úlingur eða á þess að ég vissi nokkuð að þetta væri, þetta er einhvern veginn, þetta byrjaði sem gríðarlega forvitið ferðalag eðli heimsins. Og ég endaði í eðlisfræði og alls konar fræðum að því ég er bara forvitin hvað er í gangi í þessum heimi og úr hverju er hann búin til úr, skilurðu. En síðan er þetta líka með allar þessar mystísku upplifanir sem eru trúalegar upplifanir og svona mystískar upplifanir sem fólk er að eiga bara eitt út í náttúrunni eða einhvern veginn við aðrar kringumstæður og þær segja okkur líka náttúrulega eitthvað eðli heimsins en bara frá öðrum sjónarhóli heldur en eðlisfræðin. Þetta er frá sjónarhóli mannsins versus eðlisfræðin tekur mannin eins mikið út í jöfnun og hægt er. Þú lærðir eðlisfræði og þú ert í rauninni að segja að þið langaði að skilja alls konar upplifanir sem þú varst að eiga eða... Já, eða bara skilja heiminn sko. Skilja heiminn. Og náttúrulega mínum að ég fór inn í eðlisfræði, ég lærði eðlisfræði og kom út úr eðlisfræðinni með þá tilfinningu að eðlisfræðin er að útskýra heiminn en hún er ekki að ná að snerta á að því hún er svo low level, hún er ekki að ná að snerta á útskýringum á hlutum eins og bara hvað er líf, ekki ennþá allana
og hvað meðvitund og hvað þessi mystíski heimur sem við erum sem sumir að tengja við í gegnum alls konar upplifanir. Þannig að hún rosalega langt frá því. Að útskýra það sem svona andlegt og svona trúalegt og... Akkurat. Hún ekki ennþá, og fólk að reyna að tengja skammtafræðilegar hugmyndir við eitthvað trúalegt og svona, og mér finnst það bara að vera svolítið svona handveifing, sko. Ég ekki alveg að kaupa þessar tengingar, en einhver tíma mun það kannski ganga að vísindin getið sínt fram eða útskýrt. Já, þannig að auðvitað einhver tenging einhver staðar, en bara við erum svolítið bara at the moment eru vísindin hérna og spiritual hugmyndirnir eru hérna, finnst mér. Þetta ekki búið að tengjast saman ennþá. En þú hefur fengið að upplifa svona spiritual eða hefur fengið andlegar upplifanir, þú veist, sem að... Já, sko mitt ferðalag svolítið mikið þannig að sko þegar ég var krakki að þá var ég rosalega andlega tengdur. Sko, ég var að upplifa mjög mikið af svona mystískum upplifunum. Ég var að upplifa það að það voru að koma til mín verur sem að ég bara upplifði, ég var kannski bara að leika mér og svo var ég í öðrum heimi á sama tíma þar sem að ég var bara að tala um einhverja veru sem var svona rosalega öflug, rosalega oft. Þetta voru oft mjög stórar öfluga verur en það voru alltaf góðar, skilur, og það voru alltaf einhvern veginn að passa mig. Eða bara segja mér eitthvað, hei, þetta allt í lagi, einhvern veginn. Finnst þér eins og það hafi verið svona, þú veist, einhverju sem fylgdu þér í svona íslensk, sko, íslenskar hefðir segja, miðlar hafa sagt, sko, að það fylgi okkur einhverjir eða eitthvað svoleiðis? Já, ég tengi ekki alveg við það, sko. Nei. En bara ég var að upplifa að ég var að eiga samskipti við þær og þær voru að heimsækja mig. Úr einhverjum öðrum heimi? Já. Annar vít eða eitthvað? Já, þú veist, maður getur sagt það og svo getur maður líka, þú veist, ég vill bara ekkert segja um það, sko. Nei. Af því að, þú veist, ég svolítið þannig að, Svo kannski skipta ekki máli? Nei, það nákvæmlega, af því að, þú veist, ég var orðið þannig að, sko, ég fór inn í eðlisfræðina, ég var orðin algjör atheisti, trúleysingi og hlóað öllu sem að var spiritual, bara, þú veist, þið eru bara öll að einhverjar þeir eru bara í ruglinu já, þeir eru bara eitthvað upplöðu eitthvað sem ekki skilur, þetta er bara eitthvað ruglu í hausnum og síðan fattaði ég bara svo, nei, þetta kannski aðeins svo mikið að halda því fram að því að sko út frá eðlisfræði, eða þróum bara eðlisfræði gegnum tíðina, þá hefur eðlisfræðin alltaf verið þannig og bara vísindaheimin alltaf verið þannig að hérna það er einhver svona heimsmynd sem í gangi í vísindaheiminum og það bara, vísindaheimurinn heldur að heimurinn virkir svona, svo kemur einhver með nýja hugmynd, skammtafræði og þá bara byrja allir eitthvað að henda steinum og púa og bara eitthvað, þetta er bara rugl og afneita nýrri þekkingu og svo bara fattar fólk bara, nei, heyrðu, þetta allir rétt og svo bara breytist öll heimsmyndin, vísindaheimsmyndin. Þannig að það á hver einasta andartaki í vísindaþróunin, sögu vísinda, að þá heldum við eitthvað sér rétt og svo einhverjar fjarstæðakendar hugmyndir sem eru kannski réttari og taka við, en það er allir að afneita þeim á þessum tímapunkti. Þessna ákvæði ég bara, þú veist, nei, ég ætla ekki að vera þrjóski eðlisfræðingurinn, vísindamæðurinn sem að afneitar öllu, af því að hann heldur svo mikið að það sem hann er búin að læra sé heilagur sannleikur. Þannig ég er búin að ákveða bara að gefa öllu séns og allar þessar spiritual upplifun sem fólk er að eiga og allar útskýringar sem fólk er að koma með, bara, já, kannski, ég veit það ekki, bara sjáum til, skoðum það. Og þar opnað þú líka fyrir alls konar upplifun sem þú færði að eiga, er það ekki? Jú, algjörlega. Þannig að mín saga var svolítið þannig að vera rosalega tengdur krakki yfir í það að verða algjör trúleysingi og svona bara, já, atheisti á ensku. Er það ekki sama trúleysingi bara? Jú, það er bara sama trúleysingi, sko. Ég held að það sé bara beint það sama. Og lokaðist alveg svolítið út af einhverju sem gerist í barnæsku, þá bara svona algjörlega lokaði á þetta og ítti þessu öllu frá mér og varð bara þessi materialíski eðlisfræðingur, trúleysingi og byrjaði fór svo aftur í kringum 40 ára, ég er 47 núna, að fara svolítið svona dýpra í skynvekkjandi upplifanir og þá byrjaði þessi tenging og ég byrjaði svona meðvitað að virka þessa tengingu aftur og já, hugurinn minn opnaði svolítið mikið aftur, sko, og svona og kannski mjög áhugaverður punktur sem ég var til að koma með núna, sko, að fólk er að tala um þú ert með þessi efni og þessi efni er að hjálpa þér að fara inn í undirmeðvitundina og vinna á alls konar hlutum en svo er þessi efni líka að hjálpa þér að upplifa, sko, einhverjar svona mystískar upplifanir og einhverjar sýnir sem að virðast tengja, sko, spiritual heimi, parti heimsins
og það svona flesti tala þetta sem 2 aðskilda hluti. Þú getur borðað svepp og þú getur farið þarna í einhverja sýnir og eitthvað tengst heiminum á spiritual leveli og svo getur líka farið og unnið úr hlutum í sjálfinu. Og mér grunar svolítið að þetta sé svolítið bara sami hluturinn, að við séum bara tengjast inn í undirmeðvitundina og það sé undirmeðvitundin sem sé að geyma þessa tengingu við þennan spiritual part af heiminum og já, að þetta sé raunur ekkert aðskil, þetta sé sami hluturinn. Og hérna ég ekki að segja, við erum að tala þegar þú farið skilmikið upplifanir og hittir einhverja veru sem byrjar að tala við þig, ein nálgun að segja að þetta sé eitthvað inn í þér sem sé að tala við þig og það verðist vera rétt með hvernig upplifanir fólk að fá, eða þá þetta sé eitthvað annað sem utanakomandi sé að tala við þig, eitthvað sem eigi sér líf fyrir utan þig. Og ég hef bara tekið þá ákvörðun að gera ekki aðgreiningu, leyfa bara svona tvíeðli hluta að eiga sér stað, eins og bara með ljós hefur vist tvíeðli, þar sem að ljós getur bæði verið bylgja og það getur verið eind. Þegar vísindamenn skoða ljós þá var það eind stundum, svo var það stundum eins og bylgja og í raun og veru bara hvorugt og bæði. Þannig að bara ekki vera ákveða hvað þetta heldur bara, þetta bara bæði rétt. Bara vera opinn fyrir því sem kemur til þín og það náttúrulega bara rétt fyrir hvern og einn kannski. Já, bara algjörlega og bara þú búið til þinn sannleika. Já. Og það einmitt það sem fólk... Og það það sem mér finnst áhugavert við þetta, að fólk að losa sig við hugmyndir heimsins og foreldrana og kerfisins og komast að sínum eigin sannleika og nálgast sín eigin kjarna. Já, akkurat. Þetta rosalega mikið lykilatriði að því að Stanislav Grof og svona fleiri sem voru að þróa þessar aðferðir, hvernig þú notar þessi skilmikið efni, þeir lögðu miklu áherslu á það að fólk, þegar fólk, og já, það tengist því sem við viljum fjalla betur eftir, hvernig svona geðrof geta verið hjálpleg, það sem ég var til að fara á eftir. Já, ég líka til í það. Það rosalega áhugavert. En sem sagt, að þegar fólk fer í gegnum eitthvað ferli með þessum skilmikið efnum, að það nái það að búa sér til sinn eigin sannleika og það sé ekki einhver meðferðaræðli sem sé að túlka upplifunina fyrir þau. Og fólk sé að hnoða það saman sjálft. Þannig að, já. Já, og ég mjög líka áhuga sem að við fáum að tala meira það, hvaða meðferð að gagnast best, hvaða rannsóknir að sýna, hvernig í rauninni við erum með hugsanlega lausnir á alls konar geðröskunum og heilsufarsvandamálum og dauðaótta og ég veit ekki hvað sem að rannsóknir að sýna. Þannig að ef að við, ég veit að þín saga mjög dramatísk og ég veit að þú varst bara á mjög vondum stað. Þannig að þetta, þú veist, ástæðan fyrir því að þú fer þessa leið að þetta bjargaði lífið þín. Já, ef ekki sett spóla svolítið fram í aðeins má frásögn af því. Jú. Já. Þannig að þetta sérst í raun og veru, ég var bara að tala félagsfælni og vantrúa sjálf á mig, dómararöddina. Það var náttúrulega eitt af því stærsta sem ég hélt aftur af mér, Og svo var annað sem að frá því ég var 20 og alveg bara í 20 eitthvað ár að þá var ég með vaxandi höfuðverki. Og við erum ekkert að tala litla höfuðverki, við erum að tala undir lokin og þá var bara þannig að ég fekk hausverk og ég lá upp í rúmi í viku. Wow. Ég bara lá og bara það erfitt að útskýra hversu stórt þetta þannig að það kemur hausverkur, ef ég ger eitthvað þá bara fæ ég meiri hausverk, þannig að ég þarf að liggja í viku og þá ertu bara alveg maður getur ekki hugsað þetta er svo heavy. Hræðilegt. Verður maður ekki þunglyndur ef maður á þessum stað? Já, ég upplýði ekki beint þunglyndi en jú, þetta getur örugglega ítt undir það Já, þú upplýðir ekki þunglyndi? Nei, ég hef alltaf verið frekar góður að einhvern veginn bara eitthvað, það eru aðrir sem hafa það verð og bara svona fókus á eitthvað. Smá Pollyanna í þér? Já, pínu það hjálpar. Já. Þannig að ég fór í svona psychedelic assisted therapy eða skynvíkandi meðferð hjá aðila, það sem var bara one on one, það sem aðilinn sat yfir mér og ég var að borða einhver efni og fara í gegnum einhverju hluti og ég byrjaði þessu þannig að ég byrjaði þá því að fara í alveg fullt af hópaferðum með ayahuasca og alls konar dóti og það gerðist ýmislegt í þessum hópaferðum mjög gott en það einhvern veginn eins og ég hafi ekkert farið í neitt almennilega úrvinnslu og almennilega heilun af því að það svo mikið kaos í þessum hópaferðum og að mínum að það þarftu að vera í vissu öryggi og vissum svona rólegheitum
til þess að ná að fá trausti til þess að fara nú djúptinni sjálfa þig til þess að vinna úr því sem að halda aftur að þér. Það gerist vissi hópaferðum, hjálpa mörgum og fyrir mig gerði það eitthvað fyrir mig en það byrjaði ekki að gerast almennilega fyrir en ég fór að fara í one-on-one ferðir. Þannig að svona, það var svona þessi meðferðarnálgun þar sem unni með að skapa öryggi fyrir þig og þú upplifir traust gagnvart meðferðaraðalanum og þar byrjar eitthvað að gerast. Akkurat. Í raun og veru í kjarnan þetta sko, tölum að þessum the inner healer. The inner healer konsept sem ég talaði áðan þegar þú skerði að þá heila líkamann sig og þegar þú býr til rétt rými fyrir sáluna til að heila sig þá var það að vera að virka þennan inner healer. Þegar inner healer vísun í þennan eiginleika lækningamátt líkamanns og sálarinnar í rauninni. Já, akkurat, bara innbyggður lækningamáttur sálarinnar líkamanns. Svo fallegt, þetta hefur oft gefið mér svo mikla slökun sko, bara líka með kannita, hann alltaf að reyna að laga og finna út úr þessu og það í rauninni tilhneigingin að laga og bæta og rétta af. Akkurat, þú þarf bara að búa til rétt umhverfi til þess að fólk nái að treysta og fara í þetta lækningaferli. Þannig ég var þarna komin í rétta umhverfi með einstaklingi til að ég geti farið í þetta lækningaferli og fyrstulega átti ég sko upplifun sem er mjög löngsaga, ég þarf að annarkvæmst bara segja hana setna, ég ætla bara stikla stóru. Ég upplifði þess að það var eitthvað sár sem ég var fyrir því ég var í kringum 10 ára sem lokaði mér og bjóð til þess að gagnrýnir rödd í hausnum á mér. Svo fór ég í ayahuasca ferðalag og það sem ayahuasca ferðalagi gerði var að það opnaði inn í þetta sár og þá hitti ég röddina sem var búin að halda aftur af mér alla minna ævi. En ég hitti hana í formi bara einhverja veru sem ég hitti og þessi vera fyrir mér var bara 100% ótti. Þetta var bara hræðilegasta sem ég hefði nokkuð tímann kynnst, það var þessi vera. Svona ótti inn í þér sem er einhver partur trúlega út frá partasálfræðinni. Já, þú getur kallað þetta part. Þarna var parturinn komið líkama, ekki bara rödd heldur líka líkama og ég fattaði ekki fyrst að þetta væri þessi partur, ég held að þetta væri bara einhver djöfull eða bara eitthvað hræðilegt sem væri bara að fara inn í þér. Ég vissi ekki hvort það væri inn í mér eða fyrir utan mig og núna búin að ákveða að það skiptir ekki máli og það sem gerðist var að ég var í raun og veru sko fastur í þessu ayahuasca ástandi í frekar langan tíma á eftir og í raun og veru eitthvað sem er litið á í dag í nútíma samfélagi sem hræðilegan hlut, þú ferð í skilmikildi meðferð og þú ert í vandræðum eftir í margar vikur og þú ert í breyttu hugarástandi líka í margar vikur eftir og þá er núverandi svona viðhorf í samfélaginu bara svona þetta kannski virkar en í sumum tilfellum þá brýtur þetta fólk og einhverju læknar hefði sagt þarna bara þarna ert þú búin að brjóta þig vinnur, sorry, þú ert búin að skemma þér heilan og ef ég hefði talað við læknar þá myndi ég gefa mér antipsychotic lyf, deyft þetta niður og þá hefði ég ekki fengið út á mögnun útkomi sem ég fekk út í endan. Og þetta svolítið stórt samt að segja nú. Rosalega stórt. Þú ert í raun að segja og þegar við erum búin að vera að fá svona fréttir af því að fólk hafi lent í vandræðum eða erfileikum eða haft vondar afleiðingar af því að fara í svona ferðir, meðferð með höfuðkandi efnum og þú ert að segja í rauninni það liður í batanum að það er búið að opnast inn á eitthvað sem að bara á eftir að fá að leysast með kannski þessum innri lækningamætti líkamanns eða sálarinnar? Algjörlega, í mjög mörgum tilfellum og ég veit ekki prósentuna, ef við erum að tala geðrof versus andlega krísu. Þannig að þú getur verið að tala að þegar manneskja er í erfiðleikum eftir ferðalag og þá er hún kannski komið einhverjar breytta skynjun á heiminum, hún er komið eitthvað sem getur túlkast sem rangkomundir og hún er einhverju þjáningu, þetta er erfitt ferli og þetta getur alveg verið manneskjan getur verið komin í geðrof mér skilst að séu sem eru einkenni, má ég aðeins prófa að segja hvað ég er að hugsa núna út af að ég á vinkonu sem fer í geðrof og er ofsalega ósátt við það, hún er tekin og sprautu niður og sett inn á geðdeild hún vill meina að hún þurfa að fá að fara í gegnum þetta og ná einhvern veginn að vinna sig í gegnum þetta til þess að læknast. Einmitt. Og þá er ég að hugsa bara núna,
þetta í rauninni einhver skilaboð, einhver einkenni sem eru til margsum að það eitthvað óuppgert eða óleyst innra með þér. Það sem þú ert að segja? Já, og þetta í raun og veru, sko ég núna í náminu mínu sem við kannski fjöllum betur og þá ég alveg heilu ári núna þar sem við erum að mestmengnis að fjalla þetta ferli og þetta ferli sem fólk virðist fara stundum í gegnum þegar heimsmyndin að breytast og þegar þú ert að losna við eitthvað sem að halda aftur að þér. Og þetta eitthvað ferli sem að kannski við myndum halda að geti verið svona mjúkt og þægilegt ferli í gegnum einhverja þægilega meðferð og ástof umhyggju. En þetta bara virðist vera að þetta sé bara mjög erfitt umbreytingaferli, mjög oft. Og það einmitt, já, þannig að það sem oft að gerast. Bara heimsmyndin, kannski, þú búin að halda þér í einhverja sjálfsmynd og svo bara það kannski ekki bara satt. Nei, og þú veist, og reynir bara mjög góð pæling, bara hvað satt og rétt og rangt. Þú veist, það eitthvað sem í stöður þróun og breytingu hjá okkur sem lífverum. Þú veist, þetta ekkit absolút eitthvað rétt og rangt og gott og vond. Þannig að það eitthvað svona, já, mjög erfitt ferli sem að fer í gang þegar þetta að breytast við fólki. Og þú ferð að upplifa þetta á eigin skinni, að þú ert þarna bara í algjöru keng með... Já, ég með það sem að var að segja við mig bara var bara eitthvað, já, bara þú ert andsetin. Því bara eitthvað, ég þvittir þessa veru og hún bara eitthvað í þér og ég fór bara, þetta var bara hræðileg upplifun að fá þessar upplýsingar. Síðan fór ég að stúdera meira bara, þú veist, partafræðina og allt það og bara svona komast bara því að bara, og fór niður að það skoðun að, nei, þetta kannski bara eitthvað inn í mér sem ég að tengjast við. Hvernig var það að upplifa sig með þetta inn í sér? Ég meina, var það, þú veist, hvernig leiðir á þessum tíma? Náttúrulega sem eðlisfræðingur, materialisti, trúleysingi og þá var þetta náttúrulega bara mjög mikið svona slap in the face, sko og hvað að gerast? Já, og þetta kendi mig líka bara það, sko, að mjög góða kenningar sem þetta að fara í en ég með þá kenningu að við sem lífverur höfum, þú veist, ég sem manneskja, ég hef eitthvað potential til að skilja og skynja heiminn og svo það alveg augljóst að ég skynjaði heiminn okkur vissa máta þarna sem eðlisfræðingur og endaði sem eðlisfræðingur svo var einhver annar sem skynjar heiminn á annan máta og endar sem heilari og það er mjög augljóst að við erum að skynja heiminn á mjög ólíkan máta og það er alveg fáralt að halda því fram að mín eðlisfræði skynjun á heiminn sem rétt og hitt sé ranghugmyndir af því að ég veit ekki nákvæmlega hvað þú veist, raunverulega eðli heimsins. Þannig að þetta var svona erfitt fyrir því út af því að þetta stemdi ekki við þá þekkingu sem þú hafðir og þá heimsmynd sem að... Já, nei, þetta var ekki erfitt fyrir mig út af því. Þetta var ógeðslega áhugavert einmitt út af því að ég var bara svo mikið knowledge seeker. Að fá bara að vera núna bara eitthvað, þú veist, manneskjan sem að byrjar að skynja heiminn öðruvísi og þú veist, og Hvernig var það? Hvernig var upplifunin? Já. Það er svolítið erfitt að segja frá henni, sko, en þú veist, í raun og veru bara frá því að vera bara manneskja sem skynjar þú veist, bara eitthvað sem mikið útskýrt með eðlisfræðiformúlum að þá var ég allt í orðið manneskja sem að gat tekið upp kristall og fundið einhverja orku frá þessum kristalli og tengdi miklu dýbra við tilfinningar og konsepti orku, ekki eðlisfræðiskilningi heldur svona meira hvernig spiritual heimurinn fjallar konsepti orku. Þannig að allt í einu skildi ég núna bara eitthvað, já, þetta er það sem fólk að tala Það búið að opnast inn á þetta svið, já. Já, og einhvern veginn og í raunum er þetta bara, þú veist, hvað gerist þegar ég drekk ayahuasca? Þá byrja ég að fá þessa skynjun, skilur, það er það sem ayahuasca gerir. Opna fyrir skynjun. Breytir skynjunni, sko. Og það sem ég myndi segja, þetta er löng saga að rökstyðja það, sko, ég veit ekki alveg hvort þið fyrir mig það núna, en þú veist, ég myndi halda þið fram að þetta væri partur af gamla heilanum sem er svolítið primal og og hvernig hann skynjaði heiminn og í raun og veru erum við sem lífverur bara gangandi eðlisfræðimódel af heiminum sem í samfelldri þróun af því að ég sem lífvera til þess að lifa af því sem heimi þá þarf ég að áætla hvernig þessi heimur mun hegða sér og þar alveg þarf ég að búa til pínu líkan í hausnum af mér það hvernig mun þróa sér sem er basically bara eðlisfræði líkan og við erum þannig kannski bara með eitthvað eldra líkan sem að ég var búin að virkja sem er bara partur af gamla heilanum og ekkert að segja að þessi eitthvað rangt eða eitthvað, það er bara öðruvísi þannig að þetta
Já, hann ég sérst búin að opna svolítið mikið inn á bara öðru þessu skynjun á heiminum og búin að ákveða að stíga niður þessum stalli að vera bara eitthvað að viðhorf vísinda í dag sé það eina rétta, skilurðu. Og þú ert fastur þarna í þessu, þú talar þetta svona eins og eitthvað ástand í einhver tíma. Já, bara, þannig ég myndi ekki segja að ég hafi verið orðin einhver skyggn einstaklingur eða eitthvað, ég upplifði ekki þannig, en ég bara skynjaði heiminn öðruvísi og ég bara fór í miklu dýpri tengingu við náttúruna, við annað fólk, við lífsorkuna. Það var fullt jákvætt við þetta. Bara frábært allt við þetta, nema bara það að einn partur af þessu var sá, ég fann alltaf fyrir þessari veru sem ég fann þarna sko. Hún var alltaf svona, ég fann fyrir henni og það, þessum djöfli sem ég hitti í ayahuasca og sem sagt mikill ótti sem fylgdi því fyrir mér var hún bara hrein ílska og svo ef við dettum aftur inn í þann part af sögunni, gaman að fara svona allt, en já, ef við dettum aftur inn í þann part og hver var heildarútkoman af því að hafa lent í þessari upplifun af ayahuasca, verið í vandræðum eftir ayahuasca. Heildarútkoman var svo að eftir einhver ár þá fór ég þessa skynvikandi meðferð og þá hitti ég aftur hennan djöful og þá var ég sérst á MDMA, þannig ég gæti ekki fundið ótta og þá náði ég að hitta hennan djöful og tala við hann og þá komst ég að því að þessi djöful, eða þessi partur, köllum hann partur ekki djöful að því að ég trú ekki djöfla að ég trúi á neitt en trú ekki neitt en ég fattaði þess þarna að þessi vera, hún var það sem ég get að segja þetta bara ensku, mér finnst það þægilegra, hún var svona subconscious entity that was created by an adverse childhood event eða undir meðvitundar partur lífvera vera sem var búin til af einhverjum sem kom fyrir mig í barnæsku og hún var alltaf að kvísla að mér ekki vera að flagga þér svo að þú lendir ekki fyrir höfnun og var bara búin að vera með mér alla minna ævi. Ég verandi á MDMA og gæti ekki fundið ótta, þá var ég ekki hræddur við þessa veru, þennan part og ég náði bara að tala við hana og bara sem sagt, samskipti voru þannig bara eitthvað hver er þú? Og þessi vera sagði mér bara ég býð þér og ég er að gera þig veikan og ég er að halda aftur að þér og þá þurfti ég bara að segja hann bara bara því miður en þú ert að fara þú ert að hætta þessu og meðan var hún að reyna að hræða mig og bara alltaf að halda mig niðri en ég náði bara að vera bara algjörlega að halda mínu og bara nei, því miður, takk fyrir en þetta er komið gott og þá bara breyttist hún fyrir mér þessari sín í bara ég ekki neitt, var bara einhverjum svona lítilli kúlu sem var grátbiðandi um mercy og svo bara kláraðist þetta og ég sparkaði henni ekki út, ég bara þetta er greinilega ekki að halda aftur að mér lengur og það sem ég upplýði eftir þetta var bara ég var bara komin í ástand þar sem daginn eftir því ég vaknaði þá var dómararöddin sem var búin að halda aftur að mér allir minna ævi og bara þögn, bara farin það var engin efi nokkuð skapað hlut sem ég geri og ég fekk líka það vitneski á saman tíma bara fatta að ég er góður maður, velviljaður ég vill öllum vel, ég vill hjálpa og ef ég ger eitthvað slæmt eða einhver bregst illa einhver sem ég segi, þá var það óvart eða það er vegna þess að einhver er að miskilja og það er bara rosalega sterk öflug þekking að fá það sjálfan sig, að vita það að ég er ekki að meiða viljandi og þetta er náttúrulega alveg því ég svo áhuga sem partafræðinu núna þetta er í rauninni það sem við upplifum í kjarnanum okkar að þar er þessi gæði Akkurat, einmitt í kjarnanum og svo eru það bara partar sem eru alltaf þælast fyrir sem er að loka og halda fyrir og loka fyrir tilfinningar og loka fyrir það að þú getur tjáð alla þá ástæðu umvikið sem þú vilt kannski í kjarnan tjá það er skömm og óttin við skömm sem heldur oftast að fólki að vera í fullkomni ástríkri tjáningu. Akkurat. Þannig að þetta er mjög áhugavert. Og þú er búin að segja svo margt sem að væri gaman að fara dýpra inn í. Þú talar náttúrulega MDMA, þar finnur ekki ótta sem er nú kannski ástæðan fyrir því að það er svona gott í meðferðarskyni því að fólk er ofta að fara inn í svona erfiða reynslu og áföll í þessum ferðum og þá
gott að geta verið óttalaus gagnvart því út í að það oft svona tilfinningalegu sársauki sem sem kemur upp. Einmitt. Og svo þegar óttin kemur þá lokastu. Það lokast af þetta, þú mátt ekki fara inn í þetta og mátt ekki vinna úr þessu. Þótt að sé ekki til að óttast í augnablikinu, þá bara óttin, hann kemur bara, sko. Óttin bara rísa fyrirbæri, sko, ef við getum nú bara taklað hann í eitt skipti fyrir öll. My good old friend, sko. En hvað segirðu? Ok, þú ert að tala þarna þú ert með alls konar einkenni, með þessar hræðilegu hausverki, þú ert líka með eitthvað svona ofnæmi, þú veist, mataróþólið ekki og eitthvað, þú veist, hvernig hefur... Ég var að tala hausverkina. Hausverkin, þú varst búin að tala það og hefur bara verið alveg í heila viku. Þarna sérst sagan sem ég var að klára, þá losnaði ég bara við feimni og sjálfsgagnrýni sem er rosalegt. Það er rosalegt. Því ég eins og segi, ég bara eitt feimnasti maður sem hefur hitt, sko. Varsta, já, var það, já. Og síðan, síðan var þetta hausverkina. Ég fór í aðra svona meðferð og það var einhverjum fyrsta meðferði mín, svona one-on-one meðferð. Og það sem gerðist var, ég var með hausverki og ég var líka komið með rosa mikið skammdegisþunglindi, en ég myndi ekki kalla það skammdegisþunglindi, þetta bara skammdegis shutdown, bara eins og mér vanti bara öll næringarefni og ég bara svona ég breytist í svona beinagrind í skammdeginu. Það var eitthvað sem hafði ekki verið og var svo byrjað að hrjá mig. Þannig að við fórum inn í meðferðina með því að bara fókusa á af hverju er með hausverki, af hverju er þetta vandamál í skammdeginu, aðra hausverkirnir. Og það var bara, aðilinn bara leiddi mig í gegnum 2 klukkutíma ferli þar sem við vorum bara alltaf að íta á ok, af hverju er þessi hausverkir, hver er ástæðan fyrir þeim, hver er rótin, hvaðan koma þeir, af hverju byrjuðu þeir, og svo bara svona alltaf svona að sörta, skilurðu, þetta er ekki vandamál lengur, hættan að líðin hjá, þetta er bara allt í lagi, einhvern veginn svona að reyna að róa einhvern part í mér til þess að deila og opna. Og allan tíma en ég var í þessari meðferð, þá fann ég bara eins og það væri bara eitthvað inn í mér sem hélt svona á einhverju leyndamáli og var bara svona inn í mér að bara halda í þetta leyndarmál. Og það gerist eiginlega ekkert nema bara það. Þetta var bara konstant, bara í 2 klukkutíma og ég var alltaf svona að upplifa eitthvað svona ferli inn í mér. Þá geta bara eftir 2 klukkutíma þá bara var rödd sem að sagði í herbygginu bara eitthvað Sigtryggur, hann dó. Og ég bara eitthvað, já, ég veit, hvað með það? Og svo bara svona, það var aldrei neitt vandamál í kringum það, það var aldrei neitt vandamál í kringum það, það er skrítið. Þannig að, og smá backstory, Sigtryggur er maður sem ég var að vinna með því ég var 19 ára eitthvað slis, og hann dó í vinnuslýsi bara 2 metra frá mér. Út af því að ég steig á einhverja tröppur sem átti að vera fastar en það voru ekki fastar. Þannig að það hrundi á hann 20 tonna steypu og krömdan og hann bara dó á 1 sekundu. Og upplifinu mín að þessu var einhvern veginn, það var bara rosalega sjokk bara fyrsta klukkutíman og séðan bara svona sem var bara tekið úr sambandi og ég bara svona ég finn ekki neitt. Ég fann ekki neitt. Ég fór í jarðaförina, fann ekki neitt, ég svaf fínt nóttina eftir, einu maðurinn í vinnunni sem svaf fínt og ég bara fann ekki neitt. Og mér var sagt á sínum tíma bara, ég fæ alveg bara hroll, ég fattaði ekkert að þetta var eitthvað skrítið. Algjörlega, frís ástand. Já, því það sem gerðist þegar hann dó var að ég bara, hausinn á mér sprakk og ég bara var eitthvað hlaupandi í kringum húsið þarna sem þetta var og var bara eitthvað að vísa ekki hvað þetta gera. Og þú veist, ég var mjög empathic einstaklingur og þetta fór mjög djúpt inn í mig. Svo er þetta bara pælingið, þú veist, stresslevelið er komið það hátt, þetta er mikið, hann er ekki að höndla þetta, við ætlum að taka þessa reynslu, við ætlum að pakka henni niður og hann má ekki finna hana aftur og hann má ekki finna neina tilfinningar sem að tengist þessari reynslu, sem gerir það verkum að hann getur fungerað og hann getur haldið áfram að bara keyra áfram í gegnum lífið. Að lifa af. Já, að bara lifa af. Það virkar, þú lifir ekki af að þú ert bara einhvers staðar öskrandi bara eitthvað út í hornið, þá ertu bara étin eftir kortir. Skilur, þetta er mjög, þarna er ég að kynnast áfallakerfinu alveg bara beint og bara 100% hvernig það virkar. Hvernig nærðu svo þessum parti sem er að segja Sigtryggur dó, finnur hann, hvað gerist? Sko reynur
ég stjórna ferlinn ekki neitt nema bara það sem gerist þegar ég bara fer heim og ég bara svona, já, þetta var náttúrulega eðlilegt að ég skildi bara eitthvað sigla í gegnum þetta dauðsfall án þess að það hafi nein áhrif á mig, bara nei, það er skrítið og þarna var ég ekkert búin að læra neitt innan að partafræða neitt, vissi ekkert hvernig það virkar svo allt í einu bara því ég var heima hjá mér að þá bara molnaði einhver múr, ég var bara að segja einhverjum frá bara, já, þessari meðferð og var að segja svo frá atvikinu bara eitthvað, já, og svo fellur þessi steinn á hann, þessi stíi fellur á hann og ég ætla að segja hann, og hann deyr og ég bara stoppa á orðinu deyr og ég bara get ekki sagt það og svo bara öskra ég og hrín í gólfið, ég bara ligg í gólfinu grátandi, sko, af því það bara þá loksins eftir 20 og eitthvað ár þá fengu þessar tilfinningar að koma út og ég bara þarna byrjaði bara ferli þar sem ég loksins eftir 20 og eitthvað ár náði að syrgja þessa upplifun, syrgja hennan mann, fara í gegnum tilfinningar sem ég átti að finna sorgina og í kjölfarið finna allar aðra tilfinningar sem voru búin að vera lokaðar í 20 ára því ég var búin að vera mjög lokaður einstaklingur tilfinningarlega í 20 ár á eftir, mjög bældur tilfinningarlega síðan svo allt í henni bara eitthvað, nei, hefðu það er búið að breyta hérna reglunum, hann má finna þessar tilfinningar. Það er búið að opna inn í allt sem hafði verið pakkað niður. Já, ég bara allt í henni var ég orðin maður sem bara það kom alltaf svona tilfinningaflóð bara, ég var kannski labbandi út og ég sá einhverja konu sem var að leiða barnið við götu og ég bara það er svo fallegt og bara eitthvað, og fyrr hefði ég verið bara Þannig að þú fékkst að finna allan skalan og þegar þú komin hérna inn í erfiðasta og sárasta þá veist að finna alla góðu tilfinningarna líka. Já, akkurat, og þá fékk ég að finna þær og fékk bara að finna hvernig er það að vera maður, einstaklingur, bara elskandi manneskja sem að tekur þátt í lífinu og finnst ekkert fallir í heimi heldur en bara að við séum að elskast og eignast börn og bara allt þetta skilur, á menn ég var mjög aftengdur við þetta fram að þessu, sko. Hverju breytti þetta fyrir lífið, sko? Fekk ekki hausverk í 6 mánuði. Eftir þetta? Bara, ég fekk ekki hausverk í 6 mánuði eftir þetta. Og það er bara rosalegt, sko. Hvað annað breyttist? Og svona það bara breyttist það að það er tilfinningatengingin. Ég er orðin bara miklu ófeimnari við að tjá eigin tilfinningar og bara finn eigin tilfinningar, finn tilfinningar. Getur mynda tengsl og... Já, og bara mjög, bara breytingin er bara þessi, ég er tengdur við eigin tilfinningar. Já. Og En þú varst búin að tala um að það væri ýmislegt, sko, svona heilsufarslega sem stóði fyrir þrifum á þessum tíma sem að lagaðist eða hvað? Já, þannig að bara aðeins í hausverkir. Það er aðeins í hausverkir, já. Þú ert að vísa í miklu veikindu. Já, ég vissi að þú varst með eitthvað svo leið, sko. Ég hef svo sem ekki tengt það dæminni við psychedelics, en það er svona í vinnslu, sko. En þú ert samt að segja frá svo áhugaverðri reynslu sem að útskýrir margt. Þetta að hvernig það verða til svona partar eins og tölum sem að bara loka á eitthvað og er að venda okkur náttúrulega. Það er verið að bjarga lífiðinu þannig að örgla þú geta farið eitthvað að voða örgla í þessum erfiðu aðstöðum þegar sýttingu deyr. Ef við tölum, nú er ég búin að segja hérna reynslusögu og ef við tölum bara aðeins bara hvaða kerfið þetta er og við hvaða aðstæður þetta kerfið eru til. Já, og því að þú ert nú í þessu námi, getur útskýrt fyrir okkur þá hvernig hugvíkandi efni eru, sko, hvað rannsóknir að sýna og hvaða meðferð er í boði fyrir þá sem eru að kljástu eitthvað svipað og þú? Já, sko, þetta er náttúrulega fólk getur farið og borðað þetta sjálft. Skilur, þú getur farið með vinum upp í sumarbústað, þú getur borðað þetta og verið með ásetning og það getur hjálpað og hjálpar mörgum. En svo er náttúrulega bara það er eitthvað sem það er eitthvað value eða eitthvað mikilvægt í það að segja með þessi djúpt sár sem fólk er að vinna úr og það veit ekki endilega hvaða sár þetta er. Það er í raun og veru best að nálgast þetta frá hliðinni að spurja bara, ertu með vandamál? Bara, já, hérna er vandamál. Hérna er eitthvað í mínu lífi sem veldur með þjáningu. Og þú þarft ekki að vita hvaðan þetta kemur, en mjög líklega kemur þetta frá einhverju fyrir reynslu sem mótaði þig. Nefnum einhver dæmi, fólk er með þunglindi, fólk er með kvíða, fólk er með
fælni alls konar, innilokunarkennd, fólk á erfitt með að tengjast tilfinningu sínum eins og þú ert að tala það með svona reiði issue einhver, missi stjórnarskapi sínu, fólk með svona sjálfshatur eða neikvætt sjálfstal eins og þú varst líka að vísa til fólk með vinnufíkn og alkoholisma og alls konar vandamál eins og þú segir. Mjög mikið af þessu vandamálum eru út af vondri reynslu á fyrri árum. Já. Og bara eins og til dæmis bara með reiði, nærtækasta dæmið, stærsta dæmið einmitt bara, og það sem kemur svolítið, ástæði fyrir þessa nýju forsetatilskipun hermenn í Bandaríkjunum sem eru að díla við áfallastreituröskun sem kemur yfirleitt fram í þunglindi og reiði og það einhvern veginn þeir bara eru með einhverja reynslu sem var bara pökkuð saman og þeir eru bara í einhvers svona survival móti, fastir í survival móti. Þeir eru með sömu reynslu þú, það bara lokað á þetta. Já, akkurat. Þeir eru að drepa fólk og hvernig hægt að lifa með því öðru sældur en bara að koma ykkur og pakki þessu saman og bindi slaufi fyrir. En það nefnilega, það eitt svolítið áhugavert í þessu samhengi að ef þú ert á fullorðinsárum og þú upplifir eitthvað hræðilegt eins og til bara það að vera í stríði með það verkefni að drepa fólk. Það hræðilegt verkefni og svo upplifir það náttúrulega bara að viniðinni deyja og þú ert að horfa upp á börn deyja og þetta allt saman mjög stóri hluti sem hafa áhrif á þig. En það í raun og veru ekki þessi atvik sem eru að láta það líða svona illa beint. Heldur það búið að sýna fram á það tölfræðilega að þeir sem að höndla ekki þessar aðstæður, það eru þeir sem að lendu í einhverju hræðilegu barnæsku. Þannig raun og veru þurfa þeir ekki að vinna með stríðið, þeir þurfa að vinna með eitthvað í barnæsku til þess að leysa svo alla keðjuna og líða vel. Vá, nú þetta mér í hug, þessar, eitthvað sem ég hef aldrei skilið einhver bjóði sér fram til þess að vera hermaður. Það náttúrulega, einhver sársækja á baku það. Já, ég myndi algjörlega halda það að það einhver skrítin reynsla sem mótar þig sem að gera það verkum að þú vilt fara í þessu upplifun. Sem eins og náttúrulega bara, ég mæli með að allir horfi á myndina þarna Of Waves and War, heitir hún það ekki, Of Waves and War, eitthvað þannig. Netflix mynd sem að fjalla hermenn sem að lenda í þessu og fara í gegnum Ibogaine. Já, það einmitt sérstaklega að tala Ibogaine í þessu sambandi að það bara sett undirstrika inn í þessa tilskipun frá Trump að það sé mikilvægt að gera rannsóknir á því. Einmitt. Og að íbúgáfíkn, það tilskipun leggur ríka áherslu á Ibogaine gegn ópíóðafíkn sem sagt. Miðað við þá krísu sem við blasir gæti þetta verið svo meðferð sem við ættum að horfa fyrst á. Og þetta kannski það svona sem að helsta ástæðan, trúir þú, fyrir því að Trump að beita sér svona sterkt fyrir því að hugvíkandi efni verði leyfð í meðferðarskyni? Já, þetta klárlega, það náttúrulega þrýstingur, þessi heimildamynd kom út, það ekki ár síðan held ég eða eitthvað leis og hún hefur náttúrulega bara örugglega valdið miklu umtali í samfélaginu og það búið að vera mikið umtal í samfélaginu í Bandaríkjunum varðandi hermenn og áfallastreituröskun og þunglindi. Þannig að það svona hvatinn. Og þú varst í rauninni að segja rétt á hann að það kemur í ljós að hermenn þeirra vanlíðan birtist í svona reiði og hvað annað það? Bara reiði og bara og þunglindi Já, reiði og þunglindi. Já, bara vanlíðan Og vanlíðan almennt og þeir eru ekki ofta ná að tengjast fjölskyldunum sínum, þú veist, þeir koma úr stríð og svona. Akkurat. Og það að koma í ljós þá í rannsóknum að það ekki endilega svo upplifun stríðinu sem að þarf að heila heldur eitthvað sem gerist í barnæsku hjá þeim. Já, og það búið að bara sýna fram að það að þeir sem að lenda í vandræðum eftir stríð, þeir sem að fá varanlega áfallastreituröskun eftir stríðsupplifun eða svona upplifun á fullorðinsárum, að það eru þeir sem að lendu í einhverju vondu í barnæsku. Það skali sem heitir ACE, eitthvað Adverse Childhood Event
próf sem tekið af fólki og þeir sem skora hátt á því prófi úr barnæsku, að þeir ekki að höndla erfiða kringumstæður á fullorðinsárum. Og eigum við þá að tala það hvernig þessi efni hafa áhrif á áfallastreituröskun sem þá kannski aðal vandamál fólks í nútímanum. Það eru allir með áfallastreituröskun. Já, akkurat, einmitt, áfallastreituröskun er þegar þú ert fastur í einhverju, getur ekki komist út úr einhverju slemmri upplifun. En ég er engin sérfræðingur á þessu sviði, en ég myndi halda að í raun og veru sé áfallastreituröskun bara áfallakerfið í yfirsnúningi. Kerfið sem ég talaði áðan sem að þú lendir í áfalli, þú lokar af tilfinningunum og síðan ertu komin á fullorðinsár og þú getur ekki þá fundið einhverja vissa tilfinningar eða þú getur ekki höndla vissar aðstæður af því að þetta segir þér að þetta séu hræðilegar aðstæður og þau eru að forða þér og þannig að þarna er að tala þetta áfallakerfi sem að gera það verkum og þú getur til dæmis lifað af í einhverjum hellasamfélagi fyrir 10.000 árum síðan af því að í staðin fyrir að vera að rífast við einhvern og fá þínu framgengt að þá er mögulega bara betra að loka sem tilfinningu niður svo að því sé ekki kasta út í samfélaginu því að þau eru kasta út í samfélaginu og hellinu þá ertu dáin. Þannig að þetta var mikilvægur í gamla daga og þess vegna þetta kerfi bara í okkur en á ekki endilega við í dag þegar við erum að tala að fólk að lifa hérna kannski 2-3 lengur heldur en í hellasamfélagi og heimurinn er ekki eins hættulegur. Og ef við tökum svolítið utan þetta, við erum búin að tala þína sögu og þú kemur inn á svo margt sem að útskýrir hvað þessi efni er að gera og hvernig þau geta hjálpað og hvaða nálgun er í boði og og mér langar líka bara að heyra hjá þér út í ég veit að þú ert formaður félagsins, hugvíkandi að það er alls konar umræði í gangi og svo ert þú að fara út allan heim að vinna með fólki sem að kenna meðferð. Já, ég er búin að ná að tengja mig svolítið inn í akademiska heiminn og þetta er svona aðalega gegnum stofnun sem heitir MAPS í Bandaríkjunum sem að stendur fyrir Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies rosalega þjált nafn en þetta er basically MAPS er batterið sem að stendur mest á bakvið það að lögleiða efnin í Bandaríkjunum og þá aðalega MDMA sem fagnar núna óurlega að Trump hafi gefið út þessa tilskipun og segja bara eftir 40 ára baráttu þá loksins. Þeir eru ekkert eitthvað mest ánægð með þetta komið frá þessum aðilum en klárlega ánægð með að þetta sé mögulega að fara að gerast og þannig að ég er búin að vera að vinna mikið fyrir MAPS, búin að vera að vinna í því bara sem tæknimaður og svona einhver bara hjá námskeiðunum þeir eru að halda námskeið út alla Evrópu og Bandaríkjunum þar sem þeir eru að kenna sálfræðingum og heilbrigðisstarfsmönnum að vinna með MDMA í meðferðarskyni og það er nú kannski allt til að segja frá því og þegar ég var á þessu námskeið og kynntist þér þar og það er stór hópur Íslendingum búin að fara í gegnum þetta nám að læra að vinna með MDMA í meðferðarskyni og margir með stærstu höfðatölu í heimi af faglærðum MDMA meðferðaræðilum. Já, hugsaði það. Það er bara langt yfir allar þannig að það eru 40 einstaklingar búin að læra þetta á Íslandi. Þannig að þetta fólk býður margir hverjir eftir því að þetta verði formulega leyft og ef við tölum aðeins það hver staðan er lagaumgjörðin þá eru við að gera okkur vonur að þessi tilskipun forseta Bandaríkjanna verði til þess að það fari eitthvað að stað hérna í Íslandi. Já, ef fjalla bara svolítið hvað er þessi tilskipun, hvað þýður honum og hvað hefur hún að segja fyrir Ísland. Endilega. Er það ekki ágætt? Bara markvist og við erum alltaf bæði svolítið út og suður. Það er bara frábært. Ég ætla að vona að allir sem sé að horfa okkur séu með ADHD og ná að fylgja okkur. Þannig að það hjálpar. En þetta er allavega við náum utanum þetta og komum með þetta heim og saman í lokin. En þetta er góði punkti hjá þetta. Segðu mér aðeins frá þessari tilskipun. Já, þessi forseta tilskipun, eins og ég sagði þetta er sennilega stærsta ákvörðun sem ríkisstjórnin hefur tekið á þessu sviði og áhrifamesta vonandi. Og hvað þýðir þetta? Þetta þýðir ekki það að það eigi að fara
gott að gera smá distinction hérna sko, þetta ekki vera fjall löglega einhver fíkniefna. Það er til kenningar sem segja að það sé bara miklu betri að löglega öll fíkniefni, kókaín og allt þetta og fólk eigi bara að sjá þetta sjálft og það veri miklu betra og minni glæpir og allt þetta. Og það bara umræða út af fyrir sig. Hérna ekki verið að tala það, hérna bara verið að tala að og basically Trump og ríkisstjórnin er að bara segja hérna bara vilja yfirlýsing yfir það að við viljum að það sé lagt svolítið í og spýtt í lófana með að gera rannsóknir og koma svo hraðar í gegnum kerfið heldur en kannski myndi venjulega vera gert. En það ekki verið að leggja niður einhverjar kröfur sönnunargildi þessara meðferða. Það ekki verið að kreista þetta í gegn bara í blindni. Það bara verið að segja, ok, við ætlum að skoða þetta og við ætlum að skoða þetta hratt og við ætlum að skoða þetta betur en við erum búin að gera hingað. Og það líka verið að segja svolítið sko að verið að taka þetta niður úr svona, það verið að gera þetta meira svona, gefa þessu meira credibility. Þetta ekki bara eitthvað neðanjarðar svona einhvern veginn umtal. Þarna þetta komið svolítið meira upp á yfirborðið og gefur þessu meira credibility svona pólitískt. En það sko verið að gera mjög ábyggilega rannsóknir í bara öllum helstu háskólum í heimi þessar myndir. Þannig að ég hef aldrei skilið af hverju það ekki einhvern veginn tekið mark á því. Það einhver þekkingarleysi og fordómar sem að hefja fyrir því að veist, já, það að sína sig eins og í þessum rannsóknum sem MAPS, þessi stofnun sem þú vitnaðir í áðan, þar hafa verið gerðar sko mjög ábyggilegar rannsóknir, þriðja fasa rannsókn meiri segja, þar sem að bara mjög góður árangur á fólki með þunglindi og áfallastreituröskun. Ég man ekki tölurnar en ég man á sínum tíma þegar ég las þetta var alveg ótrúlegt. Það var bara 90% árangur. Það 70%. 70% árangur af því. Já, ég var rúlaðis yfir, ég var búin að gera þetta smá samantekt af bara hvað rannsóknirnar segja ágæti skynvirkvita efna í meðferðarskyni. Frábært. Helsta rannsóknin sem sagt bara MAPS búið að vera að rannsaka hversu gott MDMA og meðferðin þeirra til þess að losa fólk við áfallastreituröskun. Og þá erum við að tala fólk sem hefur lent í ykkur hræðilegu og það ekki að höndla lífið eftir á. Það fast í þessari upplifun. Og það var hvað 71% þátttakenda voru ekki lengur með áfallastreituröskun eftir það að hafa farið í gegnum þessa meðferð. Og reyndar var alveg sko mjög stór partur af þessum hópi sem fekk lyfleysu en meðferðina svaraði líka mjög vel og þannig að þetta bara mjög góð meðferð skilurðu. Þannig meðferður umgjörðin að það hitta þessa meðferðar aðila og tala við það var líka gagnlegt bussi frá því að fá efnin. Já, þannig að það ekki bara efnin en efnin alveg bara gefur svo gríðarlegt búst. Já. Og þau fóru í 3 það ekki í flestum tilfellum, 3 MDMA ferðalög? Jú, þetta voru held ég 9 samtalstímar og 3 8 klukkutíma MDMA ferðalög. Já. Þannig að við erum að tala kannski 3 mánaða ferli sem að bara kannski lagar eitthvað sem búið að vera vandamál í 10 ár. Svolítið magnað sko. Já. Þannig að, og hérna erum við að tala einhverja tölur og þær segja eitthvað. En síðan bara þegar ég er búin að, og við bæði erum búin að fara í gegnum þetta nám og við erum búin að sjá persónulegar upptökur af viðtölum við fólk sem að losna við alvöru vandamál. Þá fattar maður hvað þetta stórt. Hérna erum við að tala fólk sem orðið það veikt andlega út af einhverju áfalli. Það er að reyna að deyja. Já, það bara, sjálfsmorðstíðnin gríðarlega há, fólk getur ekki þátt í lífinu, það getur ekki verið til staðar fyrir börnin sín, margir getur ekki unnið og svo bara, það bara kemur tilbaka og getur bara komið aftur upp á svið og bara haldið áfram. Þetta rosalegt, sko. Magnað að sjá alvöru reynslusögur, þar sem fólk bara lýsir því að þetta bjargar lífi sínu. Algjörlega. Og það þannig að þetta ég tel mig að vera að ganga til dæmi bara hvað þetta hversu áhrifarík þessi efni eru og svo náttúrulega bara tölfræðin sýnir það líka. Og það ekki bara þetta er mjög mörg efni sem eru til staðar. Psilocybin til dæmis. Já, segðu okkur fleiri rannsóknir. Hvernig gagnast hann? Já, Kompass var að rannsaka svolítið með psilocybin eða sveppin og það var bara við svona þunglindi sem ekki að svara öðrum meðferðum.
og það voru 30%, 1/3 sem að urðu nánast einkennalausir eftir 3 vikur eftir 1 skammt af sílósíbin og það var örugglega einhver meðferð með því sko. Og síðan náttúrulega líka við sko svona, hvað kallar þetta, end of life anxiety, eins og þegar fólk kannski komið krabbamein og það komið gríðarlegan kvíða, það er mjög stórt vandamál sem að díla við. Já, ég ætla að fjalla það bráðum. Það er við eigum íslenska sérfræðing á því sviði. Já, frábært. Þannig að það er líka mjög áhugavert að fólk fái að eiga hamingjuríka tíma á þessum loka skrifum ævinnar. Og í þessari rannsókn var 80% sem fengu bótmála og minni ótta. Já. Og þá voru við að tala þá voru við að koma niður á sko, ok, þetta getur hjálpað að losna við einhver áföll sko, en svo getur þetta líka, og ég mig grunar í þessu tilfelli hafa þetta hjálpað fólki að mynda einhvern veginn dýpri tengingu bara við lífið og heiminn og sætta sig meira við dauðan. Það er bara hægt að vera hræddur við dauðan en alltaf stór skref og það út af því ég er aðeins búin að kynna mér þetta að það er líka að lengir lífið verulega lífin virka betur þegar það kemur slaki í kerfið og þú getur bara farið að bara hvíla með því sem að býður þín og kemur og svo er líka dæmi að fólk bara læknist. Já, ég þekki það ekki, það er náttúrulega magnaði ef að svo er sko. Já, það er náttúrulega, þú veist, þá kannski nær líka minna að fara í einhverja vinnu sem að hann komst ekki í út í að hafa svo mikið streita í kerfinu. Hann ætla bara rannsóknir sem sína fram á það að sko bara þín líðan, andlega líðan og tengst þín við fólkið í kringu þig, það er það sem hefur mest áhrif á það hvernig þú funkar að líkamlega, hvort þú eru veikur, hversu lengi þú lifir. Það er mjög stór rannsókn frá Harvard frá 1944 sem er ennþá í gangi, okkur 200 einstaklingar sem sýndi bara fram á það. Það skiptir mestu máli eru tengst þín við fólkið í kringu þig. Já. Þannig að þetta er alveg eitthvað til að skoða sko. En við erum búin að nefna MDMA og psilocybin og það er kannski það sem að hefur verið nota mest heima en svo er það þetta íbúka. Mér er eitthvað svolítið að heyra hvað þú veist um það. Sko, ég þekki íbúka eða íbúgein minnst af öllu þessum því það er svolítið svona nýtt að koma inn í raun og veru og er svolítið spes. Það er sérstaklega, nú ætlum ég að lesa það sem er í þessari tilskipun frá Trump. Íbúgenni brennidepli í þessari tilskipun, sérstök áherslu lögð á efnið íbúgein sem talið geta hjálpa gegn fíkn og áföllum en FDA gaf nýverið grænt ljós á klíniskar prófanir og efnin í Bandaríkjunum samhliða undirrituninni. Og samhliða þessu er tilmæli til lyfjaeftirlitsins sem að hefur verið að stoppa alltaf í rauninni að leyfa allt að það verði bara opna fyrir allavega heiðarlega skoðun á þessum rannsóknum. Og raun og veru það sem þetta þýðir er að rannsóknir af þessum og umsóknir það að nota þessi efni þau fá flýti meðferð sem þýðir það að það muni kannski taka 2 mánuði að fara í gegnum FDA approval í staðinn fyrir að vera 6 til 8 mánuði. En það er sem að vera að gera rannsóknirnar og alveg jafn ítalega og áður sko. Já, þannig að það er ekki bara hægt að fresta og íta til hliðar. Nei, þetta mun flýta, ég er sannfærður þessi efni virka og þetta muni fara í gegn. Kannski mun eitthvað koma upp sem að leiði ljós að þetta sé eitthvað sem ég veit ekki af, skilur við þetta, maður þarf að vera opinn fyrir öllu. Þetta hent ekki öllum, það er mjög líklegt. Já, það er mjög líklegt sko og ég er alveg þeirri skoðan að þetta hentar ekki öllum. En mögulega hentar ekki öllum. En þetta mun alveg klárlega flýta fyrir hvað þetta mun taka langan tíma og þetta mun breyta þá umræðin í samfélaginu og það sem þetta mun kannski gera á Íslandi myndi ég segja er sko að þetta mun breyta umræðinni fyrst og fremst. Þessi lagasetning í Bandaríkjunum hefur ekki bein áhrif á Ísland því við erum bara ekki með sama lagakerfi skilur við. En þetta mun breyta umræðinni og þetta mun kannski gefa okkur fyrr aðgang af upplýsingum, rannsóknar tengdum upplýsingum og mun mögulega ýta okkur áfram líka bara tímalega séð að ef að þeir hraði þessi gegnum kerfið þá mun koma hvati mögulega innan Evrópu að gera slíkt því sama.
En nú víða í Evrópu búið að samþykja allavega notkun í rannsóknarskyni og segðu mér aðeins frá því. Hvað þú veist, við vitum að Sviss með, þar hægt að komast á svona klínik. Í Hollandi getur fólk, bara Íslendingar geta farið í svona hugvíkandi meðferð. Akkurat. Víða út í heimi, ekki líka á Spáni? Nei, ég held að sé nú Portugal. Ekki á Spáni. Spánn mjög stífur varandi þetta og að ráðast inn í serimónir með hrískotabissur og valda fólki áföllum. Ég myndi ekki fara til Spánar í svona. Portugal sem sagt búin að ekki lögleiða skilmingandi efni, þeir eru búin að gefa svona slaka. Þannig að fólk ekkert vola hrætt við þetta. Þú mátt ekki opna búð sem selur sveppi í Portugal, en hins vegar getur alveg verið með eitthvað svona retreat center og verið að vinna með þessi efni og það miklu meiri slaki þar, sko. En hvað að gerast hér á Íslandi? Ísland alltaf að bara fylgja Evrópu, mestmegnis, og munur fylgja Evrópu, mun sennilega ekki fylgja Bandaríkjunum beint, ég veit það ekki. En það væri mjög frábært ef Ísland myndi bara vera pínu leiðandi í þessu öllu saman og við höfum potential til þess að vera það og sérstaklega í rannsóknum að við erum lítið samfélag, við erum með aðgengi að þessum decode gagnagrunni, þannig að við erum alveg í mjög áhugaverðu umhverfi til þess að vera leiðandi. En segðu mig, nú bara annarku mannskja sem maður hittir í sundi að tala að hafa farið í svona ferðalög og hvað gískar á að stór hluti þjóðarinnar hafi farið í einhvers konar hugvíkandi ferðalag? Það eitthvað sem þú ætlar að segja mér eftir nokkru mánuði en já, ég að gera smá skoðanakönnun á því en allavega ég gíska á 20-25% þjóðarinnar. Já, ég myndi ekki segja 25, sko. Það svolítið mikið. En ég veit það ekki. Nei, ég veit það ekki heldur. Nei. Og það verið forréttnilegt að vita hvað rannsóknin sýnir. En það er svo stór partur af eldra fólki kannski og sem en það alveg, sko, einu sem ég veit það var nú í áramótasköpunu, skilurðu? Já, ég veit það. Það var bara allt eldra fólki var akkurat að gera þetta og ég ekki frá því að sé stór hópur af einmitt miðaldra fólki sem farið að gera svona tilraunir í þessa veru. Ef við tökum inn sko smáskamta, mikrodósing, þar sem við tökum mjög litla skamta bara á venjulegum degi, þá þetta mjög líklega mögulega komið upp í einhverja svona tölu. Einu sem ég veit að það mjög líklega sko alveg svona prósentan af Íslandi versus Evrópu alveg mjög líklega þetta svona tvisvarsinnum hærri. Því Íslandi einhvern veginn mjög opið og komið mjög langt inn í þetta og þetta búið að normalisa samtalið rosalega mikið í fjölmiðlum og svona, sko. Þannig að ég sérst í tengslum við öll psychedelic samfélögin í Evrópu og þegar ég að lýsa umhverfinu á Íslandi þá eru þau mjög hissa, sko, því þau eru að díla við rosalega miklu fordóma í umhverfinu. Og þannig að Íslandi klárlega með sérstöðu. Við erum nú fræg fyrir það að vera opin og móttækileg og forvitin nýja hluti og nýjungar. Algjörlega, það svolítið spes. En þetta náttúrulega ekki nýtt, sko, en og þú veist, þannig að þetta bara við erum að fylgjast með og við ætlum bara að gera þetta ábyggilega og bara við gerum ráð fyrir því að eftir hugsanlega einhverja mánuði verði komin meðferðarmiðstöð sem að veitir meðferð með hugvíkandi efnum. Það væri óskandi. Það væri óskandi. Og ef einhver svona lokaorð eða einhver svona ósk þín hvernig myndi þín ósk hljóða í þessu samhengi? Í þessu samhengi? Man veit ekki hvað mun gerast þetta í Bandaríkjunum en bara mín ósk bara svo að Ísland verði svolítið leiðandi. Það er bara svolítið mín ósk. En maður skilur þess að trega í kerfinu af því að ef þú tekur ákvörðun eitthvað svona og svo kemur í ljós að það eitthvað slæmt við þetta að þá svolítið vont að bera ábyrgð á því, sko. Mín ósk bara svolítið að fólk sé ekki, stofnanir sé ekki hræddar við að stiga þetta skref. Og svo mín ósk svolítið líka svolítið svo að það gerist eitthvað í undirheiminum sem að gera það verkum að þetta verði örugg meðferð fyrir fólk. Fólk að nota þetta
og mín ósk er svolítið svo að við búum til þá umhverfi sem að passa þetta fólk. Við getum ekki stoppa fólki að nota þetta bara sjálft heima hjá sér. Þannig að mín ósk er svo að það tengir svolítið hugvíkandi og svolítið sem forritunni sem ég er að gera sem við erum ekki búin að tala um. Ég var einmitt að hugsa sko kannski út af því að við erum að skilja þessu umræðu eftir svona svolítið þú veist margt sem þyrft að ræða betur. Já. Hvort að ég með vísa á heimasíðu hugvíkandi og það eru haldni fundir fyrir þá sem að hafa áhuga á þessu málstað og vilja taka þátt í umræðunni. Að fylgjast með þeirri umræðu og þar er líka hægt að fá kannski leiðbeiningavarðandi einhverju meðferðaraðila eða slíkt. Já, það er ekkert að fá, við getum ekki bent á einhverju meðferðaraðila sko. En það eru sálfræðingar sem eru að vinna bara sem sett bara löglega, það má tala um þetta, það er verið að tala um það er verið að hjálpa fólki að fara í svona ferðir án þess að vera að gefa fólki efni eða snerta einhver efni. En það er fólk sem er að veita aðstoð. Og félagið hugvíkandi, ég myndi hyggstalaust mæla með því að fólk myndi gerast meðlimur í hugvíkandi og það því að við erum sérst að setja í gang svona fundi þar sem fólk getur komið saman og rætt reynslu sína, fengið stuðning, fengið hjálpið að vinna úr ferðum og fengið hjálpið að komast að hvernig er best að gera þetta responsibly og þannig að þú fáir sem besta útkomu. Það verða líka kynningafundir þar sem að vera bara fjalla þetta, eitthvað vist málefni. Þannig að það er rosalega mikið að fara að gerast í félaginu hugvíkandi. Þannig að endilega mælum með að gerast meðlimir þar og þá ertu komin á póstlista og færð allar upplýsingar. Já, frábært. Er einhver lokaorð sem vilt bæta við hérna? Einhver lokaorð? Nei, það kemur ekkert upp í hugan sko. Nei. Við erum búin að fara svona vítt og breytt yfir þetta og við erum allavega búin að bjóða ykkur svona innsýn inn í þennan heim og það sem er að gerast í heiminum varðandi hugvíkandi efni og í rannsóknum. Og við ætlum að láta þetta duga hérna í dag en það verður eflaust fjalla meira hugvíkandi efni hérna á næstunni. Takk fyrir þetta. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Björgvin Þ. Valdimarsson er fjölhæfur tónlistarmaður. Hann er tónskáld, kórstjórnandi og höfundur alls konar kennsluefnis í tónlist. Sumina barna hafa verið með hefti eftir hann. Og hann er hér komin að Rauðaborðinu, vertu velkomin. Þakka þér fyrir. Þú ert nýbúin að fagna miklum áfanga, 70 fyrir nokkrum dögum. Jú, það passar, 15. apríl verði 70. 15. apríl? Já. Þú ert hrútur. Já, ekta hrútur. Og í tilefni af þeim tímamótum, þá eru afmælis tónleikar. Jú, það passar. Ég ætla að slá til stórtónleika á Selfossi. Já. Það er laugardaginn 9. maí, kl. 16. Já. Og ég náttúrulega hef starfað svo mikið í kórageiranum gegnum árin. Einmitt. Og byrjaði náttúrulega heima, ég spilaði undir á Karlakórnum og svo fór ég að stjórna samkórnum og hef góð tengsl að lustur. Já. Og þarna koma 3 blandaði kórar sem að saminist eitt stóran kór. Já. Og 3 kallakóra líka sem saminast í eitt stóran kór. Já. Og svo verður Sinfóníur Suðurlands í stóra hlutverki þarna undir stjórn Guðmundar Óla Gunnarssonar. Og svo fáum við 2 einsöngara til okkar líka. 3 einsöngara fyrir ég. Nú það er ekkert annað. Hver eru það? Það er Dísela Lárusdóttir, sopran, og svo er það Alexander Jarl Þorsteinsson, tenor, og Einar Þór Guðmundsson, baríton. Já. Þetta er glæsilegt lið. Já. Hvernig tengist þetta þínu höfundaverki, sem sagt,
allt þetta fólk? Já, það náttúrulega, ég hef átt í láni að fagna að margir hafa nú flutt mína tónlist. Þetta byrjaði nú allt saman, sko, ég egnaðist píanó svona 15-16 ára gamall og þá fór ég að semja tónlist. Þetta svona, var svona einhver ástríða hjá mér. Svo fór ég að stjórna samkvæm Selfoss, svona rétt rúmlega 20. Og þá fór nú boltinn svona að rúlla. Þá skynjaði það svona, kórar voru svolítið mikið að flytja allt þetta sama efni við Sverland og mér langaði að gera eitthvað öðru sig og ég skrifaði fyrir kórinn og útsetti líka mikið og maður var fyrir það að aðsókn tónleika jókst verulega þannig að þetta svona smitaðist út í samfélagið og sem dæmi þegar ég tek við samkornum að þá hélt hann yfirleitt alltaf eina tónleika í Selfossbúi en eftir ég tók við hann þá vorum við alltaf með 3 tónleika, hvorki meina minna. Svo spilaði ég líka stundum á trompeti með kornum og við höfum líka frábæran undirleikara þannig að Geirþrúði Fanneyju Bógadóttur svo ég fær nú rétt með það og svo fengum við einsöngvara líka til þessu okkur og þetta svona, þarna fór boltinn virkilega að rúlla hjá mér. Og byrju, þú sagðir að þú hefur verið kornungur þegar þú samdir þín fyrstu lög. Já, ég hef verið svona 15-16 ára. Þegar ég byrjaði svona að fikta í þessu, svo þróast þetta svona áfram. Það er nú margir sem að halda einhver eldgamall kall til dæmis hafi samið undir Dalnar sól. En ég var bara 20 þegar ég samdi það lag. Varstu bara 20 þegar ég samdi það? Já, þá var formaður samkórsins heima, Erla Kristinsdóttir, hún er dalamanniska, hún rétti með þetta ljóð og ég lét nú ljóðin í brjóstvasa hjá mér og eitt kvöldi bara spilaði ég þetta lag við ljóðið, bara beint. Já, þetta er fallegt lag. Hvort heldurðu að sunnlendingar eða skagfirðingar hafi sungið það oftar? Já, Skagfirðingar hafa það ekki. Ég náttúrulega setna með fer ég að stjórna Skagfirsku söngsveitinni þegar kynnt til Reykjavíkur og kynnist Álftakinsbræðrum og Karlakótum Heimi og öllu þessu frábæra fólki hann að vera norðan. Gríðarlegt sönglíf og það var upplifun manni þegar ég fór fyrst á Sæluvíku að sjá allt þetta unga fólk syngja bara í röddum. Þetta var alveg bara upplifun, sko. Og þeir hafa flutt mikið að minni tónlist gennum tíðina, sko. Í hvaða tóntegundir undir Dalarna sól? Ég samdi það í B-dúr. Í B-dúr? Já. Hvers vegna? Ég bara veit það ekki. Ég bara kom þannig til þín? Já, bara settist í hljóðfæri og spilaði B-dúr og gáði þannig út, sko, sem duett. Já. Kannski er það því fyrsti stafurinn í mínu nafn er B, ég veit það ekki. Kannski. Þetta er óskrítið, sko. Hvenær sólarhringsins kom það til þín? Það var kvöldi til, ég man þetta nokkuð vel, ég var nýbúin að hlusta á kvöldfréttinnar og fann þörf fyrir að setjast til hljóðfæri, fer inn í herbyggið sem píanóið var og spilaði bara lagið. Það kom bara allt í? Já, kom bara allt í. Magnað maður. Svona getur þetta verið. En er ekki önnur lög sem að þú kannski nærð einu stefi og svo líða ár þangað til? Jú, það er allur gangur á þessu og það er oft gaman að glíma við að maður fær einhver hugmynd. Að glíma svolítið við hana og sjá hvert maður getur færið með hana. Það hefur komið fyrir að ég látið dætu mín að taka ákvörðum, sko. Þetta betra eða þetta. En yfirleitt er það nú ég sem að heldum stjórnvölinn. En þú getur svona fengið lána dómgrindinn og fjölskyldunum. Já, það er ég. Já. Er það ekki rétt skilið hjá mig, Björgvin, að svona, sko, tónlistarlega heimspekið þín, hún sé svolítið alþýðan og tónlistin? Jú, ég hef starfað svo mikið með bara alþýðu manna í tónlist. Já. Og auk þess náttúrulega menntaði ég tók 3 lokapróf hérna við tónlistskólann í Reykjavík. 3? Já, byrjaði á því að fara í tónmenntakennaradeildina. Já. Og svo fór ég í blásaradeildina og endaði í píanókennaradeildinni. Já. Og sé ekki eftir því, sko. Nei. En ég hef starfað gríðarlega mikið með mörgu góðu fólki og er þakklátur bara fyrir allt þetta samferða fólk. Það skiptir svo miklu máli. Hverju maður er samferðað í gegnum lífið. Já.
Þú sagði mér áður en við settust hér við rauðaborðið að það væri minning þegar þú kemur inn í aðstæður og þú sérð hvort það var blikksmiður eða bifvélavirki eða eitthvað. Já. Við einhverja, segðu mér aðeins. Já, það var þannig að foreldrar mínir þeir sóttu menningar viðburði á Selfossi. Það hefur verið mjög mikið kóra menning á Selfossi og lúðrasveita menning líka. Ásgeir Sigurðsson stjórnaði lúðrasveit Selfossi hvorki meira minni 50 ár. Já. Og ég fór eins og með pappa á tónleika, bara smágutti hjá lúðrasveitinni. Þá sá maður allt í með bifvélavirkjan og rafvirkjan og læknirinn og bara alla flóruna upp á sviði í Selfossbíói. Spila bara flotta músík. Já. Þetta bara, maður leit þvílít upp til þessa fólks. Er það ekki? Jú, tónlistin hún lyftur öllum upp. Það er bara þannig sko. Og allt í hennu sástu líf þeirra í svona öðru veldi og þú áttar þið á því að það var eitthvað miklu meira þarna í gangi. Kom þér út úr þessu daglega streði og þannig að gefa frá sér til samfélagsins. Mér finnst þetta svo skemmtileg saga og hún minnir mig á eina mínu fyrstu minningum. Já. Ég er svona 4 ára í fermingaveislu. Já. Og ég er strax búin að koma mér upp einhverjum hugmyndum það að veður, börðu, bændurnir sem eru í kringum mig, þetta eru svona sumparsvolítið erfiðir menn, háskalegir jafnvel og harðir. Já. Og svo allt í einu þá kemur þessi minning til mín að í fermingaveislunni eru þessi veður, börðu, andlit eins og ég segi og svona þetta hrjúfa fólk. Allt í einu er bara andlitið ummyndað, það er brostið í söng, það er jafnvel blikar tár á hvarmi, maður sér að það eru tilfinningar þarna undir sem maður hélt að væru ekki og ég mun aldrei gleyma þessu. Já, akkurat. Gaman að upplifa svona. Það er það. Virkilega. Og sko þarna áttar maður sig á galdri tónlistarinnar. Já, það er nefnilega máli sko. Já. Og hefur þú þá sko svona lagt þig í líma við að fólk, hver sem hefur áhuga, hann fái að stunda tónlist og njóta og skapa tónlist og vera með öðrum. Já, heldur betur. Já. Og ég er náttúrulega búin að kenna gríðarlega mörgum mikið tíðina. Já. Og ég man bara þegar ég byrjaði að kenna fyrir alveg á píanó. Já. Að þá fannst mér það ekkert rosalega spennandi og þá áttaði mig á því að við vorum mikið að nota við á Íslandi píanóskóla sem heitir Víspelar píanó, sænsku skóli. Okay. Og þetta höfðaði bara ekki til krakkana fannst mér. Á hvaða árum er þetta cirka? Þetta var svona 1979. Ég byrjaði fyrir alvöru sko. Já. Og það verður til þess að ég fer svona svolítið að prófa mig áfram. Bæði að semja lítið lög og útsetja lög fyrir krakkana og ég sé að bara árangur verður mikið meiri. Að því námsefni skiptir gríðarlega miklu máli. Já. Gríðarlega miklu máli, vekja áhuga. Já. Og þetta verður til þess að ég, svona eftir ég er búin að þróa ákveðin kjarna, ég leggi það að gefa út mína fyrstu píanókennslubók. Já. Sem heitir Píanóleikur fyrsta hefti. Já. Og henni var gríðarlega veltekið. Já. Og það er nefnilega ekkert einfalt að gefa út kennslubók. Nei. Sko það er ekki bara nemandi þarf að fíla hana eins og maður segir. Heldur þarf hún að vera þægileg kennslu líka. Kennarinn þarf að hafa áhuga á henni. Þannig og það þarf að nást ákveðin árangur. Man má ekki vera með of mikla þröskulda og of háa þröskulda. Þetta þarf að líða áfram. Og það sem ég gerði svolítið mikið og hitti vel í mark, það var ég var með mikið á 400 lögum. Já. Og þá sest maður með nemyndunum og það verður til svona samspil strax. Já. Bara strax á fyrsta ári. Já. Ég held að það hafi gert þessi mikið. Og varstu þá bæði að brjóta upp stef, einfalda og koma sjálfur með? Já. Bæði sem sagt frumsæmið og gennum tíðina þá ég mjög mikið frumsöndum litlum píanólögum. Já. Sem að maður byrjar alltaf á því að prófa það. Já. Sko mér finnst það kannski eitthvað sniðugt, en kannski nefndanum finnst það ekki sniðugt. Nei. Þá bara leggum maður því en ég verið að semja bara svona lítið píanólög í alls konar stíltegundum. Já. Þannig að það er svolítið gaman að því. Nokkrum árum fyrr
þá, sko, ég man hvernig mér var kennt á píanó. Það var Karl Czerny. Já. Allar fingraæfingarnar. Það voru skalar. Já. Svo þegar leið á, þá hérna séra Örn Friðriksson, prestur í Mjóasveit, ég veit ekki hvort þú manst eftir honum, hann var nefnilega ágætur píanóleikari. Já. Hann leyfði mér hérna að spila bara það sem ég vildi spila. Já. Þótt að væru bara einhver 7., 7. stigs verk þá hérna einhvern veginn og maður spilaði ekki fullkomlega, þá mér langaði að gera það, þá leiða mér það. Og svo leiða mér líka að spila hérna Billy Joel, Elton John og eitthvað þess. Þannig að hann var örgulega svolítið á undan tímanum. Hefur þú leyft þínu nemyndum að spila sem sagt popmúsík, samtíma músík? Já, heldur betur. Og ég hef búin að gefa út nokkra popbækur meðal annars sko. Og þetta skiptir miklu máli og kennslan sem betur hefur breyst mjög mikið. Já. Þannig ég hef til þess að gefa út bók sem heitir að spila á píanó til eyranu. Já. Það var eiginlega bannað þegar ég var að byrja, skilu. Já. Þannig að breytingarnar eru geysilega miklar. Já. Sem betur fer. Já. Þannig að þú nálgast músíkin alltaf svona fordómalaust, opið og reynir að finna það sem hæfir hverju. Já, svo bara, svo les maður nemandan sumir bara eru fæddir til þess að takast á í stærri verk og aðrir hafa ekki áhuga á því. Þannig að þetta það þarf að lesa hvern og einn. Já. Þú ert enn að. Já, ég er ennþá. Erfitt að hætta. Engilega að hætta. En ég held að ég sé nú alveg hættur að gefa út kennsluefni, sem sagt, ég er búin að gefa út mína síðustu bók, en ég ætla mér svona að kenna kannski, ég láta þetta feita út eins og ég segi. Ég er hættur að taka nemendur. Það er 1 pláss eftir í skólanum hjá mér og það er barnabarnið mitt sem hún er nú 4 ára núna þegar hún vil byrja. Þegar segir í skólanum hjá þér, áttu þá við skóla hér eða á Selfossi? Já, ég er með minn eigin tónskóla. Tónskóla Björgvins. Tónskóla. Ég er þarna í samstarfi við Hamraskóla. Ég býði í Hamrakverfinu. Já. Og var hérna þegar ég byrjaði nú minn kennslu fyrir á Selfossi. Síðan fer ég í bæinn og kendi bæði Tónskóla Sigursveins og Tómetaskólanum. Og var yfirkennari hjá Stefáni nokkur ár og svo hætti ég það 1997 og stofnaði bara minn eigin tónskóla. Það er ekkert annað. Þannig byrjaði bara í skúrnum eins og margir hafa gert. Svo flutti ég upp í Hamrakverið 2007 og hef verið svona með aðstöðu þar sem var alveg frábært. Og fyrsta árin byrjaði ég þar og var með kór þar líka og söng á sal sem var, og þá tengdi ég þetta allt saman. Það var hann að söngstund alltaf í fyrsta tíma á föstudagsmorgnum og frá fyrsta degi þá settist ég alltaf við hljóðfæri áður stundin hófst og þá skapaði svona ákveðin stemning í skólanum. Kennararnir höfðu orðaði hvað þetta væri notalegt að labbin í skólan. Tónlist. Svo fóru mínir nemendur að geta spilað og þokkalega verk og þá komu þau inn í þetta með mér og tóku þetta svo alfærið yfir. Og þarna notaði ég eiginlega tónlistina því að það var hvíslað að mér að þau voru nú eiginlega bara að gefast upp á söngursal. Það var svona órói og einhvern veginn ekki bara læti þegar krakkarnir komu niður. En ég notaði tónlistina til þess að fáðu til þess að koma prúðmannlega niður með því að benda þeim og þarna væri nú bara ungi nemendur að spila og það mætti ekki trufla þau þegar það var að spila og líka bara njóta það sem framfer og þetta var til þess að það var algjör breyting. Krakkarnir komu bara hljóðlega niður og báru virðingu fyrir samnemanda sínum og ekki bara það. Þetta nefnilega var líka hvatning fyrir aðra að læra músík. Þannig að sáuðu, heyrðu, úr því Jón getur lært, þá líti ég geta líka lært, skilju. Nákvæmlega. Og það var alveg bara sprenging, sko. Þetta er mögnuð saga. Það var svo mikil ásókn, sko. Ég gæti ekki eiginlega verið með neittnemenda í fullu námi, heldur ég var að vera með allir hálfu námi til þess að koma sem flestum að, skilju. Já. En sko, þetta með lagleysið, er það mýta að sumir séu lagleysir? Er hægt að kenna öllum að finna lagið? Já, það hafa allir einhver að reyna að tóna. En það má segja það að menn eru mislaguvissir, skilju. En oft er það þannig ef þú hefur eitthvað sem að leiðir það áfram að þá kemur þú með, skilju. En ef það er náttúrulega sagt upp að þú sést laglaust þá náttúrulega er bara verið að brjóta nema þetta niður, sko. Þannig að það þarf að fara varlega í það, sko.
En finnst þér ekki magnað hvað hvað sko, þú ert að tala um að svona sumt tónlistar snið, ef maður getur sagt sem svo, hentar þessum og svo er eitthvað annað sem hentar öðrum. Já. En finnst þér ekki magnað hvað jafnvel fólk sem elst upp við líkar félagslegar aðstæður, hvað sumir krakkar eru gættir rosalegum hæfileikum og enginn veit af hverju. Já, þetta er nefnilega alveg magna. Það er alveg magna. Það er magna, sko. Það er það, ég manni mitt eftir Víkingi Heiðari, sko, að hann var bara það. Erla sem kendi honum fyrst í tónlistarskóla. Já. Hún sagði, þetta er bara einhver gammal jazzist í frá Bandaríkjunum, sko. Hann bara settist við hljóðfærið og bara það voru töfrar, sko. Já. Þetta er magna, sko. Hvaðan kom þetta? Ja, þetta er eins og þeir komið með eitthvað næsti með sér. Inn í lífið. Já. Það er misjaflega gefið, sko. Já. Þetta er bara meira hátar, sko. Já. Þannig að við þurfum að huga þessum sálum, en við þurfum ekkert síður að bara muna eftir því að tónlistin hún er jafnaðartæki, hún er leikur, hún er alþýðu menning. Einn saga fyrir ekki sem að hún Gíja Jóhanns, fiðlukennari, hún kendi nú flestum í symfóníunni til þess að byrja með, sko. Já. Hún sagði eina sögu af þessu. Hún var með nemanda sem var bara mjög slappur. Og en svo hittir hún þennan nemanda sinn löngu seinna fyrir tilviljun erlendis. Og hvað heldur hún hafi verið með á bakinu? Hún var með fiðlunir sín á bakinu. Já. Hugsaði. Já. Þó hún gæti ekki mikið, þá gaf henni þetta svona mikið. Já, var það? Já, þannig að fiðlan var í rauninni besti vinnurinnar. Já, hann er lífsföru nautur. Já. Þetta segir svolítið mikið. Það gerir það. Maður þarf að vera mjög opinn, sko, stund hjá nefnendu þá gengur kannski illa fyrst, svo allt í hennu fara þær að blómstra, sko. Einmitt. Þannig að maður þarf að taka öllum, opnum örmum. Já, einmitt. Og þú notar ólíka nálgun eftir því, svona þegar þú ert búin að greina nemandan til svona stöðu hans, tilfinningar og bakgrunn, þá beitur nefndur þín ólíkum kennslaaðferðum eftir því hverju þeir eru. Já, það er ekki spurning, sko. Það gerir það. Já. Sko, eigum við aðeins að ræða svona prógramið á þessum stór tónleikum sem framundan eru, liggur það alveg fyrir eða mun einhverju koma þar á óvart? Ég veit það nú ekki, en jú, ég hafði samband við hann Guðmund Óla fyrir ábyggilega 2 ef ekki 3 árum síðan. Þannig að svona stóran auðburð það náttúrulega skipuleggja með löngu fyrirvara. Má ég aðeins skjóta inn í einni spurningu áður en þú heldur áfram? Sinfóníuhljómsveit Suðurlands undir hans stjórn. Starfar hún allt árið kring eða? Hún gerir það, má segja, sko, hún er mikið með skólatónleika sem er mjög gott mál og og er svo alltaf með yfirleitt jólatónleika og tónleika kring páskana og þá er samstarf stundum við kóra og stundum sjálfstæðatónleika. Núna erum við að stækka hljómsveitina upp í 40 manna band. Þannig ég þóri nú ekki alveg fullir það, en ég heldum að hann allavega ekki oft verið svona stór. Nei. Þannig að þetta er virkilega gaman að þessu. Og Guðmundur Óli, sko, áður kunnur á Kapútópnum, það ekki? Svo fer hann norður, með Sinfóníuhljómsveit Norðurlands. Já, yfir 20 ár þar, sko. Yfir 20 ár þar? Já. Svo stjórnar hann í Óperunni og Sinfóníuhljómsveit Suðurlands og Sinfóníuhljómsveit Austurlands. Akkurat. Og svo er hann líka með Kammerkón Norðurlands. Já, hann er enn með hann. Þannig það er nefnilega frábært, sko. Það er svolítið annað að stjórna kóri eða hljómsveit, en hann er bara nokkuð jafnlegur á þetta, sko. Já, einmitt. Það er málið, sko. Magnaður tónlistarmaður. Virkilega flott að starfa með honum. Já. Og hann kom með þetta fyrstu æfingunum daginn til þess að móta þetta, sko. Og það er alltaf gaman að fá, sko, ferska og nýja svona sýn á það sem var að gera. Já. Hann er svo fullorðins. Hann er bara orðið þroskaður. Já. Einmitt. Þannig ég verð þarna með bæði einsöngslög og dúetta og til dæmis er ég með 2 svona dúetta sem ég sendi í ópertustíl. Það er bara, eins og ég segi við hvort þá verður það ímynda sér þessu komin í kjólfötin og síðu kjólana og hef ég okkur svolítið upp í léttleikan.
En svo verður það hérna kallakórnir, þetta verður svona cirka 100 manna kallakór, hvorki meina þessi 4 kórar. Hvað er þetta að segja? Og þeir flytja hérna Rangárþing, ég samdi það, 1991 eða 2. Ég ætlaði að fara austur að hjálpa pappa hérna að smíða glugga og hurðir í bústæði minn, en þá sýndaði með þetta ljóð og þá samdi ég það. Já. Og tilninga honum, hann er fættur og uppalinn í Rangár og allir síslunni. Og þá ég er eiginlega að heyra það stykki í fyrsta skipti eins og ég hugsaði upp alveg. Já. Að þegar ég sé ljóðið þá byrja bara upptökin á Þjórsá. Da 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 og síðan spinni ég sem sagt hérna fjallarhingin og það er svona maður getur gert svo mikið að litbreyðum í hljómsveitin sem ég get ekki bara í píanónu sem forspil á tónleikum sko. Skemmt. En þarna sem sagt er ég búin að skrifa 5-6 mínúta svona stykki fyrir áður en kórin kemur inn sko. Já. Og ég er að heyra þetta fyrsta skipti. Vá. Þannig að það verður gaman. Já, svo er ég með annað kallakórslega sem flestir hafa kallakór hafa sungið Stíga á bak, svona hestamanna, fílingur í því. Já. Og hérna, þannig að svo endum við á verki sem heitir Jörð. Og ég skrifaði það fyrir Skagfirðsku söngsveitinu sínum tíma, Bjarni Stefán Konráðsson á textan. Og þann fjallar textin það og verkið land í mótun og allt sem fylgir því. Náttúruöflin sko. Mikið læti og svo náttúrulega fegur landsins lýst inn á milli skiluru. Og svo kemur aftur annað góð skiluru þannig að þetta endalaus saga. Og enda bara með gríðarlegum látum sko. Ég finn það alveg að þetta stykki sem að fólki svona býður mest eftir að fá að flytja með hljómsveit. Og þá náttúrulega kemur gríðarlegt afl inn í þetta. Já. Þannig að það verður gaman að upplifa þetta og ég er búin að endurskrifa það svolítið að hluta til að því að maður þroskast náttúrulega með vinni og endurskoðar, þú veist, hlutina. Já. Eins og þú þekkir. Jú. Þegar líður á ævina. Einmitt. Já. En yrkisefniðin sækjur mikið í íslenska náttúru. Landslag og... Já, landslag og bara fyrstu lögin minn alltaf verða til við ljóð gömlu eins og Davíð Stefánssonar og Stefánsson Hvítadal. Þannig að og svo þróast þetta svona áfram. Já. En það var eitthvað sem að gerist í kófinu. Já. Að þá, það er oft þannig að það myndast svona sérstök stemning að þá bara opnast einhverja gáttir. Já. Og það var þessi stemning, allt stoppaði og ég bara sat kvöld eftir kvöld og skrifaði sem sagt svítu mínar æskustöðar. Og fyrsti kaflinn heitir hérna æsku minningar við Ölfusá. Ölfusá var náttúrulega lífæð Selfossbæjar og maður var að veiða þarna og horfa á fossbændur veiða þarna í strömmum við ána og svona. Og næsti kafli heitir í fótbolta á Stjánatúni. Túni bara hinum við göttuna þar sem ég ólst upp. Varum átti í fótbolta þar og svo eitt kafli sem heitir Gamli skótinars pappa. Já. Hann var með svona sveif sko, þú veist hvernig þetta var gömlu bílandir. Hann átti 3, fyrsta kvöldu við blöðruskóta. Jú. Allt tórun, allt þetta var alltaf að klikka maður og þá bara var hann snúi. Og þetta kemur allt fram í náttúrulega verkinu skilur. Það rökk í gang og svo alveg að drepa á sér og svo hefur hann það. Þannig að þetta og eru það blástursljóðfærin? Já, þau eru þarna og slagverk líka. Og slagverkið. Og það er náttúrulega allt annar hlutur að skrifa fyrir hljómsveit heldur en kór. Þannig að þetta var alveg sérstæð. Svo skrifaði ég mitt þarna verk sem heitir bara Breyttur heimur sem ég setti nú á neti bara, ég skrifa mikið í forriti hérna, stífbylsforriti. Og það er til þar og það var einhvern veginn allt öðru sem músík sem kom fram þarna í gegnum með þá heldur ég nokkuð tíma að skrifa. Þannig að það, þegar svona aðstæðu myndast, það er svolítið gaman að upplifa. Það kemur alltaf eitthvað nýtt. Þá voru líka þess að fikta við að gera texta sem ég aldrei gert áður. Nú hafðir ekki gert það? Nei, aldrei, vogaði mér í það. Já. Og átt inni kannski þar? Já, ég hef verið að senda, ég var nú að senda eitt lag frá mig núna í tilefni afmælisins og það er svona fullt af þakklæti bara til samferðarfólksins. Já. Þó var ljósið sem lýstu upp veginn og svo framvegis. Þannig að það er svona, ég er gaman að því. Já. Að spreyta mig við það. Magnað. En svona svo ég forvitnist aðeins í lokin með sko
sköpunarprósessin hjá þér. Já. Þegar þú finnur að það er eitthvað að gerast, vinnur í tölvu, handskrifarðu nóturnar, eða hvernig ertu bara með upptöku og djöflast eitthvað og til þess að muna það daginn eftir eða eftir klukkutíma? Það er bara allur gangur á þessu. Ofta er það svona eitthvað stemning, sko. Ég man eftir einu sinni þá kom ég og svona boðið þar sem var mikið sungið og þá sagði ég fyrir hún, heyrðu, ég verða að koma við í skúrnum. Þá bjóð ég stóra getið og þá opnaði ég bókina Jónsson á Ljárskóðum og samti 2 lög, Stúlka mín og Hvað heitir konuna mínar. Þannig þetta er svona, þá bara settist ég við bókina, skilur. Og það gerist oft á tíðum að ég bara opnaði ljóðabók og sé ljóð, það bara grípur mig, skilur. En stundum fæ ég bara stef og skrifa það niður. Ertu fljótur að skrifa niður nótur? Já. Eldfljótur? Já, ég náttúrulega er búin að vinna gríðarlega mikið í tölvu, sípuljusa forritinu. Það er mjög á valdi mínu, sko. Já, þannig það er allur gangur á þessu. Og má ekki trufla þig þegar þú ert í Nei, stundu þá kallaði ég mig nokkur sinnum og þegar frúin er alveg búin að gefa stuð þá kallar hún, herra stikkfrí, ertu ekki að koma? Það má ekki trufla maður, sko. Nei. Þetta getur nú verið svolítið snúið val að vera fungerandi Íslendingur með allt það sem við þurfum að gera frá móti kvölds. Já, svo má ekki gleyma nefnilega konunum, sko. Nei. Það eru skipta miklu máli í lífið maður, sko. Já. Kona mín hefur oft verið mjög þolinmóð og þekkinni fyrir það. Já, einmitt. Jú, það er á bakvið hvert stórmenni á hvoru kyninu sem þá er nú yfirleitt bara hópur af góðu fólki. Já, það er bara þannig. Eða af öllum kynum, menn tala mörg kyn. Já. Það held ég nú. Heyrðu, en Björgvin Þ. Valdimarsson, bara það er búið að vera mjög skemmtilegt að fá þig hér að Rauðaborðinu og ég óska þér og þínum góðs gengis á þessum tónleikum sem eru aftur hvar? Þeir verða í Íþróttahúsinu Iðu á Selfossi. Já. Og sem sagt 9. laugardaginn 9. maí klukkan 16. Því miður eigum við ekki menningarhús en þá. Nei. En við ætlum að stóla salinu upp og það verður gert svið þannig að það færi vel fólk. Já, hvað treður mörgum? Ég veit það ekki. Það verða allavega 500 miðar, eitthvað svoleiðis. Mér skilst að það sé búið að selja bara mjög mikið. Já. Þannig að það er ekki bara ég sem býð spenntur, heldur margir aðrir. En hvernig heldur þeir muni líða svona síðustu mínúturnar áður en allt hefst? Heldur þú verðir svo stressaðar og þú veist ekki hvað það heitir eða heldur þú muni bara njóta og slaka? Það er nefnilega ofstóttið erfitt að njóta og slaka þegar maður hlustar á eigin lög. En ég ætla að reyna bara að njóta þess. Reyna það. Kæra þakki fyrir komuna og gangið er vel og til hamingju með 70 árin og takk fyrir allt framlagið. Þakka kærlega fyrir. Og þakka ykkur, kæru hlustendur og áhorfendur, fyrir að vera hér með okkur við Rauðaborðið í kvöld. Þættinum er þá lokið. Við hefum aftur leik klukkan 8 á morgun. Síðan er 50 dagurinn, sumardagurinn 1. eins og þið áttið ykkur á. Þannig að þá verður ekki bein dagskrárgerð á okkar hálfu en við munum endurflytja efni. Og svo á föstudag er hefðbundin bein útsending klukkan 4 þar sem þjóðmál og helstu tíðindi verða krufin í beinni útsendingu. En við segjum þetta gott í kvöld. Ég heiti Björn Þorláksson og vil þakka öllum hlustendum, áhorfendum, tæknifólkinu mínu, viðmælendum og öllum þeim sem leggja okkur lið á hverjum degi og samanlagt búum við til dagskrá sem vonandi höfðar til þín. Ég minn ykkur líka á söfnunarbaukin að líta við á vefslóðinni samstöðin.is og það er hnappur sem ástendur áskrift eða þú vilt að samstöðin haldi áfram að starfa þá er það í þínum höndum. Það er ef þú vilt greiða okkur áskriftargjald eða styrktarfé þá mun það sennilega ráða úrslitum það hvort við höldum áfram að búa til dagskrá fyrir þig. En þetta er gott í bíli, verið sæl.